komið heil og sæl og verið velkomin að tækinum. Það eru kallbröður sem að heilsa ykkur að þessu sinni, Birkir Karl. Já, góð kvöldi. Og sjálfur heiti ég Leifur og til okkar eru kominir mætir gestir. Heldur betur. En áður en koma þeim þá er það auðvitað kaldi. Já. Og úr því að fjölmiðlaland hefur nú drepið dyrum hjá okkur þá kannski tölum við kalda 0. Já, núllarinn, hann er líka góður. Hann er minni uppáhalds og hann er sá sem að ég gríp ef ég ætla að gera mér dagamun. Já, glaðan dag. Glaðan dag, akkurat og svo þetta Íslandsjóðnir sem að láta peningana vinna fyrir þig en við komum betur á þeim á eftir. Ég er í hinum kalda. Já, þú ert í hinum kalda. En gestir okkar í kvöld eru Almar Guðmundsson, bæjarstjórinn í Garðabæ. Almar tók við embætti bæjarstjóra á Gunnari Einarsinni eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022. Vertu hjartanlega velkomin. Takk hérlega fyrir það. Og með honum er Hlynur Bæringsson, fyrirverandi körfuboltaleikmaður, tvívegis Íslandsmeistari, annars vegar með Snæfelli og 2025 með Stjörnunni. Einnig Svíþjóðarmeistari með Sundsvall Dragons. Vertu einnig hjartanlega velkomin. Takk hérlega. Sko, strákar, að því að við ætlum að, ég lofaði ykkur að tala ekki bara um pólitíkinn í kvöld og aftur velkomin, frábært að fá okkur í þáttinn. Ég ætla að byrja á að setja fyrirvara á að við Leifur vitum mjög lítið um Garðabæ, þannig að þið leiðrið bara vitleysunum sem kemur upp úr okkur. Jú. En byrjum bara Hlynur á Stjörnunni í úrslitakeppninni í körfubolta núna. Hvernig... Ég tók það ekki fram að sjálfsögðu oddviti framsóknar í Garðabænum líka. Já, glemdur því? Já, ég tók það hvergi fram. Ekki sem sérstakur körfubolta spekla. Nei, fengum bæjarstjóra, setjum aðeins að tala um körfubolta. Svo er ekki nefnt hérna í hvaða flokki bæjarstjórinn er, sko. Það er það líka. Þessi kynning er alveg nýrlindi. Þetta byrja vel. Já, hvernig lítur þetta út hjá ykkur stjórnumönnum? Ég má bara segja það. Herru, sko, bæði vel og illa, voru hérna, veit ég hvernig þetta fyrir loftið. Miðvikudag, já. Þannig að fólk er að hlusta á leiðinu á krókin. Já, þið getið peppa menn. Veistla. Sethli Degi verður ekki með. Liðbundin. Og ég er að pælja að fara bara í búning. Já. Það er svolítið, það má ekki bara fara. Jú, það vantar allavega eitthvað. Hvað það aðeins næri? Já, svona, vilt hafa mig. Bara láta vaða á þetta, fara bara norður og... Ok. Þú ert að fíblast náttúrulega. Ég er reyndar fíblmiður. Þannig að ég ætla að vera ráðgjafi framsóknarflokksins, þá væri þetta nú örgulega svolítið gott stönd á Hlynna að fara bara í búningi. Akkur ekki. Já, en Alma, þú ert væntanlega líka búin að fylgjast vel með þessari úrslitakeppni? Já, og það er auðvitað gaman sem að fari nú í jafnvægislistina í Garðabæ strax. Það er náttúrulega, við erum með 2 körfuboltalið í bænum þó að Álftnesingarnir hafi ekki farið í úrslitakeppni núna og það er bara svo gaman að fylgjast með þessu hvað þetta gerir fyrir samfélag og það er náttúrulega bara eins og veislan sem að Hlynur og félaga buðu okkur upp á í fyrra í Stjörnunni að fara þarna alla leið og voru líklega leið sem var kannski ekki spáð þannig framan af að þið væru meistarakandidatar. Þannig að þetta var bara svo mikil stemming og ekki bara fólki sem að lifir fyrir körfuboltan, krakkarnir sem er æfa og annað þess átt, það bara einhvern veginn fer heilt bæjarfélagið á eftir svona liði. Þannig að þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt að upplifa það og upplifa auðvitað var þetta bara tóm gleði, þannig að það voru allir ægilega glaðir. En svo náttúrulega bara núna í vetur erum við að upplifa þetta aftur og höfum svo sem upplifað þetta í fleiri íþróttum, en þetta er bara ótrúlega sterkt fyrir bæjarfélagið þegar það gengur vel í íþróttum og svona kannski líka smá velun fyrir fólk sem er að standa í þessu. Hlynur vinnur nú við þetta líka fyrir félagið og þú veist þannig að þetta einhvern veginn hangir allt saman. Þannig að þetta var geggjað og verður vonandi geggjað og ég eiginlega trúi því að þrátt fyrir að þeir detti út einn og öðrum með þessi gæjar að þá eigum við bara séns í leiknum á króknum. Ég ætla bara að henda því inn. Kemur ykkur óvænt hetja? Já, sko Sethli Degi, Ægir Þór og Orri þetta allir frá og það munar minna sko kannski annars vegar tælið ykkur eiga séns, já, þú segið Almar, og hversu stórt verða fyrir bæinn, þó kannski verða ekki Íslandsmeistarar, en bara vinna oddaleikin kannski í síkinu, myndi að gefa ykkur eitthvað og eigið séns, Hlynur? Já, við eigum alveg séns, sko, því við erum svolítið ennþá með alveg, helviti góðan hóp, þó að vanti svona marga, sko, en auðvitað ef við erum bara svona tölum hreint út, þá er ekki gott að það er eiginlega fálið sem gætu lifa þetta af og vera án þessara þriggja. En til þess að vinna svona leik þá þarf bara einfaldlega ykkur kannski að stíga hans upp fyrir mómentið og gera meira en vanur. Og ég horfi bara á Viktor Jónas, Aron, þeir geta fengið svona fleiri mínútur en það fengið. Þetta eru lokalstrákar, Pablo Bertone hefur spilað meira eftir Ægifór. Það þarf, ef þú heldur bara algjörlega á pari, svona, þá er þetta svolítið erfitt. En það verður eitthvað sem bara stígur upp fyrir þetta og skrifur ykkur sögu. Já, það verður
gaman að fylgjast með þessu körfuboltinu auðvitað, já, bara þvílík skemmtun. Já, heldur betur og má hrósa líka sín fyrir frábæra umgjörð okkar menn, eða okkar fólk segi. Uppselt á þetta leiki maður. Það ekki? Jú. Kannski eitt þarna áður en við dimpum okkur aðeins í pólitíkina. Byrja á þér, Hlynur, þú ert í þinni fyrstu kosningabaráttu. Já. Er þetta skemmtilegt? Mælur þú með? Sko, ég var svona síðast líka öðru sæti, en þetta er allt annað game núna, sko. Er þetta skemmtilegt? Já, langmestu leiti er þetta skemmtilegt. Þetta er bara eins og allar vinnur býst við verkefni, það er ekki allt sem fylgir þessu og stundum er maður svona svolítið berskjaldaðri, maður er settur kannski, í aðstæður og maður er að venjast í hverju maður er að svara, ég bara oft verið í fjölmiðlum og svona, þetta er bara nýtt skilur, hvað maður er að tala sem er líka bara gaman. Já, bara langmestu leiti, þá er þetta stuð, sko. Og, já, ég meina, ég er að reyna að finna eitthvað sem ég finnst ekki gaman við þetta, en það er kannski ekkert margt, sko. Nei, en auðvitað er þetta langi dagar, þannig að, en já, ég kvart ekki. Hvað segir þú, Almar? Skemmtilegt? Já, ég er náttúrulega búin að vera viðloðandi pólitík svolítið lengi, þannig að það fór að skipta mér af henni svona auðvitað bara baka til, bara þegar ég var frekar ungur. Ég þurfti nú að skrifa þetta í einhverju kosningaprófi, held ég núna í gær, og þá var spurt hvenær og fórst að, taka þátt í pólitík og það er bara þegar ég er 18 ára. En ég er búin að vera semst í bæjarstjórn síðan 2014 og þannig að ég er búin að fara í gegnum núna 3 kosningar, þannig að þetta eru 4. kosningarna mínar. En það sem er náttúrulega, nú er maður kannski og síðast að einhverju leiti líka, þá er maður í annari stöðu þegar maður er oddviti og er að leiða þá meiri hluta, ber þá ábyrgð á stefnunni og stöðunni í bænum. Að þá verður auðvitað öðruvísi. Mér finnst þetta að vera töluvert öðruvísi núna fyrir mig, að því að núna er ég alltaf að svara fyrir eitthvað sem ég tók þátt í með alveg þráðbeinum hætti sjálfur. Síðast var ég að svara fyrir verk meiri hluta sem ég tók þátt í, en ég var ekki oddvitinn þá á fyrra kjörtímabili, þannig að það var kannski aðeins öðruvísi. En auðvitað, þetta er alveg rétt hjá Hlyn, þetta er rosa skemmtilegt, ég hef náttúrulega svo gaman að því, þess vegna er maður kannski í þessu að bara vera innan fólk, tala við fólk og leyfa fólki líka stundum að, rífa pínu kjaft og svona, það er allt í lagi. Þannig að það er rosalega einhvern veginn, maður sækir bara í orkuna sem er í þessu og kosningabarátta er náttúrulega svo mikið svona, þá er maður að tala við fólk, maður er að hringja, maður er að fá skeyti og blammeringar og allavega og sko, það er bara skemmtilegt en svo er líka bara, og mér finnst það með sveitarstjórnarpólitík, þetta er bara, það er ákveðin gæfa að fá að hafa áhrif á nærsamfélagi, þetta er svo nálægt fólkinu og það er það sem hefur alltaf togað í mig. Ég er svo mikil karpæðingur, ég er alveg náttúrulega upp og einhvern veginn maður þekkir svona flesta þúðunar þokkalega og þá er svo mikil forréttindi í rauninni að fá bara að taka þátt í þessu að hafa áhrif á þetta. Þannig að ég er ekkert orðinn leiður á þessu en ég veit alveg hvað eru margir dagar til kosninga og það verður alveg ágætt að fá smá pásu. En það sem er líka kannski, þegar hann segir þetta, sko, þá er líka gaman að maður fer kannski aðeins út fyrir hringinn sinn, sko, því maður held að svona dagstæðlega, ég þurfi ekki að vinna í þessu alltaf dag, þannig að ég er svolítið bara ég er bara hitt eitthvað paddelbrósa og svo fer ég í vinnuna og það er eitthvað þannig, sko. En þú hittur svo mikið á fólki sem er ólíkt sjálfum þér, sko. Með allt öðru þessi skoðanir og er að gera allt aðra hluti í lífinu sem þú kannski, málefni sem þú kannski þekktir ekkert sérstaklega og þarft að kynna þér, sko. Og það er heldur gaman, sko. Þegar maður rekst bara á eitthvað sem er bara ekki að fylgjast með því sem þú ert að gera. Þú veist, bara, það er alveg, það svona opnar eitthvað svona, svona hringinn. Það er bara það er gaman. Og það er engin spurning að það er mikil áhugi fyrir þættinum í kvöld. Ég ætla að segja að við erum náttúrulega þekkti fyrir okkar frægu drottningavitul en garbaðingarnir, þeir bara banna okkur að vera með drottningavitul í kvöld. Þeir voru grjótharðir og við þökkum þeim öllum fyrir að hafa sendt inn, sko, innálóð okkar í alvörunni fylltist. Já, við fengum mikið af skeitasendingum. Ég held ég hafi ekki samið eina spurningu sjálfur í þessu. Þú gerir það reynda mikið, það er ekki alltaf það. Já, ég segi mig alltaf, það er alltaf 19 meil. En það er ágætt að geta fyrir að sjá ábyrgð, það er nokkra beittar en þannig viljum við hafa það, það er ljómandi gott. Við ætlum bara að keyra beint í djúpulögina og byrja að fjára í Garðabæjar og kannski verðum eitthvað létt í bland, en þetta er sjálfsög búið í Íslandssjóða. Já, við hæfi. Byrja að setja sparnaða markmið stofnás og vörslureikning og svo getur þú bara keypt í sjóðum eða stofnað það sem mér finnst alltaf best. Það er reglulegu sparnaður. Rétt, samanlega því. Eitthvað mánaðamótin sem við mátt sjá af sem síðan að því vorum að tala þúfur, litla þúfur sem að velta stóru hlassi. Rétt hjá þér. Ef við byrjum á því að Garðabær er orðinn skuldur en Kópavogur og uppfyllir aðeins 2 af 4 lágmarks
eða 2-4 lágmarksviðmiðum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Hver er ástæðan fyrir þessari gríðarlegu skuldaaukningu síðustu ár og hvernig ætli að réttareksturinn við Almar? Já, þannig nú fulleringar sem ég nú ekki vissum að séu réttar en það er bara gott Já, að því að eftirlitsnefnd með fjármálu sveitafélaga vinnu þannig að hún sendi nú sveitafélagum bréf og gerir þá grein fyrir því að við séum eitthvað off sem að ég kannast nú ekki við að hafa fengið núna en varandi stöðu bæjarins og þá skuldirnar að þá er það þannig að sko það er best að horfa á það sem heitir skuldaviðmið sem reyla bara bundið í landslög. Það er sagt að sveitafélög megi ekki skulda meira heldur en 150% skuldaviðmið. Það sem sagt skuldir meða við tekjur. Svo var eitthvað tæknilegt þarna sem að við skulum ekkert fara ómikið út í. Og við erum sem sagt með 86% hlutfall meða við þetta 150%. Þannig að ef við byrjum bara þar að þá Garðabær mjög langt frá þessum hámörkum. Hér var nú sveitafélagin nefnt sem að við sitjum í. Við erum sem betur fer alveg við landamærin, þannig að það ekki langt yfir í Garðabæ. En það er rétt, skuldavið með Kópavogs aðeins lægra heldur en hjá Garðabæ. En svo skulum við kannski bara, því að spurningin spurði Kópavog, við skulum bara skoða Hafnarfjörð, við skulum bara skoða Reykjavík, við skulum bara skoða Mosfellsbæ. Ég man ekki hvort það séu fleiri ásetningar komnir út, en þetta eru svona samanburðarhæf sveitafélög. Öll þessi sveitafélög eru með hærra skuldavið með heldur en Garðabær. Það sem við höfum verið að gera núna síðustu 4 ár og reyndar aðeins fleiri ár aftur í tíman að það hefur verið mikill vöxtur hjá okkur og það þýðir að það þarf að fjárfesta í innviðunum. Og ég hef bara sagt þetta þannig að ef við spólum 4 ár aftur í tíman þá var þetta sama skuldavið með 88%, það er komin niður í 86 núna, þannig að við erum að í rauninni, ef við segjum það þannig, þetta er bara á sömu slóðum, en þetta hefur þó lækkað. Á sama tíma höfum við fjárfest í innviðum bæjarins fyrir 27 milljarða og það í hlutfalli við umfang bæjarins verulegt og mér finnst það bara býsna góður árangur hjá okkur að hafa lagt svona mikið í innviðina en leið ekki hækkað skuldirnar á þennan mælikvarða. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Við komum kannski nánar að einhverjum fjárhagsspurningum á eftir en ég myndi svara þessu með skuldirnar svona. Ég hef ekki áhyggjur af okkar stöðu, mér finnst hún vera traust og mér finnst hún einkennast af því að við höfum verið fókuseruð í gegnum þetta mikla uppbyggingarskeið af því við höfum verið að fjárfesta mjög mikið. Til að hleypa þér að ég horf nú pallborðið hjá með ykkur, stóðu ykkur báður glæsilega og Láru sem viðflóknum skemmtilegu líka. Þið í Framsókn hafið gagnrýnt ásetninga Garðabæjar og sagt að rekstur Garðabæjar skili tapi ef einskiptið söluhagnað byggingaréttar tekin út. Eru þið á því að þessi rekstur sé ekki sjálfbær til lengri tíma? Það er svolítið það fyrsta sem maður grípur í þegar maður skoðar þetta. Það er annars vegar skuldirnar, skuldir bara íbúa þetta og bara veltu fjöð, bara hvernig reksturinn sem við horft á þetta og margir af svolítið gagnrýnt þetta og flestir eru saman því þó að sé svolítið rétt eins og Almar að segja það er svolítið mikil uppbygging og þetta er bara hluti af tekjuöfluninni en þegar maður horfir til þessi baka á ársreikningana þá er hlutallega þessu umtalsvert hærra, það er hærra hjá okkur heldur en öðrum nágranna sveitarfélögum. Hlutfallið aftur sem helstu skatt, þessi tekjuleiðum sem eru þá útsvarið, fasteignaskatturinn og bara svona gjöld, það hefur lækkað, þannig að þetta eru alltaf hærri og hærri prósenta. Þannig að já, flestir segja við mig og það lítur þannig að það væri svolítið betra ef þetta væri að læra hlutfall. En sér ég sjálfsögðu það sem að gæta alveg einhverju leyti til að geta einhverju sanngjönd að hafa einhverju aðstæða breyst í heiminum, ekkert að verja það augljóslega, ég ætla að vera vondur. Þannig að það eru verið vaxtakjör og allt þetta, öfri launaskrið og allt þetta, þannig að þá svolítið bara horfum maður á skuldirnar og hversu mikilvægt það er að ná þeim niður, maður lítur á þetta bara einhvern degi heimili eða lítið fyrirtæki, þá er það svolítið, það er erfitt að finna kannski betri fjárfestingu heldur en að gera það. Þannig að, svaraði bara. Já, það er bara boltinn til mín og ég þarf nú að fara að setja ekki mér heldur konunni hversu þetta var. Já, nei, þetta var góð kona, ég held hún búin og ekki í Garðabæ þannig að við skulum, þetta er ekki atkvæði, þannig að hún fatt ekki. Það er svona það sem maður horfir í, þetta sé helviti hátt og sé eitthvað verið að tala að verið á háður sem tekjum og þannig. Það er alveg áhvert að skoða þetta tilbaka og Alma getur bara komið inn og svara því. Þetta bara afstrenga alveg aftur 2018, það var þetta minna og þetta er minna í öðru sveitafélögum. Ég þekki þess að umræða ágætlega í Kópavoginum sem talaði eiginlega bara nákvæmlega sama stef en er ósanngjarnt að tala en þetta er kannski bara hluti af rekstri eða þetta er ykkar helstu tekjulindi eða hvað?
Já, þetta er náttúrulega alls ekki okkar helsta Ekki helst. tekjulend, sko. Eða svona- Skattekjurnar eru náttúrulega Já. langstæsti, en það er alveg rétt sem Hlynur segir og við erum aldrei að reyna að íta þessari umræðu þessar tekjur á lóðasölu út af borðinu vegna þess að aðalmálið í þessu er í hvað fara þessi peningar. Og það er það sem við höfum verið að segja. Við getum bara sýnt fram á það vegna þess að skuldirnar hafi ekki verið að aukast að þetta fer í uppbyggingun og það er lykilatriði vegna þess að ef þú segir það er ekki æskilegt að fá þessar tekjur þá þarf það að velta fyrir þér í fyrsta lagi eigum við að stækka sveitafélagið og eigum við að selja lóðir það er auðvitað hægt að svara því neitandi ég gerir mér alveg grein fyrir því, það er ekki leiðin sem við höfum valið, við höfum viljað vera svona svolítið ábyrg í samfélaginu hérna ef við tökum höfuðborgarsvæði sem heild og nýtum byggingarland okkar en ok, þá seljum við lóðir og þá höfum við nú viljað stuðla því að þessa gæða lóðir sem eru í Garðabænum að það fáist sanngjarnt verð fyrir þær fyrir íbúana því þetta er landið sem að íbúarnir eiga og ég lít bara á það sé mikil ábyrgðarhlutur fyrir okkur að hérna tryggja það að lóðasölurnar skili góðum tekjum. Síðan er aðalatriðið aftur að þetta fari þá í uppbygginguna og þetta er það byrð 13 miljardar, það er alveg rétt hjá Hlina, þetta eru mjög háar tölur og það eru hærri hjá okkur og hærri hlutfallslega hjá okkur en flestum öðrum. Það er vegna þess að við höfum verið að byggja upp hraðar. En í rauninni við getum tekið þessa 13, já, allt í lagi, bara við... Ég bara, með þessi góð, það er bara svona pæli í því, sko. Við erum Talið mæki? Já, við erum bara léttir, sko. Það þá kannski bara vangavaldur, skilum, þegar þess að tekjum minka, það eru fram í sækir, þegar við hættum að selja mikið, hvernig það munir þá hafa áhrif á þá rekstur. Já, og það er alveg... Þegar það hætt, Já, það er alveg eðlileg umræða og hérna, ég ætlaði nú bara að klára á að segja að þessi 13 miljardar sem við höfum þá tekið í þessar tekjur á undanförnum árum, það er í rauninni bara sama fjárhæð og við erum búin að fjárfesta fyrir í skóla og íþróttamannvirkjunum á tímabilinu. Það er bara fínt fyrir fólk að átta sig á þessu, að þetta kemur úr þessari átt. Ella hefðu við þurft að hafa sterkari rekstur eða skuldaaukningu til þess að fjármagna uppbygginguna. Já, en svo komum við að þessu, auðvitað þarf þetta sem við köllum stundum grunnrekstur að standa undir sér. Og þar er það alveg ljóst ef við horfið á síðustu 2 ár, af því við gerðum töluvera breytingar á rekstri Garðabæjar í lok árs 2023. Við fórum alveg í mjög mikla endurskoðun og rýni á rekstrinum og gerðum ákveðna breytingar. Og þegar við skoðum til dæmis bara veltufé frá rekstri sem nú yfirleitt stærð sem að bankamennirnir elska og eru þetta bara fjárflæði sem sveitarfélagið að skila sem þá þetta nýta í fjárfestingu eða endurgreiðslu skulda eða hvað það nú er og þá sjáum við að þetta hlutfall hefur verið að hækka verulega þannig að horfir á árin 2024 og 2025 þá er þetta miklu hærra en það var árin á undan 2022 og 2023. Rifja fyrir með mér hérna. Það var nú eitthvað smá breyting gerð á því að ekki með inneftu á gatnagerðgjöldum eða ekki sem að... Nei, það var ekki gatnagerð það sem að... Hvað er ég... Já. Nei, það er, en hins vegar fórum við og við getum bara tekið það. Ég man að það var umræðan hérna í þessu, sko. Já, það er engin tekjufæsla á gatnagerðgjöldum og þetta er bara velkomin í heimsveitafélag. Þetta er hérna, við verðum að fá þessa félag í pingjunni sem að voru nefndir hérna fyrir þátt til að... Þetta er stundum eins og svona sketsin með hérna Jónas Geir En það sem við gerðum, bara svo það sé sagt í þessu, að sko við áttuðum okkur á því, sko árin 22 og 23, þau einkennst svolítið á því að það var gríðarlega, það var háverðbólga og vextirnir voru að hækka og þá vorum við á svolítið óþægilegu stað sem sveitafélag. Við höfum byggt upp og já, það eina sem tengist gatnagerð var að við vorum búin að fjárfesta mjög mikið í gatnagerð. En tekjurnar á móti sem eru þá sala á lóðum og síðan þessi hefðbundum gatnagerðagjöld, þær voru ekki komnar. Það voru bara rör í jörðinni og búið að leggja göturnar en húsin við voru ekki farin á stað í framkvæmd, þannig að tekjurnar voru ekki komnar á móti. En við í staðin fyrir að bíða bara og vona það besta ákváðum að fara í prógram sem við kölluðum því fróma nafni aðhald til varnar sterkri stöðu. Já. Við vorum ekkert á neinni, já, það þurfti nú, ég ætla nú ekki að nafngreina viðkomandi, en það þurfti að sækja í góðan höfund. Og ástæðan fyrir að við kölluðum þetta, við vorum auðvitað að fara að gæta aðhalds, en við töluðum líka hina sterku stöðu, af því að það er það sem Garðabær hefur verið þekktu fyrir. Við erum yfirleitt passasum á fjármálin. Þarna var þetta farið að síga í ranga átt og í staðin fyrir að bíða þá gripum við inn í snemma. Við vorum mjög langt frá því að vera á einhverju bjargbrún en við töldum það ábyrgt að gera og hvað gerðum við? Við höfum verið að hagræða mjög mikið í rekstrinum, skynsamlega þó, þannig að það bitni ekki á þjónustunni.
Það finnst mér bara mikilvægt og mér finnst að öll sveitafélög að gera það. Við hækkuðum útsvarið sem var mjög óvinnulegt fyrir Garðabæ. Það er samt sem áður þannig að útsvarið í Garðabæ er mun lægra að þú þarft að fara út á Seltjarnarnes til þess að finna sveitafélag sem er með lægra útsvar. Hér er það til dæmis töluvert mikið hærra í Kópavogi, heldur en það er hjá okkur eftir hækkunina og svo dróum við sem sagt úr framkvæmdum. Þannig að við gerðum þetta og það sem ég er ánægður með að þeir eru horfið á ársreikning 24 og 25 að það sjáu þér hreinlega bara batan í rekstrinum og í þessum grunnrekstri að því að Hlynur er að skjóta á mig, herðu, býtu nú við, ef þessar einskiptistekjur sem maður kallar. En varðandi það þá líka í vaxandi sveitafélagi svona ágætt að horfa til þess að það tekur tíma fyrir þessar skatttekjur, útsvarstekjur og fasteignagjöldin og allt þetta að tikka inn í vaxandi bæ. Þetta gerir, það er ákveðið lag í þessu á vondri íslensku sem að þannig ég er alveg viss að það mun hjálpa okkur en við þurfum samt að halda áfram. Það er engin spurning að sjóðstreymi þarf að vaxa áfram. Já, það sem maður kannski bara vilja heyra, ég held að með þess að margir þeim eru þín megin í lífinu, ekki það, það skilur bara sem hafa verið hægra megin, hafa verið að benda á að það væri fyrir askilega, þetta væri svona, þessi grunnrektu væri hérna næri þessu núli, skilur þannig hefur maður svona séð þetta, það væri svona... Já, það er, og þú veist, það er nú alveg hægt að kjarna eða semst grafa sig svolítið djúpt í þessu en það er þetta lag sem skiptir máli, en mér svo veist mér líka skipta máli þegar þú hefur verið að tala svolítið unga fólki í bænum, að Garðabær er svolítið óvinnulegur. Að tala svolítið koma fasteignagjöldin, það getur líka komið kostnað svo í kjölfarið að nýjum íbúðum, það geta verið skilur mörg börn, þau kosta okkur sem betur fer og við munum ekki rífast um það. Nei, og það var líka mun vera kostnaður fyrir sveitafélagið. Nei, og það var þangað sem ég var að leiða umræðina því að Garðabær er mjög óvinnulegt sveitafélag á Íslandi núna og sko fyrir svona 8 árum síðan vorum við skömmuð fyrir að vera gömul. Það er að segja þá var svona þetta meira eldra samfélag. Svo hefur þessi uppbygging skilað okkur sem er bara frábært að ungt fólk hefur kosið að búa í Garðabæ. Þetta séu á milli 300 og 400 leikskólabörn sem hafa bæst við í bænum bara á einhverju 6 árum. Þau eru 0 í Reykjavík. Börnin er að koma snemma inn í leikskóla í Garðabæ, ekki í Reykjavík og ég ætla nú ekki að taka hins sveitafélögin en það er einkennandi að við erum að taka við börnum og þeir sem þekkja rekstur sveitafélaga þá kostar það og ég ætla nú alls ekki að væla yfir því, það er bara þannig en við höfum þá sýnt að reksturinn stendur ákveðlega undir þessu og þegar að þessi leikskólabylgja svona aðeins hjaðnar því að börnin eldast og allt það og ég gerir ráð fyrir því að þetta frábæra fólk sem flytur til okkar að það sé nú ekkert á leiðin í burtu þannig að þá eldast börnin og líðfræðin lagast aðeins og það mun líka hjálpa rekstrinum en ég veit að það er engin ágreiningur þetta á milli flokkana í Garðabæ við viljum öll standa vel undir því að passa upp á börnin og koma í snemmin í leikskóla og það allt saman. Já, það var einmitt góð spurning frá Garðabæing sem er marga góðar hérna. Hún kemur einmitt inn á punkt sem að Almar nefnir væri mögulega hagkvæmara fyrir Garðabæ til lengri tíma hann fái eignaminna vinnandi fólk sem skilar stöðum útsvarstekjum frekar en eldra fólk sem lifir á fjármagnstekjum. Ok. Þetta er fín spurning hjá hann. Já. Það er just... Og eins og Almar talar þeir eru komin í þessa vegferð. Ok. Þetta er þetta svo stórt podcast, skilur. Það er nú einhver tíma að Já, vandaði núna. Já, nú erum maður að vanda sig, sko. En auðvitað er það er ákveðna típur á líffræðilega sem að skila mest í kassan fyrir sveitafélögin, sko, ég er ekki alveg ekki að dæma þetta, að þessi það að börn er ekki mjög hákam rekstrarýning fyrir sveitafélagið. Nei. Og einhver er að koma, það sem ég ætla að segja, einhver er að koma með þá pælingu, sko, að Garðabær, nú sjálfsögur eru mikið fólki í Garðabær með mikla fjármagnstekjur, að sveitafélagið ætti einhver minn að leita leiða til þess að koma einhverju af þeirri köku til sveitafélagsins í stærri mæli, sko. Okay. Það þætti einhvern nátt sanngjarnt. Ég ætla ekki alveg að þóra með þetta að segja þetta er svo stórt podcast, ég þóra ekki alveg að fara með það mikið lengur, passið bara að þetta fari ekki neitt. Klippum við það. Passið bara að þetta fari ekki neitt, já. Ég meina það hefur verið pæling, en upp á þetta að gera þá viljum við bara þá er ekki að fara að setja, mínuði er ekki að fara að setja ykkur að skorður það hvernig sækjum í bæinn. Almar, er hægt að fara í einhverjum svona vegferð, bara að fara markvistar inn að yngja eða þig kannski? Já, ég held að þetta eru 2 hlutir, annars vegar held ég að samfélagi einhvern veginn verður yngra og eldra einhvern veginn á víxl eftir hvernig uppbyggingin er og svo sem samfélagi heild eru þetta eldast, þannig að það er svona að þyngjast þjónusta fyrir eldri sem er þetta meira, það er svo sem er meira ríkið sem að sinni því en enga síður, þetta hefur áhrif. En svo er það þessi umræða, þú veist, varðandi fólk sem er með launatekjur versus fjármagnstekjur, að það eru þetta þannig að fólk með fjármagnstekjur borgar í rauninni í ríkissjóð. Launatekjurnar koma í gegnum tekjuskattin og útsvarið er hluti af því, það fer til sveitafélagana
og við pössum að hafa þá hólegt svo ég hendi því nú inn en þetta hefur verið umræða bara það ákveðin ósanngjarni þarna gagnvart sveitarfélögunum að þegar að ræða fólk sem með sterkar fjármálatekjur en litla launatekjur þá skila tekjurnar sér ekki til sveitarfélags í sama mæli en það verður auðvitað að vinna þetta bara með öðrum sveitarfélögum þetta ekki bara garbæst Ég meina eins og þú segir hvers konar skattborgarar eru sem að eru bestur í sveitafélagi ég er nú kannski ekki alveg á þessu það bara pjúra rekstrarlega þess að best bara að vera með ballast fólk sem bara vinnur nú djúðlega mikið pjúra rekstur en þau skil ekki miklu útvarstækjum eins og tölum en já, kannski ekki miklu mannlíf heldur sem er líka mikilvægt það er rétt tegundi það við ætlum að færa okkur í næsta mál og dagskrá sem byggingastefnum spennandi og hún er í búið sessor Hvað segir þau? Hann er næstur alveg byggingastemnum Hvernig verður að tala um eitthvað skemmtilegt? Erum við kannski að taka byggingastemnum og fótbolta saman? Þetta er bara fjör Sessor auðvitað ég nokkur sem við spilum, hvað gera þær eiginlega? Já, svaraðu Þeir eru auðvitað á svið upplýsingatækni svo er þeir með fjármál og bókhald og sjálfsögður ráðgjöfuna Við nú eitthvað ráðfært okkur við í sambandi við fjármálinu og bókhaldi Heldur betur að hjálpa okkur helling Nákvæmur og áræðanlegar fjármála og bókhaldslausnir sem veita stjórnendum traustar upplýsingar til að styðja við upplýstar ákvarðanir en Sessor fær okkur byggingastefnuna Svo ætla ég að taka auglýsinguna og þarft ekki að David Jones hún er Ég pinga þig þegar segir mér bara hvernig ég þarf að koma með þetta Þorvaldur þarf að borga meira til að vera svo framarlega Þetta er ekki spons ég skal taka það fyrir því Hún er eyrnaverð þér, það er klárt hlýrur ef við byrjum á því hver er byggingastefnan hjá eitthvað flokkum á að byggja mikið þétt og háreist með lítið af opnum grænum svæðum eins og hefur verið gert til að mynda í Urriðaholtinu eða láreist dreifðara með meira af grænum svæðum eins og má sjá í Sjálandi Já, kannski Byrjum á því bara já, Hlynur Hvernig vil ég byggja? Ég ætla bara að segja þess að nú maður vil ekki halda hóttan sér, menn eins og hverfis Urriðaholt er mjög vel hefnað það er kannski, það er einhverjir svona núansar hérna með varandi umferðina og eitthvað og opna út á flóttamannavegin og þannig en það er mjög vel hefnað hverfi, finnst mér að en svona heilt yfir þá held ég að sé best fyrir samfélög og maður hefur svolítið tölulega áhuga á þessu bæði þegar maður keyrir með Reykjavík og bara mismundið sveitafélög að bara sé svona nokkuð blöndu byggð þannig að verði svona, ég held sé best fyrir bara samfélögin, það er best fyrir krakkana að alast upp í þannig að sé bara mismundið típur af fólki hafa einmitt, græn svæði og við höfum fengið nóg land í Garðabæ sem hægt var að byggja upp en svona, ef maður ætti bara að teikna þetta alveg frá aðtölu sem að verður vist ekki út og það er allt mikið á sig komið, það er svona mín hugmynd væri það væri þó aðeins þéttara nálægt stofnaðum og miðbæjum og það sem kannski er mikið af yngra fólki, í almenni samgöngur það er þægilegt og síðan það sem maður dreifir sér bæina og hverfin, það sé þá aðeins dreifðara, en ég held að við viljum ekkert alls ekki þétta og mikið, það er ekki, og Garðbæingar minnst ekki þessi ég tala við, þeir vilja ekkert stækka bara endalaust, það er ekki eitthvað sem þeir sækjast í. Nei. Almar, það hefur náttúrulega verið mikil uppbygging, við erum að sjá fyrir aftan okkur í Vetrarbraut, Hlynurinn Urriðaholtið, við erum að sjá náttúrulega Þorraholtið líka, þetta er svona viljið hafa Garðabæ, nýja Garðabæ eða eitthvað. Já sko, það er náttúrulega langbest að tala þá út frá Urriðaholtinu því að það er orðið bara svolítið gefinstær, það er nánast fullbyggt, ekki alveg, og mér finnst svo margir tala og það fælst svolítið í spurningunum, maður svona veltiði fyrir sér hefur sá sem spurði komið í Urriðaholt, þar sé að þú þarft að fara inn í hverfið og upplifa það, ekki bara horfa á það utanfrá. Sko, Urriðaholtið ég tek bara undir með Hlyn, ég held að það sé að í öllum meginatriðum mjög vel heppnað hverfi, það er einhverjir núansar sem að við lögum, styttist í opnun á flóttamannavegin og þetta allt en ef við horfum á Urriðaholtið það sem mér finnst mjög vel heppnað þar eru nokkri þættir, þetta er fjölbreytt eins og Hlynur segir og það er mikilvægt sérbílið er þarna sem nú svona kannski það sem Garðabærin er þekktur fyrir og ef við horfum á svona söður hlíðina og austanvert holtið sem að snýr til dæmis að Golfklúbbnum Oddi þá er töluvert bara mjög fallegur raðhúsum þarna og sérbílum sem er flott mjög svolítið skrítið að segja að Urriðaholti skorti græn svæði því að það er nú bara erfitt að finna hverfi á Íslandi sem að er jafn ríkt af því að vera nálagt grænu svæði og náttúru á alla kanta og meiri sé að blessaðu vinagarðurinn þó að það sé nú töluvert að gervikra og það sé að við höfum áhuga á fótboltanum einmitt en það er og annað sem að einkennir Urriðaholtið er til dæmis að þeir eru ekki þarna megin göturnar að þá sjáu þið hlut sem að sést nú ekki allstaðar í höfuborginni
og það eru bílastæði á yfirborði. Hvað er þetta að segja? Já, það er bara í alvörunni gert ráð fyrir því að bílar geti komið þarna á lagt. Þetta eru bilaðir maður. Já, það er sumir hafa ágjör af þröngum göttum þarna sem að sé nú ærlegur og fari í eitthvað neikvætt. Það er nú með ráðum gert, það er verið að hæja á umferðinu, við viljum ekki hafa hana hraða þarna. En svo ef við höldum áfram að þá nefnir göttur sem eru tildalega nálægt okkur hér. Og Hnoðraholtið eru þetta byggjast upp þannig að það eru fjölbýlishús að rísa ofan á Hnoðraholtinu, það sem við köllum Hnoðraholt norður. Þar eru það bil 100 sérbýli í byggingu, líka fjölbýlishús við það sem kölluð Vorbraut. Og svo hlökkum við svo til að fara í suðurhlíðar Hnoðraholts sem er brekkan sem að er bara mói í dag. Að þar ætlum við að byggja sérbýli og hlökkum mikið til og þá sést kannski hugmyndafræðin í heild af því auðvitað eru sumir harðir garðbæingar sem að ólust upp í einhverjum sérbýlishúsa hverfum í gamla daga, horfa til þess er ekki að koma eitthvað svona af því að Urriðaholtið er kannski aðeins öðruvísi en þetta þó að það sé nóga sérbýli en fólk mun þá sjá þetta í Hnoðraholtinu. Ég held ekki gott þess að sé fara aftur þangað. Ég held að sé alltaf, það er mjög alveg sterkast skoðun á því. Ég held að sé best að byggja sig hverjum með blöndu. Ég held að sé bara best fyrir alla. Bara upp á hvernig þú upplifir lífið sem krakki og þannig. Því augljóslega, ef við bara tölur hreint út, þá er svona ákveð fólk sem hefur efna í að kaupa sér risastór sérbýli. Það er alltaf DNA Garðabæðin. Það er það að vissu leyti og það hefur aukist mikið fjölbýli í Garðabæ. Það er orðið hærri prósenta af heildar íbúðum í Garðabæ er fjölbýli og ég verðum ekki að tala alls ekki að tala um eitthvað bara gjörbreyta Garðabæ, alls ekki, bara hafa þetta blandað, menn þetta er flott og þannig, en í raun og orðið ég veit, það kannski snýr ekki beint að Garðabæ en kannski þá fastegna markaðurinn og hversu erfiður hann er kannski fyrir unga fólki, að reyndar í Garðabæn getur þá sagt, maður til í að sjá að vera kannski, það væri fleiri svona hvað að segja, svona utan markaðsleyfu, einhverju leyti verið að hlutfall aðeins herra til dæmis fyrir eldri borgara leigumarka og það kemur kannski ekki alltaf beint að Garðabæ en ég ætla að reyna að nýta öll þau tækifæri sem ég get og kannski eitthvað leiti betur við landsmálin að benda á það hvernig staðan er á landinu með það eldri borgara leigumarka í hvaða stöðu þeir eru sem geti ekki aukið tekjur sínar og eru bara sem ég fastið þar og ég segi aftur að þegar maður reyndist að kaupa sér raðhús og allt annað sér núna þá var maður bara ströngu eftirliti að bankanum og reyna að vitur manni, maður er ekki að þeir hefur efna á sig kalla minn og það er allir að fara og í alla skúffur og finna ykkur að 500 kalla og reyna eitthvað gera en eldri borgar hafa ekki þau forréttindi og þá erum við að tala um bara getur verið 70%, 60-70% af ráðstöðum tekið fara beint í leigu og heilt yfir ætti bara að hjálpa meira til, það er ekki bara hann hjálpa meira til við þetta fólk, við þessu fólki, ég er nú ekki á því. Já, kannski, ég grípi þennan bolta, mjög góða punktur við erum nú í þessu sveitufélagi, Kópavogi á pallborði í dag vísi það sem að Ásdís og Jónas voru í Sjálfstæðisflokkur og Samfylking það sem að Kristrún var náttúrulega að gagnrýna Kópavog fyrir að hleypa Bjargi ekki óhagnar drifnur leigufélagi inn í Kópavog en að þið hafi ekki heldur verið spennt fyrir því í Garðabænum. Nei, tölurnar eru nú eitthvað örlítið hærri í Garðabæ en það er alveg rétt, það er og það er að nálgast þetta við í Garðabæ höfum svo sem verið, svo stefna sem við höfum rekið er svona kannski meira kennt við séreign. Við höfum trú á það og þess vegna er nú gaman að tala alla þessa lóðasölu af því að í henni felst að við erum að byggja upp. Það er framboð af íbúðum og húsum í sveitafélaginu. Það eru tækifæri fyrir fólk til þess að eignast þak yfir höfuðið. Það er alveg rétt eins og Hlynur lýsir af sinni reynslu að þetta er ekkit auðvelt fyrir fólk að stækka við sig eða hvað það nú er. Það er alveg barátta, maður þekki því það sjálfur þó að það sé kannski svolítið síðan. En við höfum þá meira verið séreigna megin þessi verkefni hjá Bjargi og fleiri, það eru búseti það er verkefni sem er hjá okkur nú svo er Brynja sem er húsjóður Öryrkjabandalagsins í íbúðauppbyggingu, við höfum verið að vinna mjög markvisst með þeim reyndar, en minna með Bjargi og því öllu og það er alveg rétt og sumir sjá það öðruvísi. Við í sjálfu sér allavega höfnum því, það var gerður hér mikill sáttmáli í upphafi kjörtímabilsins þar sem að ríkið og samband sveitafélaga svona fóru ákveðna vegferð varðandi það hvernig ætti að byggja upp húsnæði í sveitafélagunum
og þetta var eiginlega bara alveg ótrúleg forræðishyggja í þessu og að hluta til þetta bara móti, að hluta til að miklu leiti þetta bara mótali sem Reykjavík að keyra. 100%. Það á að vera svo mikið hlutfall af almennum leigu íbúðum sem eru þá þessar svona fyrirtæki eins og Bjarg. 35% til þess að. Já, mér minni það og við í sjálfu sér höfum bara lýst því yfir. Við erum ekki tilbúin í að vinna þetta svona, okkur finnst þetta að vera svona svolítið inngrip í sjálfstætt sveitafélag að HMS, bara einhver ríkisstofnun sé allt í að segja okkur, þetta á að vera svona og því að skila 3:00. Þetta minnir nú á aðra stofnun sem að stundum að eiga samskipti við hlaðvarpsbransan. En ég ætla nú ekki að tala það niður. HMS sko líka bara flott fyrirbæri til dæmis varandi gögn. Þau eru duglega að greina stöðuna og það allt, þannig að það skiptir máli. Já, og þá ætla ég að einmitt varandi þessi HMS-gögn sem mjög, og bara varandi hennar fasteignamarkað kannski bara í heild sinni, það mjög áhugavert eitthvað að fylgjast með tölum sko burti frá hverju þessi prósent í Garðabæ og ekki tekið það, ég vil alveg kannski auka þá hlutdeild einhverju leiti, án þess að sé einhver stóri bróð sem segir eitthvað nákvæmlega hvernig það en að sjá sem sagt gögni það hlutfallir raun og veru fólk sem á eina íbúð veist, hversu hratt þetta hlutfall að lækka á landsvísu og hversu mikið það hefur fjölgað og ég mest að segur eitt af því það sem eru einstaklingar sem eru með fleiri en eina íbúð og lögaðilar og fyrirtæki sem eru þá svona að fá alltaf stærri og stærri hluta markanum og það sjálfsög gæti orðið út af því að stærstu hluti fyrir venjulegt fólk þá þetta bara oft bara lífeyririnn hefur verið þannig og þá þetta nánast orðið þannig fyrir venjulegt fólk að komast inn á hana markað og við sjáum það sjálfur bara líka í Garðabæ það sem að fasteignaverð hátt og það alveg dæmi það að Garðbæingar sem vilja búa þarna komast ekki inn á hann og vegna þess að við erum ekki að tala um eitthvað svona hvað segja, eitthvað jaðartilvik og ég bara hvet bæði stjórnmálamenn og alla þess að gæja í Seðlabankanum og þeir kunna nú vantarlega vel að reikna og jafnvel betur en ég bara setja upp þetta reikningsdæmi hvernig þú ætlar að gera þetta sko, og þá ég að tala um bara út í ágætu stöðu ágætlega mennta og jafnvel með smá hjálp frá foreldrum ef þú lendir inn á leigumarkaði einhverju hluta vegna, átt kannski 2 börn eða eitthvað, við erum ekki að tala um bara með 4 eins og ég það háúgdulinu þar, en bara þessi fasteignamarkaðar nú orðin alveg bara störðlar, og þegar ég horfði tilbaka ég þykist ekkert vera vita allt hann, ég bara hefur aldrei verið sátt hann að markað það vantar alltaf eitthvað, þetta bara við virðumst ekki ná að reikna okkur niður á sæmilega markað bara á frambúð eftirspurn og sem svo, já, ekki það við sem farið það hérna kannski, bara svolítið augljóslega, vaxtaprósentan og þetta. Mér langar bara að skjóta inn því að þið töluðu báður að Urriðaholti væri vel heppna og þið þekki Urriðaholti margfalt betur en ég, en sko, nú ég að leita að stækka við mig. Einhver hluta vegna langar mig ekki að flytja í Urriðaholti að út umferðarhnútnum. Ég nenni ekki að gera svona langt, ég svo mikil sjálfbændingatt. Senar á veginum alveg, sko. En það rosalega mikið til sölu í Urriðaholtinu. Kannski bara eðlilegt, ég þekki það ekki, sko, en þið eru ánægðið með Urriðaholti. Nei, sko, ég þarna verð aðeins að kannski að lýsa mig rángstæðan að ég bý ekki í Urriðaholtinu. Ég bara svo í gegnum fólk sem að ég þekki hefur verið að koma upp það hefur mér bara fundist þetta og það bara ánægt með hverfið. Og ég bara vikinn að ég að taka þetta, það er pyrraði eitthvað yfir umferðarmálunum og þetta með flóttamenn pyrraða og það sem skipta skólinn, það eru fleiri íbúar heldur en var kannski gert ráð fyrir í byrjun, þannig að það komið eitthvað smá pressa á skólan, skilur aðeins byrjaði það sé orðið svolítið einhverjum árgangum getur orðið svolítið erfitt, en ég bara tek það frá þeim, það segja, auðvitað var ég til hérna og við erum lofraðið með Urriðaholti, en svona ég verð bara að vera heiðarlega með það, mér finnst þau ána með það og þegar ég rölti þannig og þegar ég aðeins að kíkja á þeir eru með smá rekstur og svona í nærsamfélaginu og við geta gert einmitt þetta, þá finnst mér hverfið já í heilt yfir vera vel heppna, ég vil bara að segja það. Já, það er ótrúlegur andi í þessu hverfi. Ég held að, ég veit ekki ef það er mikið af íbúðum til sölu, hvort að það séu þá 9 íbúðirna sem að auðvitað allstaðar hefur hægst á, af því að mér hefur nú sýnst, sko, fasteignaverðið í Urriðaholti að hækka, við sjáum það bara. Ég hættu á fasteignamarkaðinu, ég var svo lengi á þessu síðan, ég nefndi þetta lengur. Ég er bara, held að við séum báðir svolítið nördarlinur, sko, og ég verð bara viðurkenna það, þetta veit ég, því að ég fylgist með, fasteignaverðið að hækka. Ég er náttúrulega með líka lifandi svona tilraun í gangi og hljómar þetta mjög illa því ég er að tala um son minn og kærustunans og barnabarnið, en þau búa einmitt þarna upp frá. En það sem er skemmtilegt það er svo skemmtilegt samt að upplifa andan í þessu samfélagi, þannig að þetta er gott samfélag. Fólk vill ekki endilega búa hvað sem er, sumir elskaða að vera á Álftanesi, ég vissum að Hlynur og hans fjölskyldu á eftir að líða vel þar, það er frábært, en
En varðandi umferðin á Urriðaholt, það styttist nú í opnunni á Flóttamannavegi, en svo auðvitað þetta svæði og þar Hafnarfjörðurinn svolítið undir líka. Við erum náttúrulega að bíða eftir framkvæmdum á Reykjanesbrautinni. Þar tappi sem að valda hafnfirðingum, Garðbæingum og jafnvel Kópavogsbúum erfiðleikum og samgöngusáttmálinn kveður á það að það nú að fara í umbætur þarna bara innan einhverja örfára ára, 2-3 ára fyrir þetta stað held ég. Borgarlína, verður hún eitthvað hana? Nei, það engin borgarlína þarna og þannig að ef þú ert hræddur við hana þá getur þú farið í Urriðaholtið. Herriði, mér langaði aðeins að því að sem mæti rittari, þetta er góður liður, hann var með eina líka. Já. Maður sjá Álftanesi, það uppbyggingarsvæði eða sveit í borg? Það góð. Hún Góð að byrja. Þú býr þarna, þú ert ekki hlutlaus, Almar byrjar. Já, ok. Sko, já, þetta góð spurning. Nú, sko, Þið fengið þetta í fangið? Já, mér finnst Álftanes vera í rauninni bæði. Álftanes sveit í borg og talandi að því áðan var í spurningunni rætt aðgengi að grænum svæðum og þannig. Ef þið horfið á Álftanesi, þá í fyrsta lagi byggðin öll lágreist. Það eru þarna fjölbýlishús sem eru 2-3 hæðir. Það það hæsta sem við förum. Og það iðulega rosalegt svona svæði á milli húsa og það bara viljandi gert, það partur á skipulaginu til þess að halda þessu svona náttúrulegu en hafandi sagt það þá þetta Álftanes uppbyggingarsvæði hjá okkur ennþá, við erum að klára þarna uppbyggingu á því svæði sem hefur verið skipulagt sem byggð, það eitt mjög æsispennandi og vinsælt skipulagsmál sem tengist Norðurnesi sem að við ræðum mögulega á eftir en sko Álftanesi auðvitað uppbyggingarsvæði á meðan við klárum þetta, en það ekki uppbyggingarsvæði í hefðbundum skilningi. Þetta er tiltölulega gisin byggð, þar að segja ekki þétt. Já, það rosa mikið pláss þarna. Það er mjög mikið pláss og það verðum við að við verðum að passa það líka því að ég segi nú stundum brandara Álfnesinga og þá veit ég ekki hvar ég myndi hengja þig hlínu sko því að mér finnst einhvern veginn allir á Álftanesi segja ég vil að Álftanes sé eins og árið þegar ég flutta á Álftanes. Þannig að maður hittir eldra fólkið sem kom þarna fyrir löngu síðan okkur þetta ekki ennþá bara hagar og tún og svona eins og við erum vön. En við höfum allavega varðveitt þessi sérkenni, það rosalega náttúra þarna, það ekki byggð þétt og það verður nóg pláss fyrir náttúru upplifunina, fjörurnar og allt þetta. Við ætlum nú ekki að fara að breyta því. Þetta bara okkur þetta sem ég bý. Þéttum þar verð. Já, ég þar, alveg í miðjun og hef það bara fínt reyndar, eins og það sem sagt, þetta væli við því. En augljóst að bara, ég beti þetta, bara Álftanes bara yndislegt í raunur eins og það og mér finnst hún einhvern veginn þeirra, þetta verið að byggja upp þarna sem bara gott að blessa, bara geta fleiri búið þarna. En það alveg augljóst að þau vilja og ég finna alveg sjálfur að vera alveg upp út á landi að þetta, ég held að það sé það sem þau mikið sæki í það, rosalega algengt að fólk þarna rætur út á land. Já. Það er rosalega algengt og það svona sé vilji hafa nálaðina við allt sem í boði inn í höfuborginni og Garðabæ og alls það í kring, en vilji hafa þetta svona, eins og segja, sveit í borg. En líka þau vilja hafa þetta einhvern veginn á þessum mörkum þessi grunnþjónusta það vantar dálítið það að koma frábær veitingastaður fólk væri til í kjörbúð stærðin sé cirka þannig að það myndi bera sig kjörbúð og einhver svona einyrkjarekstur myndi vera þannig að þeir ekki að sækja alveg allt út fyrir þannig að þetta eitthvað svona balans en sko ég held að verði aldrei en þetta verður að halda í þessi sérginni þetta bara þessi augljóst að fólki vill að þetta svona eitthvað mótvægi við ég segja, að sena sig hérna á leiðinni út þetta alveg smá mótvægi við háaðan. Ég held líka bara ef við skýt inn, ég má nú ekki vera með fjárfestingarákjöf er það ekki? Jú, má það. Ég held að Álftanes, ég held að sé erfitt að finna annað svæði í Garðabæ heldur en Álftanes sem á meiri möguleika bara í bara hreinlega þróun á fasteignaverði og öðru slíku. Ég tek undir þetta með hlina, það ákveðið sérkenni að svona, sjáum það að Grindvíkingarnir eftir hörmungarnar sem að þau gengu, þeim verið slíða vel á Álftanesi. Þeir eru bara með eina línu um mér. Já, og einni annari götu, en ég held að sko fasteignaverð miða við Garðabæ frekar lágt á Álftanesi og nú getur bara að tala við bankan fyrir þig það er bullandi tækifæri þarna það er kannski mismunandi á milli hverfa það er aðeinslæra En hvað ætli bara þá eftir að jafna sig, ég alveg samfærður það ég held að nú ætla ég bara að stoppa Það eru blóðheitir Ég var einmitt að opna húsið í vetrarbraut og maður sá að maður hugsaði bara vá, geðveitt krakkarnir geta hlupið á ræðingarði, miðgarði og annað en það er verið að fara, eins og þú talar um það er verið að fara að byggja heilan helling eða ekki?
Já, þú áttu komin í Vetramýri. Já. Það er planað að byggja hana svolítið vel upp og þar eru kannski tækifærin þau að Miðgarður, það verður skóli þarna við Miðgarð. Við erum að fara að byggja hjúkrunarheimili þarna í þessu hverfi og þar sjáum við líka tækifæri talandi eldra fólkið að koma þá fyrir íbúðum fyrir þessi eldri í kringum hjúkrunarheimili. Það á nú að vera búið að reisa það árið 2029, þannig að það er stutt í það er mjög mikið tækifæri. En við byggjum þetta upp og þarna við hliðin á eigum við líka perlun okkar Vífilsstaði sem við getum mögulega rætt betur. Þar eru gólvöllurinn maður. En Vífilsstaðir eru þetta ótrúlega sterkur svona sögustaður í Garðabæ, þess að við dýfum okkur mikið ofan í það. Þar eru byggingar sem eru eigandanum, sem er Íslenska ríkið, alls ekki til sóma. En við erum í verkefni til að reyna að frelsa þær og það er svo mikið tækifæri vegna þess að Vífilsstaðir eru svo vel í sveit settir, þetta er vel tengt og þá við Vetramýrina líka. Ef þú ætlar að flytja í vetrarbrautina þá verður að kaupa þér íbúð þar sem þú getur lagt golfbílnum undir, því það er víst hægt líka. Ég ætla að láta Almar afslátta á mig fyrst. Já, Herri, ég sé að það er Almar tala bara um mig. Já. Fyrir eftir hvernig ég kaupi. Herri, strákar, Almar, ein snögg til þín í lokin, þetta er frá riddara sjálfsög, áður við ferum okkur í aðra sálma, við þurfum alltaf vel á spöðunum. Já, þeir geta talað maður. Þetta er frábært. Já, þetta er líka bara kjarnista spurningar hérna. Sko, hvernig útboð tengingu vestan við Kauptúnið, þannig að Kauptún verður hringtengt Reykjanesbrautina? Já, það tengist þessu sem ég var að ræða á þann. Við erum að bíða eftir því hvernig þessar umbætur á Reykjanesbraut og þá segi ég alltaf þetta er sem sagt við athafnasvæði íþróttafélags í Hafnarfirði. Ég reyni yfirleitt ekki að nefna staðarheitið en það er nú kannski fíblagangur í mér. En allavega við erum að fara að skipuleggja þetta þannig að þessi tenging liggi fyrir. Þá í rauninni vassmegin við Toyota fyrir þá sem eru staðkunnugur og afsakið mig í gegnum glæsilegan golfvöll sem nú er þarna í Setbergi og að Reykjanesbraut, þessi hringtenging sem þú ert að nefna. Þannig að ég þori ekki að gíska á árafjöldan en við verðum að bíða eftir að samgönguútfærslurnar hjá Vegagerðinni og betri samgöngu liggja fyrir, þá getum við skipulegt þetta og tengt þetta og þetta er bara frábær tenging fyrir Urriðaholtið mitt af því þetta jafnar balansin í umferðarflæðinu inn og út úr Kauptúni. Klart. Strákar, við ætlum að fara okkur annað, það eru þetta Krónan sem eru með okkur. Við þurfum að græða Krónu á Álftanes ASAP. Já, þurfum ekki að gera það. Það er ekki það langt í hana fyrir Álftanesi. Hún er þetta í Hafnarfirðinum. Já, hún er Við hringtum ekki hjá Kaplakrika. Þá þeir svolítið að hætta því að missa business, skilur við, ef bara með þetta þarna, það er svo margt að velja að koma þetta inn, þannig að ég bara... Þetta er alveg... En síðan eitthvað góði sponsor er náttúrulega staðsettur við Akrabraut í Garðabæ. Það er besta Krónuverslunin, sko. Hún er góð. Varlega. Og þau eru á leiðin í Urriðaholtið. Einmitt, tilkynnt. Vitað. Og fleiri tilkynningar auðvitað, við erum frá Selgerabúðinni mættar þangað. Það er svolítið verið að tala fyrir rúm og pastanu en svo eru aðri vinnur okkar líka. Já, nýir. Kappal. Þið er svo endurist að vinna. Já, við erum svo ríkir. Sen eru svona 10 sem eru spilaðar að teipi. Og það er Garðabæ að tengja ekki þessu góða fyrirtæki. Það gengur vel og það er allt í lagi að segja. Já, það er gott að vera vinnar ykkur. Kappal auðvitað nýja vinnur okkar. Getið skráð ykkur í klubbin og fengið 20% afslátt af fyrstu kaupum. Já, sæll. Og þeir eru í Smáralindinni, Kringlunni, Selfossi, Glerártorgi, Krossmó, Akranesi og Egilsstöðum. Já. Þannig að þið þurfa ekki að sækja vatni yfir lækin ef þið ætlið að skoða herravatnaði til að mynda. Já. Það eru sömulegis með allt fyrir dömunda börnin og unga börnin. Já. Svo þetta Newbie. Já, great minds. Herriði, við ætlum að fara okkur í Arnarlandið og þessi liður er jafnframt einnig kemur aðsendur. Eins og allir. Eins og margir hverjir hérna í kvöld. En það er ef við ekki að segja þetta sé beitt. Þetta er hitamál, það er augljóst. Þetta er hitamál og hefst nú eftir. Í kosningapallborðið Vísis var Lárus hjá miðflokknum sá eini sem nefndi Arnarlandsmálið. Akkur svona mikil þöggunum málið hjá öllum öðrum í bæjarstjórn. Forðist þið að ræða þetta vegna þess að þetta verður gríðarlegt klúður eða er einhver önnur ástæða? Almar spyrum á þér. Já. Hér er stór spurt, sko, það er náttúrulega engin þöggun þetta mál, þetta er þetta bara sennilega umfangsmesta, Hlynur hefur nú setið í skipulagsnefndinu og þekkir þetta vel, sko, þetta er sennilega umfangsmesta skipulagsmáli sem við höfum verið að fást við undanfarin ár og það hefur þýtt svo margt annað heldur en þöggun því að við forkynntum skipulagið upprunalega og ég viðurkenni það fúslega að sú útgáfa af því var ekki góð, enda
breyttist hún verulega þegar að deiliskipulagstillaga sem að fara nú í gegnum allt þetta lingó var lögð fram. Við bökkuðum út úr þeirri tillögu sem mjög óvenjulegt. Það að segja við spóluðum tilbaka í ferlunni og rýndum þetta ennþá betur og lögðum síðan fram tillögu. Það sem gerist í öllu þessu að það eru íbúafundir, það samráð, fólk hefur kost á að senda inn athugasemdir og ábendingar. Við gerðum það þá 3 og kölluðum á mjög fjölmenna íbúafundi þessu samhliða sem bæði íbúar í Garðabæ og íbúar í Kópavogi af því að þeir eru nú nágrannar Arnarlandsins. Þannig að ég held að sé nú mjög erfitt að halda því fram að það hefur verið eitthvað þöggun í kringum þetta mál. En ég mjög ánægður með útkomuna, stend við það sem ég sagði áðan að fyrsta tillaga að hverfinu var ekki heppileg. Síðan þá höfum við dregið úr byggingamagni ef ég man þetta rétt cirka 1/3, þannig að atvinnuhúsin sem eru það eiga að vera þarna næst Hafnarfjarðarvegi, það búið að lækka þau, það hæsta núna 7 hæðir. Og síðan þetta bara íbúðabyggð sem bara nokkuð svipuð og Sjáland að yfirbræði. Þetta ekki fjölbýlishús og það loftar vel þarna á milli húsa. Þannig að ég vonast nú bara til þess að þetta verði vel heppnað en það alls ekki þöggun þetta mál. Við höfum bara rætt þetta og ítrekka við íbúana og svara fyrir okkur bara þegar það Hlynur Árni kemur þegar íbúar í Akrakverfi Arnarnesvegi telja umferð úr mörg 100 manna hverfi verði beint inn í annað hverfi þar sem umferð nú þegar og mikil. Hvernig horfir þetta við ykkur hjá Framsókn? Ég með þetta hverfi, ég bara verið viknað, mér leist bara og líst alveg ágætlega á þetta hverfi. Ég sjálfur fengi að ráða alveg öllu, það bara hefur maður viljað hafa það aðeins læra. Umfyrir tölurnar hljóma, ég bent nefnst á það að mér fannst svona tölurnar, með myndi þá helstir Bjartsýninu þáttöku í almenningssamgöngum þegar þar komu, Já, eins og alltaf. Já, mögulega skilur það þannig, maður hefur þessu ágjörð því og mögulega spurtu hvað þetta ekki kannski í það hæsta, þetta var upprunalega 9 hæðir, það ekki? 9 upprunalega sem var til að það bakkað út úr og það mun kannski aðeins stinga út úr. Ég bara get ekki undir þar ágjörð að geta orðið umferðarteppuruna, það svona með að við En auðvitað galið að setja á þessu landi svo ég haldi því nú fram. Þú vilt ekki hafa móa og móa þarna Nei, ég lappaði þetta stundum og maður bara í stór hættu alltaf þarna, Ég vissi ekki, ég ótti bara eins og allir væntanlega Íslendingar að kyrta hann margur framjá og Ég þetta bara voru það Kópavós dæmi? Já, það er smá hann neðst sem en já, auðvitað þetta svæði sem að mér finnst að ég byggja á en mér auðvitað reynum við það bara að halda og það er ekki mikið svona einhverja risa byggingar í Garðabænum, mjög háar en landi per se á þessu stað, bara held ég að verði En þið styðjið þessa uppfæru tillögu frá meirihlutanum núna? Já, ég var bara að segja það, þó maður alltaf að vera að hjóla í það, þá auðvitað kannski ekki allt alveg 100% en þetta held ég að verða ágætt, og bara þannig ég bæti við að því að við tókum mjög fast á atvinnuuppbyggingunni, lækkuðum þessar byggingar eins og framkom, við færðum það aðeins fjær veginum og það var gert til þess að koma til móts við áhyggjur íbúa í Arnarnesinu hinum megin og þarna var mælt skuggavarp ekki bara einu sinni heldur líka 2 við fengum þær ákúrur á okkur að það væri ekki hægt að treysta því skuggavarpi sem var í upprunalegu tillögum og þá var fengin utanaðkomandi aðili til þess að meta skuggavarpi þannig að mér finnst við hafa svona gert okkar besta í að mæta áhyggjuröddunum. Það alltaf þannig þegar að vera að vinna í skipulagsmálum að það verða aldrei allir 100% sáttir. Varðandi umferðarmálin að þá mjög mikilvægt að það komi fram að megin þorri umferðarinnar samkvæmt þessum stúdíum öllu saman ekki í undirgöng undir Arnarnesveg og inn í fremri hlutan á Akrakverfinu. Það önnur aðkoma þarna við Fífuhvammsveg sem að dælöllin í Kópavogi ekki allir sáttu það? Já, það hægt að segja það hægt að það Fífuhvammsvegur nefnilega svo skemmtilegu vegna þess að hann í rekstri Kópavogsbæjar en hann nú að hluta til í Garðabæ svona þetta nú stundum, en það gert í bróðirni og milli sveitafélagin, ég tek það nú fram en umferðarstúdíurnar þar að það mjög lítill minnihluti í bílana sem að áætlað að aki þá í gegnum Akrakverfið að hluta þannig að ég vona að það verið bærilegt. Það verður þjónusta í Arnarlandinu, það verður líka svona einhver plús fyrir íbúa í Akralandi og annars þar í Garðabæ að fá það. En já, ég held að það sé líka ábyrgt að byggja á þessu svæði. Höfuðborgarsvæðið að byggjast hratt upp. Það kannski ekki alveg eðlilegt að svona reitir sem eru bara á besta stað við samgönguæðum og annað slíkt, að þeir sitji bara eftir.
En það þarf að vanda til verka og við teljum okkur að hafa hlustað vel og breytt tillögunni mjög, mjög mikið á meðan að við vorum að vinna þetta. Hvernig er tímalínan í þessu? Sorry, Ekkert mál, já. Eða bara hvernig er tímalínan í Tímalínunar eru Arnarlandi? alltaf í þessu. Mjög, Eða hvernig munum við sjá þetta? já, hérna, Haldið, ég veit að það eru ekki að marka það. alltaf, nei, það bara dregst alltaf svo lengi. Já. Hvað segir þú, Almar? Já, það er að því ég hef verið ánægð með hliðin, ég ætla alveg að gefa honum það að hann hefur svona verið að segja að geta þessi skipulagsferli verið hérna svona skilvirkari og það eru... Þegar maður kemur utanfrá, það verið stafn að vera... Já, þetta tekur tíma og í þessu tilviki hérna, og það er ekkert alltaf þannig, en í þessu tilviki svaraði ég með, já, þetta var bara flókið mál, við þurftum að hérna, hleypa eðlilega röddum íbúana svolítið að þessu og það tekur óhjákvæmilega lengri tíma. En við erum sem sagt að bjóða út gatnagerð í Arnarlandi núna, þannig að síðar á árinu hérna, mun fólk sjá að gatnagerðin hefst og fyrstu byggingarna fara að rísa þarna. Almar, þú kemur inn á að það eru þetta raddir hérna sem þú þarfst að taka tillit til og þú nefnir að þetta sé kannski ekki jafn mikil umferðarþrengslu og einhverju vilja láta í veðri vaka en þetta snýra spurningu sem að Riddari kemur hérna með og hefstunlega íbúar í Akrakverfi og Arnarnesi telja að umferð úr mörg hundruð manna hverfi verði beint inn í annað hverfi þar sem umferð er nú þegar og mikil finnst ykkur forsvarlegt að ganga í berhögg við vilja íbúa. Mér langar að spyrja þig eins vegar af því að þú nú eiginlega búin að svara spurningunni Akrakverfi og Arnarnesi ég kalla þetta nú stundum gengur vel hverfin Það er margt til í því. Já, myndir þetta verið kannski háværi raddir en víðast annars staðar? Já, sko, ég held að þetta sé í rauninni ekkert hérna öðruvís en í öðrum skipulagsmálum. Það er alltaf þannig að þeir sem eru næst, þeir hafa mestu áhyggjurnar og ég er bara ekkert út á það að setja. Ég, sko, af því að það er talað um íbúa í Arnarnesi, auðvitað er þetta fyrst og fremst íbúarnir sem eru allra næst þessu Arnarnesmegin. Í Akrakverfi hafa ýmsir áhyggjur af þessum umferðarmálum. Og kannski ágætt að það komi fram við brugðumst við líka með því að færa staðsetningu undirgangna þarna þannig að svona umferðarflæðið sem að við kemur ökrunum er minna eftir að við breyttum þessu það er styttri hérna sameiginlegu vegur með Arnarlandinu en ég sko veit alveg að einhverjir hafa áhyggjur af þessu, ég upplifið þetta ekki sem einhvern hérna mjög fjölmennan hóp verði ég að viðurkenna en ég skil sjónarmiðin og það er mjög mikilvægt þegar við förum að útfæra þessa vegtengingu undir Arnarnesveg og á milli Arnarlands og Akrakverfis að það veri gert skynsamlega það skiptir miklu máli og ég held að garðbæingar hafa getið treyst í að þegar við förum í útfæslur og svona verkefnum þá tölum við íbúana og reynum að gera þetta eins haganlega og hægt er úr því sem komið er, en ég gerir mér alveg grein fyrir því að það er einhverjir sem vilja þetta ekki og ég er örugglega ekki að fara að snúa þeim í þessu hlaðvarpi, ég rekna ekki með því. Og þó. Já. Við ætlum að færa okkur í næsta hlinur. Íþróttir, lýðheilsa og forvarnagildi íþrótta. Hvert er hlutverk sveitastjórnar í að styðja við íþróttastarfið í Garðabæ? Já, hvert er hlutverkið? Já, góð spurning. Hlutverkið er að sjálfsögða að skapa aðstöðu sem bestar aðstæður og reyna að ídundra sem flest börn geti tekið þátt í þessu starfi. Létta þannig undir með fjölskyldum og Já, hann tók spurningun og fór. Já, hann tók spurningun og fór. Hann kemur ekki aftur. Hann kemur ekki aftur. Já, það er rosa skrítið eitthvað spyrðið eitthvað en já, hlutverkið er sjálfsögða að skapa aðstæður með peningum Þið að tala mjög mikið um þetta. Ég tala mjög mikið um þetta og við viljum að sé aðeins meira gert, það sem meira sett undir þetta að sé þetta, bæði eitthvað liti bæta mannverki en líka skapa fleiri börnum og á alls konar sviðum tækifæri til þess að stunda íþróttir og ekki bara það, tala um lýðhelsu ég bæði líka að tala um afrekkrakka spila fyrir Íslandshönd, að ég vil að bæði það svolítið með í samstarfi við ríkið og þá segir þetta líka að það sé ekki á þeirra herðum, þannig að við þurfum ekki að bera það og dragast út úr því og sem ég bara síðast í gær var að tala við unga mann varandi það og sem hafði þess að sögu að segja og varandi lýðhelsuna líka og nú er ég komin út úr það að spurt hvert er hlutverk sveitafélagsins en það gæti þó, eitthvað leiti tengst líka að menn er að íta undir það að þessi krakkar halda áfram í skipulöðu starfi og það er svolítið samvinnuverkefni miklu fleiri heldur bara félagana og ég teki eftir því bara að hvata peninga nýtingum svona hrinur eftir menntaskóla aldurinn og sem ég held að sé alveg það er einhver leitir eðlilegt að krakkar leiti kannski annað að fá inn í áhóma og allt það en ég held að þessu óbúðslega mikilvægt og ég segja bara eigin reynslu eftir að hafa verið í þessum heimi og bara er þakkláttur fyrir alltaf tengslanett og bara er hún allt það sem það hefur gefið mér það setja mikil sunnist að halda þeim í skipulöðu starfi og
maður þá bara spyrja, En nú er þetta komið aðeins langt og spurningi var... Nei, ég ætla bara að spyrja bara, þetta bara allt rétt sem hann segja, en bara, hvað myndir þá að gera öðruvísi en þessi meirihluti hefur að gera? Framsókn. Ákveður þessi? Það er eins og mætti, ég veit að fara inn í Áskar til þess að fá að taka til hendinni, ég myndi gera það. Það ýmislegt þar sem ég myndi bara mæta með hamarinn og gera það. Ég myndi græja parkettinn í gamla sal og laga tjaldið og tvískipta salnum þar og ég myndi ekki hafa rafmagnið á körfunum og 8 mismunandi stöðum. Ég býð bara eftir því að verður ekki leikur í Áskar í úrslitakeppninni og eitthvað prakkari tekur fjastringu sem körfunum niður. Það er kannski smærri mál, við þurfum ekki að tala um það. En ég myndi auka kvartapenningin. Ég myndi gera það. Ég myndi reyna að gera átak til þess að reyna koma til móts við þessa krakka sem að flosna upp úr íþróttum. Ég myndi reyna það og koma til móts við þau. Og hver að glemma, ég myndi líka þá taka þó það sé tölvöld minni hópur en líka afreikskrakkana. Þannig að það er svona ansi margt sem að myndi gera. Almar, er ekki bara hægt að taka undir þetta sem að Hlynur segir? Já, sko, mér finnst boðskapurinn hans bara fín ef við byrjum þar og sveitarstjórnarmálin snúast náttúrulega alltaf það að við erum öll full af góðum vilja og eigum að vera þannig en svo þurfum við líka að vera skynsum svona í hvað skrefum við gerum hlutina. Ég held að við byrjum bara á algjörum grunni og þá held ég að Garðabær gerir þetta mjög vel í samanburði við flestu önnur sveitarfélög. En það er síðan ekkert nóg því að fólkið okkar auðvitað er ekkert að spurja því hvort þetta sé í þokkalegu lagi núna. Fólk segir, hvað á að gerast næst og annað þess áttar. Sko, ég held að við höldum nú býsna vel utan íþróttamannvirkina því að Hlynur nefnir hér Áskar sem hann þekkir vissulega vel og það er frjálsan tjekka, sko. Hann gaf mér bara fínt en ég minni á að það er nú nýtt parkett í gamla salnum við verum að Þú er ekkert að segja það, vegna þess að parketti er svo lélegt það er ekki eiginlega hægt að spila úr við ákveðna þyngd þannig að það var beðið parkett og það er þarna en svo höldum við áfram í þessu sammálaðir við skulum ekki vera það er nefnilega svo auðvelt að missa umræðan í ykkur smáatriði og það var einu sinni gefin út kvikmynd á Íslandi þar sem að söguþráðurinn fjallaði að leita fjárstýringu þannig að við kannski erum að tala okkur saman í að það væri allt í góðu hún kemst ekki upp aftur ef það er en ég held eins og það sem mér finnst skipta máli í þessu og hefur verið garðbænska módeli það er að styðja vel við hinn frjálsu félög eins og við í meirihlutanum höfum kallað þetta og við erum til dæmis nýbúin endurnýja samstarfssamning við Stjörnuna þar sem að við erum að styðja betur við félagið en við gerðum áður sem að þó var ágætt og það er gert ekkert bara út úr tóminu, það er gert vegna þess að félagið er að stækka við erum að leggja inn í það samkomulag áherslu á fjölgreinaafslætti þar að segja að félagið myndi sér betri stefnu í því að krakkarnir fái afslátt ef þeir eru að stunda fleiri en einu íþrótt En annars... Það er bara gott skref, þannig ég teki lalla á þetta, það er gott. Þetta er í nýjum linur hérna. Nei, ég ger ekki mikið af þessu, en ég meina, það sem bara gott. Já, ég held líka í grunninn erum við sammála og það er bara heilbrigt að fólk sé að oft er þetta spurning útfærslur, auðvitað er þetta einhverju leyti levelið, ég meina linur og þau eiga hæskórið í hvar fólk sér hvatapeninga í þessari kosningabaratu eins og þeirri síðustu og það er bara allt í lagi, við höfum alveg hafa og ég ber mikla virðingu fyrir nálguninu og linur hefur í þáttum sem við verið í saman líka bara farið hans í sína svona sinn bakgrunn sem að hann þekkir þetta vel en hvatapeningar og allt þetta ég er svolítið sammála Hlynur að við þurfum að fókusera svolítið á þetta dropp í ástundun við sjáum það að yngri börnin eru á kafi í íþróttum og svo minnkar þetta og þetta getum við ekki bara hort á tölfræðinu við verum að nýta hana og reyna að koma með svör Ég er ekkert með þau á Hraðbergi hér en ég er tilbúin í að fara í þessa vinnu en síðan bara því út svo upptekinn af afreiksmálunum endilega þá vil ég bara koma því að það var nefnilega ein góð körfu og handbolta mamma sem hafði samband við mig fyrir 2-3 árum og það var þegar að styrkurinn til ferðalaga afreiksfólks var lægri en í dag ég man ekki hvað við hækkuðum hann mikið sko, hann meir en tvöfaldaðist og ég get ekki montað mig ómikið af því vegna þess að hann var bara býsna lár fyrir ég ætla bara að segja það alveg hreint út en við erum allavega búin að gera eitthvað í þessu en ég held að við verum bara að halda áfram og ég minna á það að Garðabær býr vel að því að það eru mörg ótrúlega öflug félög og ég hef bara litið á það sem skyldu okkar að styðja við þau en að vera kannski ekki alltaf mikið fyrir þeim. Það er mín pólitík. Mér finnst að við að treysta félögunum og sveitafélagið svona frekar að vera í baksætinu og í styðjandi hlutverki. Já, sko, í raun og veru þá svolítið auðvitað kemur íþróttum þannig að talandi verður oft þannig, þetta skilur íþrótnar og þetta áðurinn eru við hvað sem er, út af því að og þá er alltaf að segja það, til dæmis
að bróður að Salma, Sigmar hefur verið mjög svona ötull í að tala bara geðheilsu ungra kallmanna og fyrirgefðu, þó ekki fara. Leifur mættur aftur. Leifur mættur aftur, spurðu fór. Skilu það, Hann svaraði spurningunni vel, bæði. Ég tek þetta flustum. Já, þá snýr þetta svo líka öðru og þetta snýst svolítið mikið að valdefla krakka, að þau finni eitthvað svona identity og það getur verið hvað sem og við hefum bara að íta undir það saman hvort það einhver iðngreina, hvort það vera góður námsmaður, bara hver og einn, eða sem flestir, við náðum kannski aldrei alveg öllum, að hver einn getur labbað í skólan og verið eitthvað og fundið sig verið með eitthvað talentu því það allir góður í einhverju og ég veit að það bara mér eðlislegt að tala þetta áum við allt og við getum alveg ítt undir þetta bara, hver sá sem upplifið sig sem góður í einhverju að tekja eftir hann, ekki hort fram hjá honum í skólanum, hann mun ólíklegri til þess að fara af braut og þetta ekkert bara spurningum fótbolta, körfubolta, handbolta, þetta bara spurningum að reyna að hjálpa þessu krökkum sem flestum, skilurðu? En ég held að sé allir sammála sér hlir, það er bara spurning hvernig ætlar bæjarstjórinn eða meirilutina Þetta það sem þú spurði, ég svaraði því á þetta væri svona fyrsta skrif og líka annað, nú til dæmis eftir að þessar umræður að fara að stað, við höfum haft sambandi með foreldrar og við höfum farið að stað með verkefni til dæmis sem eru að reyna að halda svona svoköldu B-lið en þau eru líka sum að segja að sé ekki nóg það ekki nóg gert, hvað ætlum við og það ekki bara bæjarstjórnin það kannski eitthvað sem bara við sem, eitthvað með litin samfélag þurfum að taka betur út um þess að krakka þannig að þetta auðvitað ekki alveg saman sem með þetta og með menningu og allt annað, þetta ekki bara bærin sem séð þetta, það er ekki fara að biðja bæjarfulltrúana bæjarstjórnin að hringja einhvern einasta krakka sem hættir í fótbolta, sko nei, alls ekki Nei, við höfum samt alveg mér finnst þetta bara mjög áhugavert að hlusta á hlinn, það er bara alltaf að það komi fram því að og við tölum kannski lítið það hvað við erum ólík einstaklingar eru bara ólíkar þeir sækja sér orku í mismunandi hluti og allt það þetta ákveðin ábyrgð í samfélaginu að við reynum að mæta þessu eins mikið og við gerum útfæslan getur verið mismunandi þar hef ég kannski þessa skoðun sveitafélagið á ekkert að leitast við að fara í of mörg verkefni ef við getum leist öðruvísi það er svona, þetta er pólitík í því en megin markmiðið að fólki líði vel og hafi kost á því að elta sína drauma og sín tækifæri auðvitað að gera þetta fyrir alla, yngri og eldri það skiptir máli Klárt Við erum með nokkrar spurningar tengdar þessu og mér finnst það góðar þannig að við skulum reyna að afgreiða svona tiltölulega hratt Það er svo mikið eftir Ég veit það Þið með líka labbúti svo leiður Sko, mikil aðsókn í æfingar hjá Stjörnunni svo mikil raunar að einhver börn í Garðabæ komast ekki að í sumar deildir Á sama tíma með að börn úr öðrum sveitafélögum æfa hjá Stjörnunni. Garðbæingar niðurgreiða starfið að mestu leyti í gegnum fasteignaskatt og útsvar. Er það eðlilegt og við komum til að knefylgja kviði hérna Hlynur, þú ert auðvitað rekstrastjóri körfuknattleiksdeildar Stjörnunnar. Hvað segja tölurnar hversu margir garðbæingar eru á biðlista og hversu mörg börn úr öðrum sveitafélögum æfa á sama tíma og svo má auðvitað líka koma því að Almar er auðvitað fyrirhandi formaður Stjörnunnar og spurningin er hvar á að draga mörkin, strákar? Sko þetta, ok, þú mátt nú að rifja upp sko þetta var romsa. Ég fekk 6 spurningar einu sko. Svaraðu. Réð ekki alveg við spurningu nummer 3 sko. Ég held að sé alltaf erfitt fyrir okkur. Þetta er 5-leikadeildin sem er með biðlistana skilur og aðra deildir svona held ég að sé ekki smikið þetta. Ég veit ekki. Ég hugsa að það sé eina deildin. Já, það getur verið í öðrum félögum, þess vegna er ekki bara Stjarnan hana, þannig að það getur verið í öðrum félögum, en sko ég held að sé alltaf erfitt að bara banna ykkur með öðrum, en ég skal samt segja, ég ætla að segja eitt, og þetta er svolítið bara krúllið podcast og allt það. Það er enginn að hlusta. Það er enginn að hlusta. Jú, það er ósað mikið að hlusta. Þetta getur alveg verið trikki sko, út af því að það hefur alveg, þetta kemur út af sjálfböðalögun og þjálfurunum bara þá í þessum deildum að hefur verið eftirsótt að koma inn í Garðabæ og æfa og alveg ótrúlegt oft hvað fólk tilbúið að leggja á sig til þess að keyra sko. Þannig að en ég hef þjálfað mjög mikið að krökkum og ég ætti alltaf mjög erfitt með það að segja, heyrðu, Kalli minn, þú ert ekstra annars staðar frá og getur ekki eftir mjög til dæmis í deildinu sem ég var hjá og það er til dæmis ekki körfubolti í öllum sveitafélögum. Þannig að ég á erfitt með að svara þessu öðru en ég held að vera erfitt að útiloka krakka sem búið í Garðabæ. Ég veit eitt sem að bjóði Breiðholtinu en tók strætó og alltaf neyri KR heimili til að sæfa. Það var ég. Ég var í skóla í Laugalæk þannig að mér var ekki vísað út í KR heimili þó ég byggi í Breiðholtinu. En er aðstæðan hjá Stjörnuna þegar ég talaði um Kópa og hún er gjörsamlega sprungin hjá Blikum og Eila Háká, hvernig er aðstæðan í Stjörnuna núna? Hún er sprungin, ég get ekki talað fyrir allar
deildir og öll félög, ég meina í körfubolta er sprunginu, auðvitað getur því að körfubolta og fótbolti eru eðlis, þeir eru bara öðruvísi heldur en fimmleikar, þannig að við getum í raun og endalaust sett í það bara aðstæðan verður verri í hvert skipti og það kannski talað þessa líðelsumál sem kannski ítur undir þessi krakkar hætti er líka að þeir enda ofta mjög slæmu tíma sko, dagsins ef við senkuðum alltaf þannig að þau eru kannski að missa öllu félagslíf og þannig, og þetta er bara dagskráin sko einföld að byrja litlu krakkarnir sem kom meistaraflokkarnir og sem kom úlingarnir, þannig að það er hún sprungin, ég meina Hvað veist þér Almar? Já, mér finnst nú sko auðvitað í ákveðnum íþróttum og feimleikarnir eru langt besta dæmi um þetta en ég held að almennt gangi nú vel hjá okkur að byggja upp íþróttamannvirki, nú vorum við að fá nýtt íþróttahús í Urriðaholti sem við tökum í notkun núna í sumar og það var nú sett þannig upp að það er stórt íþróttahús í merkingunni að það er hægt að spila handbolta á fullum velli og við gerum ráð fyrir því að og þetta á bæjarfélagi sjálfur sér geta ákveða fyrir neitt sko, en við þurfum, það er mjög mikið ungum krökkum í Urriðaholti, mér finnst skipta máli að þetta íþróttahús nýtist til dæmis fyrir fimmleikana, það er örugglega svona smá skipulagslegt atriði innan stjörnunar að koma í þannig fyrir að fimmleikadeildin venjist í að vera með æfingar ekki bara í Ásgarði, heldur líka þarna upp frá, en ég held að þau muni kljúa það verkefni vel, þannig við höfum verið að byggja upp aðstöðuna með Miðgarður eru þetta mikið tækifæri þegar við förum núna í 3. hæðina sem að mun innihalda alls konar salakynni fyrir dans og bardaga íþróttir sagði ég einhver tíman og var þá leiðréttur, þetta eru sjálfsvarnar íþróttir. Svo er þetta Íslandsmótið í skák þarna núna? Já, Íslandsmótið í skák er þarna núna, nákvæmlega og ég leik ógleymanlega fyrsta leik. Hjá Vigni? Hjá Vigni. Já, ég er nú gamall vestlunarmeistari í skák að segja ykkur það. Já, það er ekkert annað. En ég fari á chess.com núna nýlega og það hefur ekki alls vel. Það er sorgarsaga. Það er ekkert sem bendir til. Já, ég held mig fjarri af einhverjum ástæðum. Almar er ekki að leika fyrsta leiki verið þig. Alvöru skákmenn sko. Nei, segi það nú ekki. Það vantar svolítið paddelin. Við leifur ef ég var að geta skorað því í það er nú okkar að hann er rittara sko. En varandi þessi mála þá er aðstöðumálin, þú veist, það er bara stöðugt að vera að bæta við og það er líka því við vorum að ræða þarna eitthvað parkett að við þurfum stöðugt líka bara að vera að huga að því að halda þessar aðstöðu sem er fyrir góðri og þar eru mál til dæmis sem við erum að fara í Álftanesi, þetta eru þetta smá mál en skiptir miklu máli fyrir íþrótt sem að Hlynur þekki vel, að það er bara hversu margar körfur eru inn á íþróttagólfinu þannig að það sé þetta búa til mismunandi. Þú mátt segja það sko, þetta er ekki svo F og við ekki segja F og Kaplakriki á það? Nei, ég sagði, já þú meina körfubolti. Körfubolti. Það er ekki búin að bæta örgulega við þetta núna. Mjög góð. En það því að við fengum bara flottar ábendingar frá körfuboltadeildar Stjörnunnar fyrir 2-3 árum að það var hægt að nýta salina betur með því að fjölga körfum og það þarf að gera þetta út á Álftanesi líka. Já, líka þessu sögðu, þetta snýst, akkur er maður í þessu að bjóða sig fram í þetta, maður er svolítið að reyna að hjálpa og reyna betur bæta samfélagi en það er alltaf hægt að benda við höfum allir verið erlendis það sem að íþróttaaðstæðan er verri þannig að við getum alveg mynd okkur á það er bara það sem er jákaður að þetta er gott að það er fullt af hlutum mjög góðu lægi en maður er alltaf að reyna bara bæta hlutina og vera aðeins betri. Það var nú mikið gert grína að því að við byggt upp Miðgarða á Mýri en það var ekki rétt eða eitthvað. Já, hún er sko, Miðgarður er svo sannarlega byggður í Mýri, við skulum ekkert vera að fara en það eru þarna ég held að sé nú þannig að húsið muni standa allt af sér, það geta orðið eins og gengur ef það verður einhverjar vatnshleypingar, við erum að horfa á það að passa bara upp á þetta þetta eru flóðavarnir í rauninni sem að eru að hluta til komnar og svo verður bætt í en húsið byggir auðvitað á einhverjum stultum eða hvað maður á að kalla þetta, það eru alveg óteljandi staurar þarna undir þessu, þannig að við þurfum ekki að hafa miklar ágjör af því. Þetta er glæsilegt hús. Já, Miðgarður er glæsilegt hús og við, það sem að kannski kemur fólk á óvart, ég get alveg sagt ykkur að fyrir nokkrum árum þegar Miðgarður var í undirbúningi og ég var nú bara, þó að það sé nú ekkert bara, formað knattspyrnudeildarstjörnunnar, ekki félagsins í heild, en og að því ég var í pólitík og þeim tíma og en þá voru menn að segja, já, þið kallið þetta fjölnóta hús, það er nú bara eitthvað dulnefni, það hljómar betur heldur en fótboltahöll. Og auðvitað er langstærstur hluti húsins fótbolti ef við horfum á flatarmálið, en við erum þarna með mjög öfluga lyftingastöðu og bara ótrúlega sterkt lyftingastarf í Stjörnunni, það er þarna klifur og skákin, þið eru hrifnir af henni, hún er aldeilis að blómstra þarna í Miðgarði og það er komið píla og eldra fólki notar þarna svalirnar á húsinu til að trimma
og mér sagt að aðsóknartölum ykkar séu bara nálgast aðsókn Ásgarðs sem þó sko almenningslög og alls konar, þannig að við erum ótrúlega ána með hvernig þetta hús að nýtast og við erum ekki einu sinni búin að fylla það öllu síðan sem það getur orðið. Ég verið að skjóta sko, ég misti út að með skákina, þetta var 12 ára yngri sko, eða 13 ára yngri, þannig að það sé enginn að fara að challenge. Ég er ekki að góða sög með sannleikar. Já, bara þannig að það ekki eitthvað svona, einhver fær ekki að skora á mig þessu. Herði, að því við erum að tala íþróttirnar, Bad Mikki auðvitað heimaöllur íþróttana. Pósthússtræti 9 happy hour alla daga millir 12 og 18 allir bjórar og krana á 1100 0% þannig að við sjáumst á Mikki í þessari íþróttaveislu sem að sumarið Já, wow Sérstaklega núna með körfuboltana í gangi og handboltana körfuboltana, handboltana, þetta allt aðna sko, alltaf Bad Mikki en sko, við eigum ennþá glás af íþróttatengdum spurningum sko þessi til eitthvað beggja, Garbenga greiða mjög há æfingagjöld og það engin systkina afsláttur líklega greiða, ekki græða greiða mjög há engin systkina afsláttur eins og í mörgum sveitafélögum sem oddvitar sem leggja áherslu á heilsu það ekki að breyta þessu strákar ég ætla bara að fá kannski stutt af því það eru fleiri það er aldrei neitt stutt, þú getur alveg reynda ég er að reyna það ég skal bara segja mjög stutt, jú við að reyna þetta bara jú, við eigum að bara reyna að hjálpa til við barnmarga fjölskyldur ég veit að við sem eigum mikið að börnum þú ert ekki hlutlaus nei, þau kosta mikið en bara þau verða skattborgara það væri heldur ekkert mikið hagvöxtur í landinu eða þetta er bara eitt barn Almar þetta getur toppað þetta á 5 sko Jú, fullorðið fólk mikið til þetta núna ég ætla að segja stutt svar þá bara já Almar? Já, við höfum viljað vinna þetta með félögunum og við höfum ekki viljað að sveitafélagið ákveði sískina afslætti fyrir félög sem eru frjáls og eiga sína stjórnir og annað þess áttar, en við höfum verið að hvetja þau til þess. Þetta hefur gengið ágætlega út á Álftanesi en gagnvart stjórnunni eru að vinna til dæmis með þessa fjölgreina afslætti sem ég held að skipti miklu máli. Þannig að svarið jú, við höfum áhuga á að þetta sé sanngjarnt fyrir fjölskyldunar en við viljum að félögin sem að rukka gjöldin hafi það að segja hvernig þetta er útfært. Já, ég er rosalega sammála Almar, það var ríkið ekki fyrir. Þetta voru skorin orð en laggóð svör hjá þeim báðum. Velgerðstrók. Mjög gott. Já, ég raunar það, ég er ekkert út af það að setja. Þetta reyna félagana líka sko. Þetta þarf ekki að vera eitthvað ríkislína í þessu sko. En þetta er að ég stið sjálfur. 100%. Hlynur og ég gaman að þessari, hún er skemmtileg á stefnusgrá framsóknar er lofurðum að hækka hvatapeninga á 67.000 í 100.000 krónur. Körfugnallegsdeild stjórnunar sem þú stýrir innheimtir með hæstu æfingagjöldum landsins fyrir körfubolta. Ætlið þið að lækka fyrir iðgjaldagjöldin á móti hækkunni eða halda þeim óbreyttum og hirða mismunin? Já, þetta kemur alltaf ef það er hækkað, það er svo allt annað í samfélaginu ef það er hækkað. Ef mér mismun ekki, ég er ekki að fara áravilt, þá lækkum við minna heldur en verðbólgan síðast sko, í þeirri deild. Það hefur umræðan ef þú hækkir þetta, þá hækki alltaf á móti sko. Nei, ekki er það mín ákvörðun. Já, það er bara, þetta var gott. Nei. Ég meina planið mitt er að hjálpa sem flestum að vera í íþróttum og það er ekkert eina svarið að auka þetta, það er bara margt að við sagt nú í þessu þætti en það, sko íþróttafélög þetta er svolítið svona stundum færum maður þegar íþróttafélög eru ekki þegar ég verið að stýra þessu þá er ekki eitthvað svona gróð það er ekkert verið að mala gullana sko það er ekkert einhverjur argreislur og það eru þjálfararnir sem eru að þjálfa eru ekki á mjög háum launum sko ég held að það væri það myndu margir fóreldrar að vera hissa á því þegar ég sjá það. En ég er ekki rítið því að þessi dýrt að æfa hjá stjórninni, bæði okkur og öðrum deildum. Þetta myndi þá vonandi hjálpa til. Almar, einn mjög alvarlega á þig. Margar spurningar kom inn varandi símasambandi í Ásgarði. Hvað er að frétta þar? Já, það er bara allt gott að frétta þar. Ég er náttúrulega veit ekki hvað er að spyrja. Nei, þetta er heitasta málið að mati sumra. Þetta er gali, ég var að úrslitakefni að horfa á KR daginn, ég fekk ekkert símasamband. Þetta er komið á betri stað. Já, ég er ánægður með vinni mínu í Framsókn að þeir hafa haft þetta skýra stefnumál og telja sig vera búin að leysa það meira sér, þannig að það er nokkuð vel gert. Það er ekki alveg búið að leysa það, svona einhver það er verið með einhverja 4 geta. Það er einhver sem er ekki annað. Þetta er þetta sko einn af þessu stöðum bara rétt á hann að ég var að koma hérna og þurfti að ná að dóttur mína. Þá ég veit bara ef það er lélega samband, það er í Ásgarði. Ég sé bara eftir Ásgarði, þú verður að fara upp og hringja. Það er eiginlega eini bankarinn sem held ég eftir á höfuðborgarsvæðinu. Það er bara þú nærið ekki sýnda. Þetta er geggjaður braggi sem var reistur þarna
upp á 1990 og greinilega ekki vinur fjarskiptabilgna en það er búið að gangi þetta með fjarskiptafyrirtækjunum, það er einhver kannski sem eiga eftir að húka sig inn á þá laust sem að verið ég þekki það ekki alveg en það hefur auðvitað bara starfsfólk Garðabæjar verið að vinna í því að laga þetta og mér skilst að það sé bara á góðum stað, þannig að ég þakka þeim bara fyrir það. Svona hitamálið í svona öllum sveitafélagum í kosningunum eiginlega sko ekki fjárhagur eða neitt, það er Þetta er populismi. Það er opnunartími sundlega. Eigum að hafa sundlegar opnar til 10 alla daga, 360 daga á ári? Alltaf 300 og ekki 65 hvaða 5 dagar 360 og hvaða 5 dagar alltaf hafa lokað ég sendi þér eftir þátt okay. Já sko þetta er ekki sérstaklega mikil breyting en það er tvent í þessu já ég sko þetta er eitthvað sem flestir að hoppa á vagnu, þetta er auðvelt og það skiptir líka máli í þessu ég gila í hina hliðin, þetta kostar af starfsfólk og launum helgar og rektarlega þannig, en ég bara líti á þannig alveg svolítið með kvatapenningana og þetta er ekki stærstu penningarnir. Ég líti á þetta þannig að það sé einfallega bara gott líðheilsulega sé að þetta sé opið lengur. Það sé bara þannig að til dæmis krakka getur verið lengur helgar, jafnvel stökum miðnætur opnanir og eitthvað fjör, það mun einhverju leiti kosta en kannski ekki alveg alla daga, starfsfólki þarf frí og þannig, en líka það sem ég vil segja með sundlöfnar og það er með maður eins og flestir, þá sækir maður mjög gríðarlega mikið að bæta allt þessu inn í Ásgarði. Þetta er líka orðið kannski eini staðurinn. Meira þess að ég og Almar báðir hérna, meðan að þið voru að lesa 10. auglýsinguna í þættinum. Þá fórum við báðir hérna. Hann var að tjekka býtu, nú er eitthvað... Hvað er þetta? Flugvélastíð? Já, ok. Þú gerir meiri verið fyrir okkur heldur en hérna við hinnir. En þetta er eini staðurinn í alveg svo getur átt samtali fólk. Það er rétt hjá þér. Eða bara þannig. Og setið. Þetta er auðvitað ekki stærsta máli, en ég held að þetta væri alveg að fólk samt tala rosalega mikið þetta. Já, þetta er eitthvað sem þetta er svona nice to have, skilur. Ég er ekkert að fara í kröfugöngu út af þessu. Nei. Ég veit ekki um það, en þetta er bara eitthvað sem ég tel að væri Hvað segir Almar? Það væri skemmtilegt. Hreyfir þetta nálega mikið eða við myndum gera þetta? Nei, og það er aðalatriðið kannski þetta sé byggt á vönduðum undirbúningi og nú á leiðinni umræða pröfuopnun á sunnudagskvöldum. Við erum að það er þannig að laugardags- og sunnudagskvöld skera sig úr í Garðabæ, þar er lokað þá klukkan 6 og ekki opið á kvöldin og nú erum við að velta fyrir okkur að prófa sunnudagana núna í sumar og það getur þá verið fyrirheit eitthvað meira í framtíðinni. Og þetta er þá byggt á kostnaðargreiningu, þetta er líka byggt á einhverju greiningu varðandi svona æsispennandi mál eins og bara vakta plön starfsfólks og annað þess átt. Það er að því að í umræðinu er svo auðvelt fyrir okkur að skella þessu borðið. Þetta væri rosa næs. Ég veit að ég tek það fram, mér slinur alls ekki verið að nálgast það þannig, en það er stundum í umræðinni. Það þarf auðvitað að vera þannig að það sé hægt að þetta virki fyrir starfsmannahópana líka. Og við erum þá tilbúin að stíga eitthvað skref í þessu og núna í upphafi kjörtímabils var nú bara opið til 9 í Sund á Álftanesi, nú er það 10, það var 10 áður í Ásgarði, þannig að við erum búin að jafna bilin í þessu. Það þarf að eiga eitthvað við þetta, en ég tek undir með hlinn að við þurfum líka kannski bara að gæta okkar, að fara ekki á langt og það er tengt spurningunni sem hann fikk áðan að það verður auðvitað að vera ákveðið raunsa í umræðu öll þessi mál. Allt er þetta, það er gott að greiða með íþróttaiðkun barna, við erum öll sammála því. Svo hækka æfingagjöld til dæmis bara vegna þess að launakostnaður, hann er bara að vaksa hjá íþróttafélögum eins og öðrum, við verum að tala þetta eins og raunveruleikin er, en við verum samt að passa okkur að umræðan sé ekki bara þannig, sveitafélagi verður bara einhvern veginn að koma alltaf til bjargar og mér finnst það vera of mikið í umræðinni og ég ætla allavega að segja það að mín pólitík er þannig, við getum gjarnan stigið eitthvað skref eins og við höfum verið að gera í að hækka hvatapinning og annað, en við þurfum að fara varlega og við þurfum að muna það að það verður alltaf eðlilegt að foreldrar beri ákveðin hluta kostnaðarins, en það eru sjónarmið sem Hlynur nefndi hérna fyrr í spjallinu sem skipta vissulega máli. Fjölskyldunar hafa mismunandi fjárráð og ýmislegt þess vegna. Þess vegna höfum við nú hægrimenninir í Garðabæ meira segja verið að tekjutengja leikskólagjöld, þessa hvatapinninga þar sem að þeir sem eru efnaminni fá þá meira. Það er að því að við vitum að þetta skiptir máli. En mér finnst stundum vanta raunsa í þessu umræðu. Þetta er þetta gott að setja meiri pening í þetta, en það bara að fara varlega og muna það að þegar að hlutirnir eins og hefur verið á Íslandi undanfarin ár, erum við farnir að kosta meira vegna launa. Þá gerist það alls staðar. Það gerist í íþróttaiðkuninni, það gerist í skólastarfi og öllu því sem við erum að reka og
ég ekki viss að fólk vilji að þetta verði þá klipið af okkur hinum eina því að á endanum erum við þá auðvitað bara að hækka skatta til þess að ná í rassina á þessu. Klart. Eitt nöggur með þetta er í Garðabæi tvær eru tengdar við íþróttúsið ef það lokar á sama tíma það myndi þessi lengi opnum tímanum aðalega augljóslega sundlaugina fyrir samverðustundina þar en það líka eigu tíman á parketónum bæðið Álftanesi og Ásgarði og það er bara mjög góð punktur það skiptir máli að nýta þessi mannvirki þau eru dýr í eðli sínu og það er sjálfsagt að reyna að nýta þau eins og vel og hægt er. Klárt mál. Við ætlum að færa okkur yfir í skólamandinn inn fyrir veggi skólana. Við erum auðvitað með Kólumbusferðum. Já, wow. Eini samstarfshalinn okkar hérna í kvöld. Spennandi ferðir sem að Kólumbus er með til Paredes meðal annars í lok sumars. Sælar. Ég lengi reyndar haft augastað á ferðaskrifstofunni Kólumbus. Þeir eru með mjög skemmtilega ferðir. Já, ég hvet hlustendur að tjekka Kólumbus. Þetta er fyrir lúksuskallega svo bygg. Já, þetta er ekki í vennilega hótel sko. Gista 4 stjörnu lúksusköstulum og klaustrum. Þetta er svona upplifun. Tapasröld og vínsmökkun. Þetta er ekki fyrir þig, Leifur, þetta er fyrir mig. Já, þetta er nefnilega, ég held við getum fundið einhvern sameiginlega grundvöld þarna sko. Ég jafnvel strákarnir líka. Ég held við ættum að fara í einhverja góða ferð þegar allir við Almar förum á morgun sko. Bara fyrramálið. Í hlýnum við ætlum að taka eitt paddelleik og náum okkur síðan. Þið ætlaði millilenda. Kolumbus.is og svo erum við þetta með ON. Eða þú eru að ferðast um landið í sumar og getið gert ferðina einfaldari með ON-appinu. Þar sjáum við einfallega allar hleðslustöðarnar á einum stað og getið skipulagt stoppin fyrirfram. En strákar, sko, þessi til ykkar beggja, Garðabær kaupir tilbúna rétti úr iðnaðareldhúsi á Reykjanesi sem síðan eru keyrðir á sendibílum í skólana á hverjum degi. Yfir 15.000 skammtar á dag samanlagt. Foreldrar lýsa matnum sem næringarsnauðum, bragðvondum og fullum af aukaefnum. Starfsfólk skólana borðar hann ekki. Ætti Garðabær ekki að setja metnaði að vera með hreinan og hollan mat eldaðan á staðnum? Þetta er mjög hlutlaus spurning. Hann er mjög hrifinn af þessu mat. Já, en sko, bara ef við kjörnum þetta aðeins, já, það er þannig að við fórum í útboð á skólamáltíðum og fyrirtæki skólamatur sem vissulega er suðu með sjó, sinnir þessu og ég held að gera það nú í öllum aðalatriðum vel. Það er ansi mikil afbökun á staðreyndunum að halda þið fram að þetta sé allt eldað suðu með sjó og en það því að það er aðstæð í eldhúsunum, það er verið að hita upp og preppa matinn endanlega á staðnum, bara svo það komi fram. Við fórum þessa leið, sko þessi matarmáli eru alveg ótrúlega erfið og ég hef ekki ennþá fundið manneskju sem hefur ekki skoðun á þeim. Það hlakkar nú til að hitta þá manneskju sem að segja bara, mér er bara alveg sama og ég er ekki að segja það því að mér er ekki sama um þetta. Þetta er bara flókið mál. Það hafa komið upp tilvik í heima eldhúsum, auðvitað er þetta fátilvik en þau eru alvarleg, það sem að hreinlega gæði, eldunaraðferðir verða þess valdandi að bara fólk hreinlega veikist. Þannig að við verðum líka að tala um þetta þeim megin frá og iðnaðar eldhús, þetta er auðvitað alveg ískalt orð, alveg óþægilega ískalt orð. Ef við reynum að klæða það aðeins meiri hlýju þá verðum við að muna það. Þannig verðum við að fara eftir öllu því sem skiptir máli þannig að maturinn sé í lagi. Það er líka mikilvægt. Við auðvitað erum tildulega nýbúin að klára þetta útboð og við þurfum auðvitað að efna þann samning sem að ef ég mann rétt er í 2 eða 3 ári viðbót. Ég er alveg til í umræðu að því loknu eða svona áður en að sá samningur klárast hvernig við eigum að gera þetta. Það getur vel verið að við þurfum að stíga þetta öðruvísi. Mér þótti það leitt sem hægri manni að þetta fyrirtæki var það eina sem að bauð í útboðinu og mér líður alltaf illa þegar það er þannig og þá er ég ekki að tala niður skólamat. Ég held að þetta sé fínasta fyrirtæki og standa sér til dæmis vel í samskiptum við foreldra og starfsfólksskólana sem ég hef skiptað miklu máli. En auðvitað hefði verið heppilegra að það hefði verið eitthvað barátta þetta sem að var ekki og það þýðir að við þurfum þá að hugsa, þurfum við einhvern veginn að tefla þessu öðru sér fram. En ég held að við þurfum líka að muna að þegar að vera að elda á hverjum stað fyrir sig, þá er alls konar hlutir eins og veikindi sem kom upp og við erum ekki með matráð á kantinum til þess að hlaupa í ef að svoleiðis er. Þannig að það er alls konar sjónamið sem ég veit að er ekkit vinsæl gagnvart foreldrunum sem að hafa bara áhrif á þetta ef að reka þetta vel og það er ákveðið öryggi að nýta þjónustu svona aðila. Og ég held að í langflestum tilvikum sé maturinn bara fínn en mögulega eiga þau stundum slæman dag, ég viðurkenni það, ég á stundum slæman dag og það er bara svo leys. Já, var þetta skólum. Ég er sem með 3 börn sem að fá mat frá þeim og
og ég hef verið bara að vikina að þau kvarta stundum, bara svo krakka gera. Bara eins og maður gerði sjálfur þegar maður var lítið. Já. En auðvitað bara súper fókust á þetta sé alvöru matur, skilur, þetta sé bara góður, hollur, næringur matur. Þar hef ég kannski best að sleppa að fara út í það, ég maður stundum ekki byrja frá, ég ætla að sleppa að segja þetta sem ég ætla að segja. Maður er pólitíkus, sleppa því. Ég held að sé bara, auðvitað var ég til í að hafa bara, eitthvað á hverjum stað, hverjum leikskóla sem að elda bara frá grunni. En það var flóki í dag? Ég með gruna nú bara á þetta því að sérstaklega utanfrá verandi ekki við stjórnum það er auðveldar að koma með hluti sem að maður bara bæta á og ég reyni svona að hugsa til þess hvað hlutin muni kosta og svolítið fyrsta lagi þá ef allir elda eitthvað á grunni þá þarf þetta að byrja að búa til alheiminn eins og maðurinn sagði en þannig ég held að auðvitað væri það bara geggjað að það væri hægt en ég held að sé svolítið óraunhæft því miður fyrir þann sem sendi þetta inn sko en bara áfram endurtek Það þarf að fylgjast þeir með og við erum til dæmis með næringafræðinga sem hafa bara það hlutverk að veita þeim aðhald í skólamat sko. Mér finnst það vera eitthvað sem að við þurfum líka að gera meira af. Það er að, þú veist, í þessum heimi opinberra aðila þá eru við alltaf að kaupa eitthvað og ef þú ert að kaupa eitthvað þá verður að sinna því og við höfum bara mikla ábyrgð í því að fylgja hlutum eftir, pæla í því, koma með hugmyndir, við það var að vera að kvappa svona, getum við lagað þetta og allt það. Ég veit að fólki í skólanum gerir þetta. Já, ef þetta getur svona fyrirtæki og bara aðrir, þau getur bara ítt undir góða venjur þarna og væntanlega eru að gera það. Ég bara viðurkenna að stráka, ég er ekkert alveg með, ég hef ekki fengið að mikla kvartanir, ég er ekkert alveg með matseðilinn. Ég hef ekki smakkað þetta heldur sko. Nei, og En af hverju er þetta rétt sem að hún segir þessi aðeinslega starfsmenn séu ekki að borða þennan mat? En sko, Hjördís Guðný, vinkona mín sem er með mér í starfinu og hún hefur mest ekki sagt þetta. Ég myndi bara spyrja hana eftir. Hringdi hann núna? Ég hringdi hann bara, ég efast nú það. Auðvitað þeir væntanlega stundum ekkert sem auðvitað þeir eins og alltaf bara? Já. Ekki helst? Það er önnur umræða setna. Já, klokk. Já, til að skapa frá grunni þá ertu að byrja að skapa alheiminn. Mér langaði kannski aðeins að koma inn á... Þú þarfst að fara betur í þetta. Ég heyrði Óla Stef segja þetta tamdu hlaðastætti, ég ætla ekki að taka okkur sæni fyrir það, en Það var að plugga öðrum. Ég er að plugga öðrum frá 2017, Markmanns Hanskjarnas Albert Camus. Geggjaði þættir. Tekur undir það. Það kom þessi lína þegar Óli Stef satt með Gundi Birninni. Leifur, gleymd þú þessu sko. Það var alvöru. Já, sammálega, þetta er gott sjátt fyrir það sem hafa ekki hlustað á það og bara þess virði, svo sannarlega. Sko, Hlynur, þú talaði fyrir lýðheilsu ungra karlmanna og sagt kannski að það sé áhugjefni þar. Sko, eru tölur og Garðabæ sem styðja sér sérstætt vandamál þar andleg líðan, einmannleiki, skjáttími og ef svo hvar á sveitarfélagi að grípa inn í og hvar er það á ábyrgð foreldra? Nei, ég hef ekkert endilega tölur beint úr Garðabæ varandi það, en bara maður hefur tölur eins og landsvísu eins og bara með sjálfsvíkstölur, maður hefur notkun á kvíðastefnandi lyfjum og þannig hefur aukist gríðarlega. Og þetta er bara eitthvað svona heimur sem ég þekki ágætlega, bara eigin fjölskyldusögu, ég ætla ekki að fara út í það núna, þetta er bara skemmtið þáttur og höldum við sér léttu. Þannig að nei, ég hef ekki tölu beint frá Garðabæ. Hvað var restina? Bara færa okkur í... En ég hef tölu svona, ég hef kynnt mér að tölunar varandi svona, bara frá landlækni og þannig, sko. Já, sko, þetta er bara... Mér langar að spyrja... Hvað áttu sveitafélag að gera, var það ekki spurning? Jú, og þú veist, hvar á sveitafélagi að grípa inn í og hvar er þetta ábyrgð foreldra, var spurningin? Ok, þetta er svolítið frábær spurning. Auðvitað er ábyrgð foreldra, hún er ótrúlega, það er bara einfallega þannig að krakkar eru líklegri til þess að gera eins og mamma og pappi gera. Ekki eins og þau segja. Og það er alveg ástæða fyrir því, held ég. Nú er ég að fara í pólitíkusinni, það passar maður ekki neitt. Það er alveg ástæða fyrir þau feta oft í fótspor saman hvert að séu íþróttir, hvort það séu eitthvað menntun, ákveði menntun eða því miður í það sem að miður er. Þannig að auðvitað er ábyrgð foreldrar ekki hægt að tala eitthvað í kringu það. Auðvitað er það þannig. Já, og þannig að hún er þar, auðvitað því meira sem að því betur sem hlutnir eru heima, því meiri líkur er að krökkunum vegna meir, en að samt að sjálfsögðu með þessum fyrirvara að það eru fullt af fólki sem hefur farið út á sporinu sem bara hefur verið með ástríkt heimili og maður hefur heyrt marga þannig sögur og ekkert upp á það að klaga. Þannig að, sjálfsögðu, hinn börgum var... Já, þetta var raun og veru bara... Hvað er ábyrgð sveitafélagsins og hvað er ábyrgð... Auðvitað er það
aðalábyrinn hjá okkur sjálfum og heima, já. En það sem ég meina kannski með sveitarfélagi, það geti kannski hjálpað til við að það gæti, nú er ég að hugsa bara góð með þetta brottfall, koma eitthvað sérstaklega til móts við það með að gera kannski bara fjölbreyttir úrræði fyrir þessi krakka sem að flosna upp úr ykkur sem að gera, hjálpa til þannig nákvæmlega aðkomu sveitarfélagsins, það er líka frjálsu félögin sem að geta líka gripið þann bolta ykkur leiti, þannig að ég ætla ekki, með þann líðelsupalt og þetta er ég ekki bara hendu öll á sveitarfélagið, ekki, það er bara frekar svona sem að, big picture dæmi. Nei, en það geta verið hluti bara því hún nefnir skólaforðun eins og þetta er kallað hjá sérfræðingunum. Það eru verkefni í gangi hjá okkur í því, hvernig er hægt að vinna í þessu og fólki í skólunum er að sameinast svolítið það að vera með eitthvað pakka í því og þá græðum við til dæmis á því að vera með fleiri en eitt skóla, við erum með 6 skóla, það er enda náttúrulega mjög stór úlingaskóli sem er hluta af þessu, það sem kannski mér er sagt að þetta verði kannski algengara, þessi skólaforður sem getur þá átt þessar rætur sem að Hlynur er að lýsa. Og við getum alveg spila hlutverk þarna, ég er eins og að gríða lánaði með Hlyn að nefna að þetta er allt eitthvað keðja og það eru verkefni, svo kallað kultúrverkefni þó að það snúist ekki sömu hluti, það snýst að einhver leiti bara svona góða siði fyrir ungt fólk að þetta er verkefni sem að við maður rétt fór að stað hjá knattspyrnudeild Stjörnunnar og hefur bara, Hlynur svarað því fyrir körfuna, ég held að þau séu komin í þetta eitthvað líka og þetta er ótrúlega gott verkefni fyrir skólana ef maður einhvern veginn horfið þannig á það og það skrítið að segja fyrir skólana hvað eru skólar eru þetta fyrst og fremst bara börnin þarna en það sem þetta verkefni gerði var að það voru svona fjölbreyttari nálganir á kannski einstaklinga sem þurfti aðeins að aðstoða bara í því að haga sér vel gangast við því að ægi er eitthvað sem þú átt svona að fara eftir og annað í þeim túr og bara ótrúlega þrós á Stjörnuna sem íþróttafélag að þau séu, því þetta er svolítið, það væri mjög einfalt fyrir Stjörnuna að skilja þetta bara eftir fyrir utan og segja, þetta er bara á okkur annar að spá í þetta. Já, svo við séum ekki að skreita okkur með stólnum fjöðurum, þá erum við ekki komin eitt langt með þetta eins og hópaldinn og bara sjáta þetta á Hilmar Árna Halldórsson sem að fór því meður í slæmafélagi í Vesturbænum. Hann fór þangað, en já, þetta er eitt af þessum líka og nú er kannski komin til annað, menn maður fer stundum inn í eitthvað svona apurita sem eru fundir og eitthvað að vera að pæla í þessu og það sem eitt með eru komið og sem er svolítið verið að gera einhver leiti, nú varum að passa út í, ég er ekki alveg inn í alveg öllum málum þegar að vera að grípa inn í að krakkan ekki það sé líka hægt að leita eins út fyrir kerfið, að einhverjum skonar ekki kannski beint jafningum þó að bara eitthvað sem þau kannski treysta öðruvísi það getur verið fyrir unga strá getur það verið erfitt að bara horfa fram í eitthvað úr kerfinu, það kemur alltaf næstu skiluru þannig að jú bara já, mjög gott En bara svona að því að maður er í pólitík ég skýt þessu fram að við, auðvitað erum við með frábært fólk í skólanu sem þau eru ótrúlega næm á krakkana svona almennt séð og við sjáum örugglega án þess að sjá það fullt af svona hlutum það verið að lagfæra hegðun eða grípa til einhverja úrræða snemma gagnvart börnum, þetta gerist dagstaglega í skólakerfinu, ég held að skipti mála við tölum þetta því að þjóðfélagsumræðan er alltaf eins og þetta sé alltaf allt alveg á hliðinni það sé ekki alveg sangja. Þarf ég að hetsa mig núna að koma með follow-up sjálfsögðu hef ég ekki lent í neinu og ég tek bara skilur ég er ekki að setja út á einna neitt með þetta og bara verið tekið börnum í starfinu og SST í skólanum og staðið sér bara frá og ég skildi þín orð ekki þannig svo það sé á hreinu kurteisi menn ég var nú til að rífast aðeins meira en þáttum ekki búin ekki setja okkur í körfu ég treysti mér ekki það alveg þetta eru ég er bara fegin að vera ekki í svo bæjarfélagi að þurfa að gera upp á milli þeirra. Ég er bara fegin að vera ekki í kosningabáratu, sko. Strákar, Hlynur, eitt að þau árum kveðum kannski þetta mál með alveg, trúin á kirkjan, hvert er hennar hlutverk í forvarnastarfi í Garðabæ að þínum mati? Jesúhornið. Já, Jesúhornið. Nú það maður líka, ég ætla bara ekki að tala varlega með það, ég meina, fyrsta lagi... Þú ert Jesúkall. Ég er Jesúmaður í seinni tíð, ég var einn af þeir sem var búin að reikna niður þá niðurstöðu og vera svo klárað að það var ekki til. Skilur, stóri maðurinn, þegar maður var ungur maður fekk alltaf meira upplýsingar og það var bara reiknað alveg aftur í Big Bang og ég veit ekki hvað sko sem lögum fyrir mig hefur þetta ekki beint snúist þetta og þetta snýst bara einhverja sál og ró og ég þykist heldur ekki kunna biblíun utan að ég sé þetta á hverjum degi ég fer á þriðjudögum og veist að þægilegt í hádeginu og það sem ég meina með þessu bara er að þau eru svolítið í einstaklega aðstöðu til þess að og eru að því líka þau eru ekki bara með eina messu á sunnudum þau eru að því, þau eru í sáluhjálp, sálgæslu
og ég vil bara eitthvað íta undir þetta bara við án þess að ég vil íta undir þetta án þess að vera að skipa einum að einum að þetta sé bara option, bara ítt undir, ég veit ekki alveg hvernig ég orða þetta bara, þannig samfélagin inni, þannig hægt að þegja saman og sem að bara hafi mikill háaði í heiminum, gríðalegur háaði, það alltaf bara, félagin minn, svo títnæmdu, hann sagði þetta, þessi Guðmundur Björnsson með þessa podcast, hann sagði orðaði eitthvað með þannig að þú ert alltaf, heimurinn alltaf öskra á þig og ef þið líkar ekki hvað hann að segja, getur alltaf öskra tilbaka, skilurðu, og það gríðalegur háaði og þarna bara líður mig vel og ég bara, ég vil bara, ég hef svo nákvæmlega hvernig á að gera og vil ekki segja fólki heldur hvernig það á að gera en ég hvet fólk til þess að kíkja hann inn og en ég vil bara, maður þarf alltaf svona að hetsa sig að ég er engin öllari en þetta er bara gott, það er svo þægild að vera þarna sko og ég það er bara þægilegt og gott ég segi bara amen nei, það mér finnst bara Linur Þið er glæsilega kirkju líka já, það er það er kirkjurnar eru 3 líklega en sóknirnar eru 2 Garðasókn og Bessastaðasókn og við getum nú lengt þáttinn hressilega með því að ræða sögu kirkjuhalds í Garðabæ eitt sem ég verð að koma frá mig hvernig fólk að lesa er 12. kafli Rómverjabrauðsins 12. kafli Rómverjabrauðsins, hann fer á 17. maí, er nægilegt að ég lesi það þá eða? Þú ert enga stund að því, hann er svo stutt En ég verð samt að að taka sjátátt á kirkjuna ég held að þetta sé, ég er mjög ánægður að samfélagið okkar er allt í unni farið að sætta sig við að það sé bara fínt að fara í kirkju og að kristilegt starf geti skipt máli ég er ekki mjög trúaður sjálfur á mína barnatrú og allt það ég veit í gegnum störf mín og svona kannski í gegnum vinskap við fólk sem er að vinna í kirkjunni að þarna fer fram ótrúlega merkileg starf og þessi sálgæsla sem að Linur kallar hún er ótrúlega mikilvæg, þetta er ósýnilegt verkefni það sjá þetta engir nema þeir sem lenda í sorg eða alvarlegum áföllum eða eitthvað svona og við erum ótrúlega ánægð með okkar fólk í kirkjunni hvað þetta varðar og svo er það meira sig að þannig að því að fyrir nokkrum árum var Ísland orðið svo svolítið PC að þessu leiti og þá mátti skólabörn ekki fara í kirkju og annað þess áttar. Ég er ósammála því, ég held að við að leysa það þannig að börnin fari bara í kirkju ef þau vilja það. Það er skylda okkar að passa upp á börnin sem að vilja ekki fara í kirkju eða foreldrarnir. En við erum að styrkja, talandi íþróttafélög, þá erum við líka að styrkja æskulísstarf Garðasóknar og Bessastaðasóknar. Ég veit ekki hvernig þetta er í öðrum sveitafélögum. En ég held að þessum krónum að skattpinningunum sé gríðarlega vel varið af því að talandum, það sem Hlynur var að tala áðan að börnin eru misjöfn og þau finna sig í mismunandi hlutum. Kirkjan er oft með frábæra vinkla á þetta og þau spotta oft börn sem að eiga erfitt uppdráttar eða hafa orðið undir af einhverjum ástæðu meðal annars af því að þau hefur verið að gangi í gegnum sorg eða eitthvað í þeim túr. Þannig að við erum mjög heppin með kirkjustarf og nei, með mér út af því að það hefur verið svolítið þetta er svolítið íslensk menning þetta er svolítið bara, fyrst mér og það hefur verið svolítið svona stundur neikvætt það, frá ákveðnum hornum í samfélaginu og þetta er bara eitthvað svona sem við hefum bara að vera stolt af þetta er hluti af okkar kirkjan er komið með comeback menn hún er staðað sem stærri storma en þetta það er engar rákir því, það er bara þannig hún heldur alltaf og svo spyrjaðu ekki einu sinni hverja trúar fólk er það eru mörg dæmi það að þau eru aðstoða fólk sem er annara trúar heldur en kristina trúar það er ákveðin svona fegur í því sem að tekur kannski trúarbröðin sjálfsóldi og sambandi og það er gaman að tala fyrstilega það er mjög gaman að tala við presta og guðfræðinga og heimspekinga það er alveg svona nýtt væp það er bara þetta er bara, Svo erum við náttúrulega með séra Benedikt á kústinum í Ásgarði þannig að við erum að nýta prestastéttina í ýmislegt, hann bara moppar upp eftir sveita köruboltamenn. Hann kostar líka. Hann kostar, Séra Benedikt. Það er hrikalega gaman að gefa úr kirkjunni í hvað? Gera kirkjunni hátt undir höfði. Þú varst að kalla eftir einhverjum smá hitta í hamsinn. Og það er aldrei að veita nema við náum upp hérna, náum að skrúa upp nokkra gráður í stúdíónu. En áður en gerum það, þá erum við þetta með Giggo sem eru frábærir aðilar og talað neytendahag og hagsbætur að komast í iðnamann bara með Giggo, kvispan, búm, sjá bara, herðu, 4,9 stjörnur, 50 stjörnugjafir, þetta er minn maður. Get bara sótt pípara hérna morgun, það er af sem áður vara, býði 3 vikur, kemur í 1 dag,
þarf að býða mánuði viðbútt, nei það var bara einu stjarna kallið minn, þannig að Giggó græja þetta bara. Ég ætla að spyrja ykkur báðastrákar ef að þið þyrftu að bjóða fram ykkar krafta á Giggó sem auðvitað hagkerfi fyrir alls konar verktöku. Þessi góð. Það nefn ekki góð. Hvað myndið þið bjóða ykkur fram? Þú var að auglýsa sem giggara. Maður tekur þetta fyrst í það að ég alveg að hugsa. Já, sko, verður maður ekki að fylgja draumónum, sko. Ég myndi náttúrulega, sko, bjóða mig fram í einhvers konar söng og gleðiatriði og jafnvel, sko, kveðskap. Ég myndi hérna, bara semja frumsamin ljóð. Ok. Og fara með gamanmál. Ég sá fyrir mig fjármál og bókhald eða eitthvað slíkt. Já, það er skemmtilegt, svona skemmtiefni. Já, ég bjó nú einu sinni til fjármálabrandara þegar ég var að kenna í HR. Þetta er undarleg saga, en að því að það er fyrirbæri sem heitir EBITDA sem flestir hérna og Hlynur tengir örugglega við þetta því ég gerði ebitu að svona kvenpersonu í hérna einhverju Shakespeare-leikriti sko. Þetta hlita að vera einhver alveg geggjuð kona með hérna rosalegt power og annað því það er allir að tala ebitun. Hún er býsna góð, en hérna það væri klæðskapurinn fyrst og fremst. En mér datt í hug núna, sem ég Brutan átt að körfuboltaþjálfari? Já, það var léðilegt svar, hérna að koma eitthvað í það skipi líka seilt, skilur. Ekki þjálfunin? Nei, ekki þjálfunin, skilur, það er ekki eins sem krakkarnir í dag væri ekki eins sem press með það. En ég væri til í að taka eitthvað og hérna sem ég skal koma og vera með ljóðakvöld, lesa ljóð. Lesa ljóð. Þetta er listrænt hjá þeim í dag. Við erum gera ekki mikið. Það verður örugglega brjálað að gera það okkur. Já, og kámar að rukka fyrir svona. Já, þetta er allavega 100 klukktíminn. Hlynur, þú reyndar talar um það að körfuboltaskipið sé siglt. Hvað ertu búin að hætta oft í landsliðinu hingað til? Ég hætti 3 svar og þannig það var líka eitt hérna. Það var eitthvað sem lýsti í vonbrigðum en ég er nýbúin að klappa fyrir þessum gæja sem hann mættu bara í fyrsta leik eftir þetta 3 mánuði seinna og bara fekk blómvönd. Ég fekk reynda bara einu sinni blóm. Það var frekar hallarslegt, ég veit ekki náttúrulega. Svo er það Elko, Ninja Ísfjölin hjá Elko. Það er vara vikunar og hún er vara vikunar í okkur, kannski búin að vera bara vara ársins. Bara vara lífsins. Tröllir í það öllu og það er ríkalega gott að setjast niður með Ninja skáluna kvöldin. Getur jafnvel blandaðir eitthvað úr krónunni kaloríu snaut. En sko, strákar, við vorum nú aðeins að tala um þetta upp á við þáttar. Hlynur, hún nýttir aðeins í Almar félagin handa. Hvað var það stjórnsýsluna og hvað hún getur oft verið óbúðslega seinvirk og pólitíkin sem mögulega flækjast fyrir. Hvað gengur svona seint fyrir sig og hver ber eiginlega ábyrgð á þessu? Já. Seinniparti, ég held að við varum bara komnir í léttmetið en allt í lagi. Það er svona utanfrá samlokaðaferðin. Já, skemmtilegt. Námunum upp og svo niður á jörðina. Allt í lagi með það. Nei, bara svona utanfrá hefur manni svona fundið sig gegnum tíðina ýmsir, ekkert bara varðandi skipulagsmálin, mér finnst það að vera svona og auðvitað og það var bara frábært fólk sem er að vinna þar og allt það, en mér er ótt að bara taka óbúst að langa tíma og það hlýtur að kosta svo mikið pening þegar að vera að tala um eitthvað sem getur skorið eitthvað niður. Að ef þessi ferla væri aðeins svona skilvirkari, þá myndi það hjálpa til við það og sé líka nefndirnar og kannski er bara þetta er ákveðin frumskoð sem maður þekkir ekki alveg nú vel þetta er á forræði eitthvað annars þessi bolti liggur þarna þú getur sendið þetta þangað sem sendir þetta þangað við stundum svona þótt það svona, já. Er þetta að tala um mannesku ef ég átt ekki með Garabæ, ég bara tala um almennt. Já, ég er ekkert endilega bara að tala um Garabæ, sko. Ég er bara svona benni, mér finnst bara svona, og er það ekki líka sem hefur gerst bara í landsmálunum að þetta hefur svona frekar, bara svona, var ekki talað um að, 20% eitthvað sem að ríki bara fyrir að stækka yfir og þannig að síðustu árum, eða hvað var það síðustu 5 ár, ég mani þetta ekki, fara ekki mitt tölur. Sko, skriffin eitthvað á bákn, þetta er ávinnurinn. Við vorum með Þorvald Gissurason hjá okkur daginn og frábær þáttur og þar spurði ég hana þegar maður er nú hægra meira lífinu sjálfur og maður spurði var svona í gríni hvort er erfiðar að díla við Reykjavíkurborg eða Kópavogsbæ. Ekki í þættinum sko. Nei, en já, ég er aftur að segja þetta. En hann sagði pass í þettinum. Það komið svo óvart, ég bara heyrði það vinstri meirihluti Reykjavík en það er hægri meirihluti í Kópavogi en samt jafn er þetta að díla við sko Almar, ég ætla bara að spyrja það því að þetta er greinilega ekkert bara tengt við Garðabæ eða Kópavogi eða Reykjavík þetta er bara hægt og erfitt og leiðilegt er hægt að gera þetta skemmt hraðvirkara og skilvirkara Já, örugglega, en að því að nefnum Þorvald það er nú kannski ekki verið hjá ykkur en hann hefur nú hreinlega opinberlega rósað Garðabæ og dregið Garðabæ sérstaklega fram fyrir það hvernig við vinnum málin varðandi verktaka og þá sem aðila sem er bara mikilvægt fyrir fólki í landinu svo maður verði nú aðeins hátilegri því að þetta snýst
að fjölga hér íbúðakostum fyrir fólk og allt þetta. Þannig ég verið ánægður með það að Þorvaldur og fleiri hafa verið að hrósa okkur. Það þýðir það að við hljótum að vera að gera þetta bærilega í samanburði við flesta aðra allavega. En ég einhvern veginn er þannig gerður að það er aldrei búið að klára svona verkefni. Og ég myndi byrja á því að segja við erum auðvitað ánægð með það í Garðabæ og við erum svona kannski keppnisfólk í okkur að íbúarnir svara þjónustukonunum mjög sterkt, segja að við erum ánægð með hitt og þetta. Það er leikskólastarf áberandi ánægði hér með við annar staðar. Hér segi ég, já, það er fínt í Kópavogi, því við erum í Kópavogi, hoppum yfir línuna til Garðabæjar. Framsóknarmódelið í Kópavogi, sem þú kalla. Já, þú hendir orra inn hérna af miklum krafti. Sammála því. Ég er meira tíma ástís hérna í Kópavogi, En hérna, mætti nefna fleiri málaflokka, við fáum bara sterka svör, en ég held að það sem einkenni Garðabæ sem þjónustuveitanda er að það er ákveðin kúltúr sem það er okkar verkefni að viðhalda honum eftir því sem bærin stækkar. Þegar bærin var bara 10.000, nú erum við rétt rúmlega 20.000, þá var þetta nánast bara kallfæri, það var svo mikil nánd og sem betur fyrir var sveitafélagi rekið þá þannig að fólk upplifði góða þjónustu. Það sem við erum búin að vera að gera núna á kjörtímabilinu, við erum búin að breyta stjórnskipulagi bæjarskrifstofunar, stofnuðum þarna nýtt svið sem einhverjir fjármálamenn myndu segja býtu hvað þetta gera, nýtt svið og bara einhver fita. Og þetta er þjónustu og þróunarsvið og það er sérstaklega sett upp til þess að keyra umbótaverkefni hraðar, til þess að fara í gegnum þjónustuferlana. Þannig að íbúarnir í alls konar málum fái svörun, þannig að verktakarnir eða hver sem verktakar, ég nefni þá bara vegna þess að þeir eru svo stór partur af tilverunni þegar kemur á uppbyggingu, þeir þurfa eðlilega þjónustu, við erum ofta að veita þeim aðhald líka. Þannig ég vona að það heyrist nú og ég brenn fyrir þessu og ég einhvern veginn er þannig gerður, ég tek þess aldrei sem gefnu, við erum ótrúlega ánægð þegar við fáum góðar niðurstöður úr þjónustukonunum, en svo er bara næsta mál, þetta gengur áfram og við vitum ekkert hvernig íbúarnir svara næst. Nei. Og þá þarf að halda áfram að byggja upp þjónustuna og tryggja að hún sé skilvirk og kannski mannleg. En svo er bara líka mikilvægt að muna að svona einkunn er byggð á, þegar við erum að tala um leikskólamál, þá byggist við náttúrulega langt mest á stjórnendum og starfsfólki í leikskólan. Hún byggist ekki á okkur sem erum í stuðningshlutverki í Ráðhúsinu eða annað þess áttar. Nei, við sjáum það líka bara, það er mikið tala um þetta Reykjavíkurborg að það þurfa að fara að skera eitthvað að fittu niður, það er að milli stjórnendum manna og fara í stjórnsýsluna. Ásdís búin að vera með hnífinn á lofti hérna í Kópavogi. Myndum við segja bara, er ekkert ágreiningsmál um það? Er bæjarskrifstofa Garðabæjar bara vel rekin? Byrjum að þér Lilur? Já, er hún vel rekin? Já, það er kannski augljóslega öðvöldur að hann er nú nær þessu hann er almer heldur en ég. Já, ég meni, með þessu var ég ekkert að setja út á starfsfólki þannig. Þetta er bara, ég hef bara rekið augun í að þetta virðist bara stækka. Alltaf saman hvort það eru hægri flokkar eða vinstri flokkar við völd, það virðist þetta stækka. Ég hef ekkert út að setja við starfsfólk Garðabæjar, bara nota bene. Bara alls ekki. Er hún vel rekin? Nei, ég meina, er þetta að skera niður? Ég meina, þetta sker eitthvað niður. Já, mögulega, það þyrfti kannski bara svona alveg úttekt á því. Ég ætla bara að vera aðeins að skila auð með það. Ég get ekki alveg bent á það. Það er auðvelt að benda á stjórnsýsluna og hún sé og dýr og einhverja framkvæmdir að fara hingað og þangað, skilur en ég þarf að svara þessi betur sérna. Já. En það er kannski alltaf að komið fram að þessi sameiginlegi kostnaður sem er þá stjórnunarkostnaðurinn í rauninni allir í sinni dýrið, hann er lágur hlutfallslega í Garðabæ, viðskiptaráð er nú mjög duglegt að kynna sér þetta og við komum bara mjög vel út úr því og mér finnst það skipta máli. Það er eðlilegu partur á rekstri sveitarfélagsins að hagræða. Ég stend fyrir það, sumir setja það í það samhengi að við séum eitthvað að draga úr þjónustu. En svo er þetta líka ákvörðun. Það er ekki alltaf þannig þegar þú ræður nýja manneskju í sveitafélag að þú getur ákveðið á viðkomandi að sitja í Ráðhúsinu eða getur hann til dæmis verið í starfi út í skólunum. En ég er alltaf í þessum umræðum við fólkið. Ég trúi á það sé betra að hafa fleiri nær börnunum í þessu tilviki heldur en upp í Ráðhúsi. Við meina fína törn sem að menn geta kallað alls konar, en þar erum við fjær, við gegnum hlutverki, en ég trúi á það að sem flesti starfsmenn eigi að vera nær þá börnunum að því ég nota þessa skólalíkingu. Fíla með stjórn. Já, það var þín orð. Næsta liður heitir barnafjölskyldur og bæjarandi vantar stemmingu í Garðabæ. Fyrsta spurning og hún er til ykkar að beggja. Mosó með bæjarhátíð, Hafnarfjörður með jólastemminguna og hjarta Hafnarfjörðar. Garðabæjar og Kópavogur virðast hafa minni bæjarstemmingu.
Skal reynda að gefa hafna fyrir það er king of bæjarstefni. Já, Framsókn kukkir þar, sko. Framsókn kukkinn þar, við erum Fyrir þið að ríða ykkur í gangi í Garðabæ? Í okkur í gang, já, það er hægt að gera betur, það er bara, við erum nýkomin að jazzorpinu og það er svona sko áður en ég fluttu því ég var að spyrja félaga minn hvernig það væri í Garðabænum og hann bara ánað með þetta, sjálfsögðu, að flestu leitin það er einhvers sem bent á þá var þetta væri tildulega lítið að gera og ég held að sé alveg hægt að, ég minnst mikið á þetta í þessum, öllum þessum þáttum sem við erum búin að fara í, að þetta er bara að hafa meira líf bara að markaðsetja bæinn okkar betur og ég ætla að þreytist ekkert að nefna það aftur menn að það er gríðarlega falleg náttúra í Garðabæ, það er við eigum að stefna að fá fleira fólk til að stoppa og borða og með alls konar viðburðum og inn á Garðatorginu sjálfu ég held að þetta nýta það enn betur til dæmis bæði inni hlutan fyrir það sem eru í Garðabæ og svo líka bara sjálft torgið úti sérstaklega í sumarið og gera meira fjör og það held ég að myndi bara bæta bæjabrægin enn meira og sinni hefur þetta sjálfsög líka tekjur fyrir fyrirtæki í nágruninu og ég held að sé alveg veitingastæðinir í Hafnarfirði Kvartekket þegar Sóli Hólmættir í desember Almar, hvað segir þú? Nei, þetta er bara fín umræð. Ég venn nú samt svolítið lítið í mig þegar Hlynur að tala að hann hafi spurt vin áður en hann flutti í Garðabæ. Ég er nú búin að búa það neil alla tíð og rosalega lítur að hafa verið leiðilegt hjá mér. Það var þessum aldrei, hann vildi gaman. Já, ég man alveg Garðabæ sem var alveg ekkert sérstaklega auðugur af menningarviðburðum eða svoleiðis. Þannig við vorum kölluð svefnbær, við erum það hins vegar alls ekkert lengur. Og þú nefndi jazzþorpið, það er dæmi verkefni sem var ekki til þegar síðasta kjörtímabili núna hófst. Við bjöggum þetta til, við höfðum svona klassíska jazzhátíð sem var mjög góð svona fyrir jazzin en kannski höfðaði til tildulega fárra. Nú er búið að breyta því. Við ætlum nú að pröfa núna í tilefni 50 ára afmæli að vera með bæjarhátíð 29. ágúst næstkomandi og það er rosaleg dagsetning, ég veit ekki hvort að Já, við vorum búin að panta dagsetningu fyrir þannig að við ættum að hafa sambandi landskjörstjórn en ég hins vegar skil fólkið í bænum sem er að velta þessu fyrir sér og ég tel það eru rosaleg tækifæri í Garðatorgi og ég er ótrúlega ánægður með að jazzþorpið er að hjálpa okkur í að markasetja það svona bara sem venue fyrir alls konar svona. Við erum með smærri viðburði sem færri vita af, stundum er þetta líka þetta gamla góða að fólk þarf bara að vita meira, það eru pop-up markaðir og alls konar í gangi og það vita færi af því. En bæjarhátíðir og allt þetta er bara eitt besta mál, við þurfum bara að taka næsta skref og jazzhátíðin, jazzþorpið er alveg ótrúlega svona gott dæmi það hvernig er hægt að gera þetta. Ég segi alltaf við fólk ekki láta ykkur dreyma of mikið í einu skrefi. Allt svona tekur tíma og jazzþorpið er dæmi þetta. Það var flott til að byrja því en það er miklu flottar í dag og áhugavert að því að Hlynur vill markasetja okkur meira að það var ótrúlega mikið af gestum sem við fengum. Það var bara mikið af fólki úr öðrum sveitafélögum sem við vorum bara ánægð með að fá. Og ég fekk bara mögulega út af því það koma kosningar, skilur og maður er kannski að tala mikið við það var bara, mjög alveg það okkur ekki meira þessu. Hjarta Garðabæjar. Já, bara, okkur er þetta ekki yfir sumarið, okkur skilur ekki eitthvað í október eða jólin eða eitthvað, þannig að það greinilega fólk greinilega þyrsti í þetta og aftur, þetta er ekkert allt, bara liggur ekkert allt á sveitafélaginu, en það getur hjálpa til með aðstöðu og í þessu stað og það er greinilegt að líka bara eins og bara upp á alla umferð og allt þetta, fólk vill geta komið sér, vill geta gert þetta heima. Við verðum aldrei með alveg allt í Garðabæ sem að höfuðborgir hafa, en það er bara hægt að gera meira þarna og meira gaman. Svo er líka bara mikilvægt og við Garðbæingar höfum verið góði því í gegnum tíðina að hafa sérstuð, að vera ekki endilega að gera þetta eins og hinnir og minnst jazzþorpið passa ágætlega inn í það. Og utan bæjarmenn segja oft að við séum svona sérlunduð og sérstök og við þurfum að halda því, það er eitthvað fegur í því. Klart með það, auðvitað vil ég halda í það. Við ætlum að taka smá, ef að taka persónulegt horn, annars vegar Almarshorni og síðan Hlynsshorni. Já, takk þú í hraðaspurningar á hinu sem varst með enda frá þig. Já, ég viss að því langaði að ég las málið. Þetta er rosalega.
En fyrst við ætlum að koma á Frökar Reykjavík sem eru nýju vinir hjá. Já, Frökar Reykjavík. Frökar Beint á móti MR. Beint á móti MR, Frökar Reykjavík, Kitchen and Bar í Lækjagötu, beint á móti MR. Hádegisverða tilbúð alla virka daga, mismunandi réttir á tilbúði. Sko, það stundum tala að við séum hlaðar gamla mannsins, en fyrir hérna ungu MR-ingar sem að hlusta, að því við vorum nú valdir næst besta hlaðar blansins í VAF 892 held ég. Hvað var númer 1? Skólablaður, mann það ekki. Skiptir heldur engum máli. Sérðu hvað ég menna þetta? Fyrir MR-ingarna núti, þá verðum við hádegistilbúð á Frökar Reykjavík sem geðveikur staður notabenni. Kostar skil og ingenting, eins og við segjum á slæmur íslensku, frábær matur. Sko, því að málið að við erum alltaf með Almar og Hlynindi í setti og þetta eru menn sem að sitja ekki á skoðunum sínum eins og þið vitið sem eru bara að hlusta hérna alla leið. Þannig við okkur langar aðeins fyrir landsvíðu það, því að Almar alltaf í Sjálfstæðisflokknum og Hlynur í Framsókn og Framsókn í smá brekku eins og við vitum, en Hlynur að reyna að rífa þetta í gang og hann að gera sitt allra besta. Sko, ég ætla að byrja þér, Almar. Og nú máttu bara setja Eiríks Bergmann, Óli Harðar gleraugun sko. Ég var í stöpbuxu líka. Please. Sko, hvert þitt mat á vangetu núverandi ríkisstjórnar til að fást við verðbólguna góðu? Já, mér finnst sko, og ég hef reynt að tilengja mig það í því sem við höfum verið að gera, að auðvitað snýst pólitík það að þú verður að vera að skýra og hvað þið langar til að gera og annað, en það líka, ég hef notað frasan á meðal minna samherja bara sígandi lukkaði best. Og mér finnst núverandi ríkisstjórn hafa fallið á því prófi bara strax að því að það voru mjög sterkar yfirlýsingar og kannski ágæta börnin í landinu læriðu hvað sleggja það var eitt af því góða læriðu ekki sem myndbandi en hvernig á að nota sleggju, það hefur ekki alveg gengið eftir og svo er búið að gengisvella hugtaki plan og fleira skemmtilegt já, þannig að mér finnst þau bara ekki alveg fylgja eftir og það eru þetta bara þetta klassíska, það þarf að halda útgjöldum ríkisins í skefjum. Mér hefur fundist þau líka bara fara svolítið skakkar leiðir í skattamálum, bara samsköttunarmál sem að mér finnast mjög sérstök og einhverjir samfélkingamenn voru svolítið upptegnari því hverjir myndu verða mest fyrir barðina á breytingunni sem var gerð og það var fundið út að það væri 2 sveitafélög, annað er Reyndar Garðabær og hitt Seltjarnarnes. Og það er náttúrulega alveg glatað að taka umræðum skattamál sem að varða bara okkur öll og hefur rauninni ekkert með að gera hvar við búum og að fara persónu að gera það eitthvað á eitthvað tiltekinn sveitafélum. Ég veist þetta bara verið hugafar sem að er mér mjög framandi allavega. Já, sko eitt sem langar að spyrja, þú tókst þig sem bæjarstjóri 2022, þannig að þú varst með ríkisstjórnina frægu Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Vinstri græn og svo núna í lok árs 24, byrjun árs 25 komu valkjörurnar góðu. Finnurðu mun á samskiptum bara við ríkisvaldið eftir þessu skipti? Já og nei, sko ég held að það sem er alveg óbreytt er að ríkið eru þetta svolítið krefjandi viðsemjandi eða aðili að vera í samstarfi við, þetta sko fjármálaráðandi með lás á ansi mörgu og það reynir svolítið á sveitafélu við því, bara uppbygging hjúkrunarheimila sem er á álfu ríkisins, það hafði nú verið í undirbúningi en ég þurfti nú að taka lagið með Ingu Sæland þegar við skrifum undir yfirlýsingu hjúkrunarheimili í Garðabæ, þetta kláraðist á hennar vakt og það hafði verið undirbúið og það er bara vel gert hjá henni, maður verður að vera sanngjarn og þóra að segja þetta líka en mér finnst ríkið oft vera bara lengi að ákveða sig og lengi að klára einfalda hluti, dæmum það er dagdvöl, þetta varðar allt eldra fólkið, dagdvalir eru ótrúlega mikilvægt úrræði fyrir eldra fólk. Árið 2023 var okkur lofa 10 nýjum plássum í Ísafold sem er hjúkrunarheimilið okkar niðri í Sjálandi og það er bara kemur þannig frá ráðuneyti, það eru gjörið svo vel, þið fáið 10 nýju rými. Árið 2026, það eru 3 ár síðan, þá er bara ekkert að frétta, við erum ennþá á sama stað. Og þetta er bara fast í einhverju sjúkratrygginga heilbrigðisráðuneytis og svo er eitthvað annar ráðuneyti og það er alltaf verið að skipta hver gerir hvað. Og því að barnamálaráðuneytið, talandi Ingu, fór að skipta sér að hjúkrunarheimilum, þetta er orðið mjög skemmtilegt. Þannig að mér finnst það sem þarf að bæta hjá ríkinu og ég vona það ekki við Garðabæ, það er ekki rétt að ég dæmi Garðabæ hvað það var þar, er að ákvarðanatakan er oft seinvirk og það fara bara mjög dýrmæti tíma til spillis í frekar einföldum mánum. 10 dagdvalarými í Garðabæ er ekki að hafa nein áhrif, það reyfir ekki nálina og úr því að það var búið að lofa þessu þá er svolítið skrítið að þau séu ekki búin að efna það. Já, eitt á lokamánu hleypið þegar Hlynur samgöngusáttmálinn við höfum séð Ara Edvald í borginni verið mikið að tala móti borgarlínunni, hún kemur alltaf eitthvað Garðabæ við, hvað finnst þið ykkur? Sjálfstæðismenn, þetta er alveg beggja blands þarna.
Já, og skýringin þetta svo að samgöngusáttmálin samningur nokkuð margra aðila, 6 sveitarfélög og ríkið og þannig að þetta flókið fyrirbæri. Ég hefði aldrei skrifað undir innan samning, ég skrifaði nú ekki undir hann fyrst, svo var hann uppfærður, ég skrifaði undir það fyrir okkar hönd og ég hefði aldrei verið til viðtals þetta nema að það væru mjög miklar samgöngubætur þar að segja á vegakerfinu sjálfu. Við vorum að ræða þarna þessi frægu gatnamót við. Þetta svolítið meir en bara borgarlínan í þessu sáttmála. Já, og það skiptir máli að varðandi borgarlínuna, þá finnst mér mikilvægt að það komi fram að því að ég skil þegar svona fréttaflutningurinn kemur úr Reykjavík, þá verður fólki í Garðabæ hrætt, ég skil það vel, af því að það hugsar býta á í alvörun að fara að gera þetta eins hjá okkur og svarið við því bara nei, þá ekki að gera þetta eins. Við ætlum ekki að láta borgarlínuna fara yfir akreinar sem núna eru notaðir í almenna umferð, það kemur ekki til greina. Það þarf að leysa þetta til hliðar. En ég vissi að alveg verið tilbúin að segja, ég held að almenningssamgöngunar verða að vera hluti af lausninni. En skipulagslega, og það er Garðabæ sem ræður því innan landsgarðabæjar, þá verðum við að gæta okkar og hinn almenna umferð þarf að vera, hafa nóg pláss eftir sem áður, svo bætist þá almenningssamgöngunar við. Klart, hvað segja framsóknarmenn? Ég, fyrsta lagi og við framsóknarmenn stiðjum hennar sáttmála. Við geta sumir hlutar af King Einar greiði þetta náttúrulega. Já, Build Back Better, var hann ekki? Build Back Better program. Nei, ákveðnir hlutur af hennar finnst mér svolítið skrýtnir. Ég þekki henni ekki alveg þaula, en þetta Suðurlandsbraut virkar ansi mikið, það virkaði ekki bara aukið að það var skrýtið. En þessar stóru framkvæmdir á stoppvegunum, þær eru bara að verða, þær eru nauðsynlegar einhverju leyti. Það er ekkert einhverju leyti, þær eru nauðsynlegar. En ekki líka, mér finnst eitthvað eins og allir flokkar í Reykjavík sem fólk byrjað að draga þetta tilbaka, þannig að samkvæmsáttmála sem að Almar er að tala um. Er það sant? Er það allir? Er ekki bara... En mér finnst bara samfylking vera að stiða þetta núna. Finnst allir aðrir vera og sjálfstæðarflokkur tala um bara... Heildu vegna þess að mér líti á þessi, og þetta er alveg smá flókið, en til þess að dæmi gangi upp með sáttnet með samgöngunar til lengri tíma, ef við viljum einfallega ekki alltaf bara bæta við nýrri akrein, bara eins og við þekkjum sem að borgir erlendis, og þau verður mjög leiðilega borgir að mínum að að heimsækja áfæleis, þá verðum við, og ég því miður sé ekki mikið þar, ég tek stundum strætó bara þetta vill svo til að ég bara er mjög heppin en ég ætla ekki að þykjast vera neitt mikið verið í því, þá verðum við auka hlutdeildina. Við verðum bara að gera það til þess að þetta bara dæmi gangi upp og líka bara eins og fyrir þá sem er á götunum og mér veist alveg og þetta er eitthvað litið kultúrmál á Íslandi, það er bara þannig, hvað hugsaðu ef þú myndir sjá félagi núna á þetta strætóstöð? Ég myndi bara alltaf að fara að dæluna. Nákvæmlega, hann er náttúrulega fullur eða skilin eða djöðar hann blankur, þetta er eitthvað litið kultúrmál og einkabíllinn verður notaður að menna að það er þægilegar heldur en almenni samgangur. Það er svolítið bara... Það veit ekki hversi, ég er blóðheitur hérna, ég er A1 hérna. Og veit eiginlega ekki hvað þessi borgarlína er ég veit þetta er meiri borgarlína. Já, þetta er hjólreiðastígar sem eru lengst komnir og sen er þetta bara stóra framkvæmdir til dæmis sem er þetta síðast við Lyngás stokkur þar, það er í Hafnarfirði, þannig að það er ýmislegt en ég spyr oft hvernig ætti þú að gera þetta með að auka ekki hlut almenni samgangna hvernig við þá að gera þetta ef við ætlum ekki að gera það og sér er góð svona slengt fram bara hráum tölum sem er alltaf að gagnrýna eitthvað út af því hvað þetta kostar auðvitað það hluta bara ábyrgingur rekstri bara með ríkisfjármuni en það verður svona eiginlega líka kannski að fylgja með að sé eitthvað ábati. En maður myndi satt halda að þú byrði í Urriðaholti eða í Akrakverið, Arnarnesinu kannski ekki Arnarnesinu, Akrakverinu eða Arnarlandi eða svo að tala um að þá ætti borgarlína að vera ansið góð fyrir þetta fólk, er það ekki? Jú, Hafnarfjarðarvegurinn er náttúrulega okkar borgarlína það er megin æðin þannig að þeir sem eru nálægt því geta nýtt sér og ég held að það muni gerast og svo kannski það sem fólk í núinu vanmetir í þessu ég er engin ég hef enga þörf á því að tala um þetta sem eitthvað of merkilegt fyrirbæri en við verðum eins og að vera raunsæ okkur fjölgar það þýðir að við þurfum að komast á milli staða og við erum fleiri og þá verðum við að gera eitthvað og fleiri akreinar eins og Hlynur segir er ekki eina lausnin og mér finnst stundum vanta bara það inn og að því að ég er nú hagfræðingur þá er það þannig og það getur bara vel verið að það gerist þetta snýst allt um trade-off og ef að það verður þannig að umferðin þyngist sem að við erum líklega dæmt til að upplifa einhverju leyti. Ég veit alveg að það er óvinsælt að stjórnmálamanni að tala svona, ég ætla samt að gera það því að það gerist örugglega. Þá mun eitthvað að fólki hugsa sér tvisvar og fara kannski að nota almenningssamgöngunar meira. En aðalatriði er að vera ekki að mixa þessu upp. Almenningssamgöngunar verða að vera sér. Það finnst mér að vera aðalatriði.
Já, bara oft sko, þetta alveg alltaf bara setja út á einasta hluta nánast það en það, ég möstu pælistundum í því þegar ég fastur þarna, sem betur við sjaldan sem þarna í sér trafík. Ég myndi halda að vera alltaf fastur þegar ég átti að fara niður í bæ frá alltaf. Ég bara ég fer bara inn í Garðabæ sko. Já. Þú fer ekki Reykjavík sem sniðugt sko. Já. En bara þá hugsa ég bara hvað kostar þetta okkur, allt þetta fólk sem í þessari teppu. Konrad kom með góða greiningu daginn, þetta bara eitthvað bilað dæmi sko. Það það sem stefnan og sem getum við eitthvað rifist ákveðinlega útfæslur á því en það hlýtur bara því að horfi bara á bílafjölda sko. sem fjölgar 60-70 á viku bílunum, hvað getur þetta fólk verið að gera annað? Þetta eru snillingar í umferðinni sko. En þá skiptir líka máli að byggja upp mér finnst skipta máli að við erum að byggja upp og gefa kosta á uppbyggingu skrifstofuhúsnæðis og fleira í Garðabæ, það þýðir og við finnum það að þetta er vinsælt, það eru bæði fyrirtækin að koma til okkar og fólk sem að virkilega velur, það er gott að búa ekkert allt og langt frá vinnustæðan það er ekkert langt síðan að þetta, fólk var ekki að pæla í þessu á höfuðborgarsvæðinu, en nú er það að breytast. 100% endar alltaf hana að vinnur enginn í Reykjavík áfram. Það hlýtur að vera þannig. Skipa fyrir áfram. Við skulum halda áfram. Það er komið að Almarshorninu. Já. Hlynur, þú fæði þitt slaka á. Hlynur gengur bara út. Hann er farinn. Hann er hættur í frambúði. Alltaf koma payday menn aftur. Það er svona með góða vini, þeir koma alltaf aftur. Það er auðvitað bara þannig ég held í dag og ég held að sjóri lenska bara, ef þú ert að stofna fyrirtæki þá stofnar þú payday bara samhlega leið úr komið kennitölu, búin að stofna til bankaviðskipta, stofnar þú payday. Rétt. Stjórnaður ekstrum einum stað, öflugt kerfi sem sameinar reikningagerð, launagreiðslur og bókhald í eina skilvirka lausn og það halda margir þetta sé bara fyrir litlu fyrirtækin. Það er algengi misskilningurinn í dag. Þeir eru með lítil og meðalstór 10-20 starfsmenn og jafnvel enn fleiri sko. En í Almarshornið Almar, þú ert auðvitað maður með alvöru fortíð gæti hljóma illa Já, það byrjar ekki vel maður Nei, nú hefst eftir Formaður stjórnunar á miklu blómatímbili fótbolta hlutansæri framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda forstöðumaður einnar af fyrstu greiningardeildum Íslandsbanka Við byrjum bara því hvert þessara starfa hefur reynt mest á þig? Vá, þetta er einlétt. Já, þetta er nú ekki Bæjarstjóri með sko. Já, bæjarstjóri með. Ég hugsa að bæjarstjórastarfið hafi nú reynt mest á mig en ég held að ég hafi lært ótrúlega mikið af því að vera forstöðumaður greiningardeildar og það er svona kannski, ég var mjög ungur og ég hafi verið yngri en forstjóri FBA því að það var nú þannig að ég fór í þann fræga banka undir stjórn vinna míns Bjarna Ármannssonar sem er mikill snillingur og sko það að vera falin ábyrgð snemma því ég er þarna tæplega 30 og er að reka allt í einu deild sem að eru hvað 6-7 manns, ekki kannski risastór er ábyrgur fyrir opinberi umfjöllun við vorum þarna að gera verðbólguspár og Geir Haarde sá mæti maður kom í fréttir sem fjármálaráðherra og gagnrýndi sérstaklega þessa bankastofnun fyrir óábyrgar verðbólguspár og þetta fyrir unga mann var bara svolítið skóli að einhvern veginn að taka þetta inn og erum við að klúra þessi eitthvað ef að Geir er farin að tala eða hvernig er þetta en það sem situr í manni er að þarna var maður í umhverju og það er svona kannski smá íþróttalíking í því að sko það var rosalega sterk liðseild þannig að við vorum í þessu saman og það var svona circle of trust ef það má nota útlenskuna þannig ég lærði mikið af þessum tíma og líka bara að koma fram þó ég hafi nú fengist við það áður þegar ég var miklu yngri líka en líka bara að horfa á málin út frá mismunandi hliðum, það er það sem maður lærði í greiningardeild, maður var svona svolítið að þvinga sig í það að taka hitt perspektífið á hlutina hvort sem það var þá vorum við náttúrulega pæli í gengi krónunar og verðbólgu og líka bara verði á okkur hlutabrifum maður var orðin alveg bara ótrúlega fróður kvótakerfið sem er nú einhvers konar skrimsli eins og við vitum en maður læriði það og hafði mjög sterkar svona einhvern veginn fjármálulegar skoðanir á því en ég læriði mikið á þessu en það hefur hjálpað mér í núverandi starfi að hafa starfað fyrir fyrirtæki ég var náttúrulega 7-8 ára skeið í þessum lobbyista bransa segja sumir að því ég var framkvæmdastjóri yfir þarna 2 svona félögum og
það mikill skóli að læra þegar þú ert að vinna fyrir fyrirtæki. Það ég veit ekki hvort þið vitið þetta, en forstjórar og stjórnendur fyrirtækja eru svona býsna kröfuhörð hjörð. Þannig að þar lærði maður svolítið að meta feedback og einhverjir voru að nýta í mann, þetta var nú, þið klúruðu þessu því að gera þetta öðruvísu og allt það. Maður tekur það svolítið með sér síðan í pólitíkina og svona stjórnunarstarf í svona tiltölulega stóru sveitafélagi á íslenska mælikvarða. Tökum þetta líka. Hvað undirbjóði mest best fyrir bæjarstjórastólunni? Einhver leiti svaraði, ég ætla bara að fá skjótið þess að þau erum nokkra hérna. Hversu gaman var að taka því Invincibles season með stjórninni 2014? Og hvernig var dagurinn í Kaplakrika síðasti dagurinn? Það bara kemur þögn hérna, það bara svona til þess að byggja upp spennuna. Nei, ég held að störfin í stjörnunni, mér nú minnist eftir ég byrjaði sem formaður að þá spurði mig ykkur, hver strákurinn þinn? Já. Og þá held allir að ég væri formaður í knattspyrnudeildinni vegna þess að strákurinn minn, og þau voru nú svo ungkrakkarnir á þeim tíma, það var náttúrulega enginn á mínum vegum í liðinu. En allavega, ef við förum bara í 2014 og þá var þetta náttúrulega ótrúlegt ævintýri og það fyrsta sem ég man, við höfum auðvitað tekið afdrifaríkar ákvarðanir, skiptum þjálfara, Rúnar Páll hafði verið með okkur en við gerðum hann að aðalþjálfara og sá góði drengur og eiginlega fyrsta minningin á þessu sísoni á Samsung-vellinum einhvern tímann snemma í júní og það leikur gegn Þrótti Reykjavík í bikarnum. Alveg rétt, og í bara 32 liða úrslitum með eitthvað svoleiðis. Já, passar. Svo bara labba maður heim, bara þetta ekki gott maður, við erum dottnir út í bikarnum og ekki það maður vilja vera hrókafullu gagnvart Þrótturinn, þeir voru í deild neðar en við, en allavega svo fór þetta bara stað og leik eftir leik, mér minnistætt að Pablo Puniet sem að leik með okkur þetta tímabil, þá var á móti Þór Akureyri á heimavelli, leiktími búinn, staða jafntefli og hann tekur aukaspyrnu svona 10 metra fyrir utan teig og náttúrulega klínt honum upp í vinkilin. Það var ekkert flóknar en það. Og þá hugsaði maður svona, heyrðu, þetta og svo hélt þetta bara áfram og ég tek nokkra svona sketsa, þá erum við komin á Fjölnisvöllin í ógleymanlegu leik því að það var eitthvað fokk á skipulagi KSÍ og leikurinn var spilaður eiginlega bara fyrir hádegi. Þetta var náttúrulega orðið dimmt og þetta er grasvöllur og engin ljós og svo herra Fjölnir, ég man nú ekki hvað hann hittir. Gunnar Már Guðmundsson. Vel gert, já. Ég held að það hafi verið hann. Leikurinn endaði 1-1 sem var svona blessun fyrir okkur. En hann var komin eins mikið einn inn fyrir og hægt í fótboltaleik. Hann var svona 20 metrum fyrir innan stjörnuvöllina. Maður hugsaði bara og við vorum alltaf, Stjarnan og FH voru þarna, við vorum alltaf einu stigi á eftir FH, alltaf velta þá. Og þarna voru líklega 2 fyrir eftir eitthvað svona og maður bara þarna draumurinn. Ég fann að blóta svolítið í Heitti Hamsi, við elskum það. Passjón. Já, og þarna sá maður bara draumi fara, þangað til að gaurinn alltaf bara steig á boltan og náði ekkert að klára færið og þetta er bara sönn saga. En síðan auðvitað 4. október 2014, bara sælla minninga, það er náttúrulega ógleyma og fyrir sjálfboðaliða í þessu og ég sagði þetta nú Einar Karl, þann góða dreng sem er formaður körfuboltadeildar Stjörnuna núna þegar titillinn vannst á Króknum. Ég sagði við hann Einar, ég veit hvað þetta gangi í gegnum, það er erfitt að lýsa því en endilega njóttu þess. En þessi Kaplakrika leikur, það þekkja hann og fleiri, hann er náttúrulega bara eitthvað algjört annað, en það sem situr í manni eftir þetta er að ég var auðvitað bara þarna á bakvið liðið og við fleiri auðvitað, en sko þakklætið í fólkinu, þú veist, það er auðvitað haldið partí hérna kvöldið og ég meira segja að var að hjóla, þetta var þannig, Krikinn er svo stutt frá og þannig að ég ákvaði að hjóla. Já, hjólaði ekki tilbaka. Jú, ég hjólaði nefnilega tilbaka. Alveg, menn er í hlutverki, menn er ekkert en allavega ég hjólaði yfir hraunið, það er mjög fallegur hraunstígur og hann liggur þarna framhjá ónefndu heimili, ég kýsa að hafa það ónefnt og sem ég hjólaði framhjá heimilinu þá bara, heyrðu, þú ert ekkert að fara lengra, þú verður að koma inn og ég var auðvitað drifinn inn í partí þar sem að ég hitti bara tárvota feður Stjörnunar eiginlega, þetta eru kallar sem að sumir eru fallinni frá, þetta voru bara eldri menn og þeir voru þarna bara grátandi og þá svona einhvern veginn fattaði maður, ok, þetta er svolítið stórt og þetta var auðvitað fyrsti titillinn okkar og og svo auðvitað var þessi leikur það þekkja hann allir, það er bara eins og
hvað kallaður þennan stóra, það er bara eins og þessi stóri hafi Stóri G. Já, stóri G, hann hafi bara skrifað handritið og sennilega hefur hann gert það. Já, það er mjög líklegt sko. Já. Þetta var ótrúlega gaman og hérna Svo mættu eitt stykki Inter Milan líka. Já, svo var það og þessi Evrópu vegferð var náttúrulega svakaleg og það var ótrúlega, það er einhverjir þættir núna á sín þar sem þeir að rifja upp eitthvað svona moment Já. þar á meðal er Ingvar Jóns allavega. Já, og Atli Jó á móti Móðuvel og hver var aftur að lýsa, var það Rikki G sem var svona einhvern veginn Íslandsfrægur fyrir lýsinguna og það var svona típist, það var komið framlenging á móti miklu betra liðið en Stjarnan og það þurfti að krista eitthvað fram og þá kemur bara eitthvað negla lengst utan að velli frá alla. En þetta Interdæmi var náttúrulega alveg ótrúlegt og í fyrsta lagi leikurinn hérna heima, þar sem að við fluttum hann á Laugardalsvöllinn og það voru 10.000 manns á vellinum ef ég man það rétt. Í alvörunni? Já. Og þar byrjaði eitthvað sem að stjörnufólkið hefur nú haldið áfram á körfuboltaleikjunum. Þar held ég að hafi bara fyrsta skipti á Íslandi gerst að stúkurnar voru að kallast á. Já. Þannig að öðrum megin hljómaði Stjarnan og þá sögðu hinnir Stjarnan. Já. Ég gæti sungið lagið allt en ég ætla að lífa ykkur við því. Koma svo stjörnumenn og allt það. En og svo auðvitað var bara hálfu Garðabærin í Milano og leikurinn tapaðist nú 6-0 en þetta er ógleymanleg ferð fyrir alla sem hana fóru og við fylltum þarna virðulegt torg fyrir utan Dómkirkju Milanoborgar, þannig að þetta var bara algjört ævintýri og maður fann það svo sterk að fólk var kátt með þetta en kútos fyrst og fremst á liðið af því að þarna bæði Rúnar og leikmennirnir að menn einhvern veginn heldur fókus, það var rosalega mikið böss í kringum þetta allt, bæði Íslandsmótið sem að Stjarnan á þeim tíma var ekki vön og líka allt þetta Evrópudæmi og menn voru bara í alveg reisor fókus allan tíman sem var ótrúlega flott hjá þeim. Líklega bara besta lið sem séð, allavega topp 3-5 ég ætla bara að segja eitt besta lið allavega sem ég sé. Káir á þessu tímabili. Það eru 5 leiki búnir sko. Ég ætla að vera erfið við núna Almar, besti leikmaður í sögu Stjörnunar í fótbolta. Þetta er sko rétt fyrir kosningar að koma með þennan sko, þetta er það er bara eitt sem er ránaður. Hér eru bara töpuð atkvæði undir sko. Getur ekki valið Hlyn Bænis? Nei, en þú segir í Stjörnuna, hann gæti farið á milli, ég gæti bara tekið sko, farið svolítið út fyrir boxið og valið bara Vignir Hlöðversson blakara sko, sem var geggjaður blakari. Ég má það ekki. Nei. Ok, ég Í stjörnubúningnum á fótboltavelli. Já, í stjörnubúningnum á fótboltavelli. Þá verður maður auðvitað að fara í hjarta. Þetta verður að vera einhver alveg rótgróin stjörnumaður. Ég gæti auðvitað að gefa Sveinbirni Hákonarsyni frænda mínum sjátt sem að spilaði með liðinu upp úr 90. En ég ætla að henda þess á Veigar Pál Gunnarsson. Ég held að hann hafi verið svona hæfileika ríkasti gæinn og einmitt þetta ár 2014 og þá við spiluðum nú svo sem ekkert mikinn sóknabolta þetta sumar. Hafið áttað ykkur á því? Nei, það var þannig sem sagt. En Veigar var svo góður í að halda boltanum þannig að það sem hann náði alltaf að gera var að gefa mönnum bríþer og hélt boltanum og þannig ég gef honum þetta en Atli Jóvinnu minn þó að hann sé ekki uppurunalegu stjörnumaður, hann var líka svolítið skipti máli í þessu, hann var svolítið góður í fótbolta. En já, Valdi Kristófers, Ingólfur Ingólfsson, þetta eru kannski menn sem er á minni kynslóð. Bjarni Ben. Lúli Jónasar, bara svona að henda einhvern öðvöðin. Já, Lúli sko er 2 árum yngri ég og sko þegar hann var farin að rífa kjaft við mann sko Var hann ekki alveg hafsend? Jú, hann var og hann hefði mögulega getað náð lengra, hann var að því að hann er svo mikið stykki, hann er svo með góða holningi í þetta allt saman. Já. Þannig að jú, það eru margir flottir en Bjarni Ben, þá verðum við að tala um James Bett. Já. Eru það að tengja? Heyrt þetta nafn marg ofta en ekki mikið meira það. Nei, hann fór í óþægilegt návíi við Bjarna og Bjarni spilaði ekki í fótbolta sem var leiðilegt. En þessi strákar, ef við slúttum þetta á því að þá sko Bjarni, Valdimar Kristófersson, Sigurður Bjarnason sem var reyndar atvinnumaður í handbolta, þetta eru auðvitað menn af minni kynslóð og fleiri voru góðir, Biggi Sigfúsar og fleiri. Sko Valdi og Siggi í það minnsta, ég nefndi vonandi Ingo, hann var þarna líka, en Valdimar og Siggi Bjarna, þeir hefðu bara orðið góðir í hvoru heldur sem var og af því að ég átti þennan frænda Sveinbjörn sem er móðurbróðir minn og spilaði með liðinu þegar það var svona að komast áfram þá var þetta svo easy og þá
var mikilvægur leikur fyrir norðan, fyrsti leikur í móti, þannig að Jói Atla sem þá var þjálfari fótboltaliðsins hringdi í Gunnar Einarsson sem að einmitt var nú bæjarstjóri í Garðabæ líka síðar, hann var þjálfari handboltaliðsins. Heyrðu, Siggi helviti góður í fótbolta, hérna megum við ekki fá að lána þér í 1-2 leiki og Gunni samþykti það nú og Sigurður Bjarnason spilaði center í 1 eða 2 leikjum í efstu deild. Og Svenni frændi sagði alltaf við mig, þessi drengur svo vitlaus, af hverju ætlar hann að fara í handbolta? Og Siggi var náttúrulega frábær í handbolta, en þetta lýsir þess ágætlega svona þetta og þá auðvitað við stelpurna líka, þessi góði íþróttamenn, þeir oft sko geta miklu meira heldur en þá íþrótt sem þeir hérna leggja fyrir sig. Já, klart. Mjög gott, ég ætla að fá að grípa akkurat þessi loka orð og ferum okkur í Hlinshornið og það auðvitað kvikmyndaskólinn. Ef þú ert með brennandi áhuga á kvikmyndum, sjónvarpi eða stafrænni miðlum, þá Kvikmyndaskóli Íslands með einstakt tækifæri þessa stundum. Heldur betur. Og að gera skrá sig á þeim. Og fyrst við erum að fara í Hlinshornið, Hlynur, og kannski ætla ég að leyfa þér að eiga sviðið og segja okkur aðeins á David Jones. Já, þú meina það. Herðu, gaman að maður fá nú eitthvað hlutverk hérna. Það ekki sagt, þetta eru dölum á David Jones, hérna frá Svíþjóð, kemur ekki frá Svíþjóð. Jú. Hérna besta bragðið hérna svona piparbragðið. Og svo sour cola, þið verður að tjekka því, ef þið ekki þannig. Og svo var eitt í viðbót daginn, hérna, menn með ekki falla í sama pitt og ég er að overdósa. Já, þú ert að Ég er að taka bara heilan póka og hann bara horfinn og maður lítur ekkert vel út heima. Það því með það svoleiðis. Það lítið eftir skiptana. Já, þannig að og ég kannski bara laumaði að ykkur bara heimilisfanginu og var fínt að fá bara nokkra sko. Já, það bara minnsta mál að græða það. Ég held mig við þess að þegar ég er búin að gleyma hvað einn heitir, það þrennt sem bara góð. Þetta kemst ykkur eina skipti. Já, þetta var Hlinshornið, takk, Sko, auðvitað uppálega frá Grundarfirði og vekur eftirtekt þar allt í einu mættur í Laugardalshöllina það sem tap fyrir KR sko, og ég teki eftir því sko, þú ert prinsipmaður og hérna þú ert ekki if you can't beat them, join them guy en þú tekur samt smá Durant til Golden State eftir að þú flytur í bæinn og ferði í KR og gengur hann til liðs við Dag og Þú ert ekkert Jón Arnór og nýbyrjar í körfubolta, já þetta var kannski ekki alveg sami maður og í dag, Helgi Magg, en þetta var hörku lið hann í KR síðan það sko og að þú veist, tala um á Stóri G hafi skrifað handriti sko, ef við skoðum ferilinn spila sérna í Borgarnesi þegar mamma flytti þangað með Skallagrími og þaðan í Snæfell og ert þarna auðvitað með stuttustopp í Hollandi í 10 ár og endar á titli sama einhvern veginn með Stjörnunni þegar það kemur við erum auðvitað með Svíþjóðna líka inni en þú veist, og endar aftur á titli kannski aðeins bara segja okkur frá ferlinum ef við förum yfir að stóra Já, fyrst að þessi þeir titlar sko, sem að, já, ég veit þetta er eitthvað svona frasi þeir eru svolítið frábær minning þeir eru einhvern veginn er ekki stærsta atriði í þessu og þeir eru bara að byrja að tala þessu stráka sem að kynntist í KR sínum tíma og allt þetta fólk og ég er stundum talað alveg ópæsakvæmt það, ég óska að ég hef tekið stundum betri ákvarðanir, eins og allir bara dramatisir en það ekkert, en ég hef ekki tekið betri ákvarðanir sem ungu maður en að einhverju tímaböti sko það er eins og þetta hafi verið skrifað bara upp sko bara einmitt að vinna titlan eftir líka svona langa svona, hvað segja, þetta gekk svo hægt sko, það maður þurfti virkilega að hafa fyrir þessu þetta var ekkert rétt, einhverju 5 titlar í röðu eins og Káur var hérna með árið sko ekki þegar ekki þurfti að hafa fyrir því, en það var ennþá sætara já, og bara svona í amesturinu, sérstaklega núna kannski eru kostingar, maður er ekki mikið að hugsa um þetta en mjög oft bara því hugsa tilbaka, þá er þetta bara svolítið mótað allt mitt líf að hafa verið í þessu tengslinn og allt þetta og ég bara ég er ekki sagt ekstra ég er bara þakkulega fyrir samfélgina í raun og öðru sko þetta var og ég veit að það er ekki við verum ekki að tala um eitthvað afreksfólk en ég þess vegna vil maður bara hvetja sem flesta þess að þetta þessi spór sko að reyna að vera að hluta eitthvað svona samfélagi ég verð bara að spyrja hann var að segja vera að verða klökkur þó okkur að ég er kannski ekki klökkur ég ætla ekki að fara að gráta nei, ég er ekki að gráta nei, ekki strax allavega nei, ég ætla bara að spyrja, þú lítur út eins og $1 million sem það ég setti og þeir gera það báðir þú hefur alveg tekið skóna fram fyrir þessu úrslitakeppni, ég menna að það er meiðsli í Stjörnunni já, það væri samt erfitt sko
Þetta er svo mikið spurningum úthald og svona, maður helvíti fljótur að missa það, sko. Aha. Já, ég hefði getað ángriðs, ég getað komið og tekið svona 2 mínútur. Ég hef getað gert það. Já. Ég byrjaði að finna þetta fyrir að þetta it's a young man's game. Það var bara þannig, það var erfitt að fá, eins og ég segi, það var alltaf verið að henda einhverjum bandarískum bakurum á mig og láta hann hlaupa fram í mér. Þetta var svolítið erfitt. Þetta þetta áhugað sem þú nefnir, Birkir, af því að þú veist, horfandi utanfrá bara, akkur drífur ekki bara fram skona, þetta ekkert mál, en þú veist, svo svo fáránlega stutt á milli í þessu og mér langar að taka dæmi 2009-2010 tímabili hjá Hlini í Álftanesi þegar hann bara við það að leggja skóna á hilluna mögulega, allavega hann veltaði fyrir þér hann en ákveður síðan að fara inn í undirbúningstímabili að fullum krafti og endar bara einhvern veginn uppi þarna sem þjóðheitja, bara vinnur allt sem hægt að vinna, hvað einstaklingsvelum verið meistarar sko já, bara ef þú kannski segir okkur aðeins hvað einmitt stutt á milli í þessu sko. Það rosalega stutt á milli oft þegar við segjum við tölum stóra geð og allt það, en það bara eins og til dæmis þegar fólk vinnur, þegar fólk talar sigurvegar í íþróttum, þá það oft svona kannski stærstu leikmennir sem fá mesta kreditið, en þegar ég leit tilbaka á minn feril, þú veist, þá voru bara hluti sem fóru annarkvort úrskeiði svona sem að ég hef getið unni 12 sinnum Íslandsmeistaratitilinn ef allt hefði gengið upp og eða 0 eða ekkert hefði gengið. Þetta oft svo óboðslega stutt á milli og stundum virðist þetta hálf tilviljunarkennt þess að við erum kannski að sjá með Stjörnuna núna, þeir lendi í öllum þessum meiðslum en líka í fyrra, þá eru hlutir sem að bara enginn hefði getað skrifað. Menna við erum með manni svo Hilmar Smára sem setur eitthvað fáránlegt skotið DeAndre Kane, bara 4-point play og við vinnum þann leik. Menna Július Orri, guð blessa hann setur bara 9 stig og króknum á nokkrum mínútum, er ekki fílu. Það svona fullt af svona hluti sem það hugsa tilbaka. Hvað þetta En það heppni? Þetta ekki bara, þú veist Nei, ég vil ekki meina að þetta sé heppni. Ég vil ekki meina að ég að tala bara, þú veist, færði ekki bara alltaf þann árangur sem átt skilið? Ég veit það ekki alveg, það væri svolítið fallið að segja það. Ég held að fá svona nánast. Sumir reyndar því miður, út af einhverjum ástæðum eru bara óhefnari, meðslum og allt þannig. En já, langoftast færði það sem þú leggur á þig. Það er þannig. En þú ert líka rosalega, þetta er svolítið liðsíþrótt alveg svo bara, já, fótbolti. Þú ert rosalega háður öðrum. Og ég stundum notað svona, þetta er mjögulega fáránlegt dæmið hvað ef Michael Jordan hefði bara viljað spila í Sacramento. Það er bara heima þar og hvergi annars það vilja búa. Hann var líka og bara allir sér bestu íþróttamenn, rosalega háðir því og allir orðspori kannski háð fólki sem að fólk veit ekki hvert er. Það er bara þannig og þeir minnast á þess að sjálfbóðaliða í kringum þetta og það er eitthvað sem læri þú verið eldri, þú verið yngri, þá bara finnst þér bara allt sjálfsagt, allt gangi fyrir sig, það sé bara búið að þrífa á gólfið, það sé bara ekkur á klukkuna og dæma leikinn og allt þetta. Þetta er rosalega mikið á fólki í kringum þetta sko. Þetta er, já, sem að, já. Stutt á milli í þessu. Algjörlega mjög gott kannski bara færum okkur að því við eigum haug af spurningum hérna. Ef að segja þetta séu riddara hraðaspurningar? Þetta eru hraðaspurningar. Já, komið tíma á hraða. Ég hef ekki að segja það bara. Ég tók svolítið eina spurningin sem var actually hraðaspurning. Setti jú á það. Þetta, sko, ég átta mig samt á því að það er einhver spurningarna sem verður erfitt að svara hratt og þið bara með það. En hérna, við reynum að leggja upp úr því að hafa hraðaspurningarna. Lengjan er allavega að gera það. Já, þið gera það. Getið sett spennu í leikin og tippa þar. Stuttu íslenskt íþróttalíf ef þið heyrið ekki ágóðan sjálf og allir að drífa sér skoðandi frumir rétt, en strákar, þetta sé nú bara einföld já eða nei, ESB-málið er komið aftur á dagskrá, viljið þið kíkja í pakkan? Nei. Samhljóma, alltaf fallegt flott, byrjaðu látum okkur sjá, ég ætla að fara strax í hérna, eina sem ég átti hérna, Kári Kristinn spyr hversu mikill kóngur er Slobodan Subasic? Já Slobodan Subasic, út af það veit þið veit ekki hver þetta er eini maður sem hefur verið rekinn á milli 3. og 4. leiks í úrslitakeppni. Já. Það gekk ekki allt nógu vel. Þetta var góð drengur sem var á Stæmastað þarna í nokkra vikur. Þetta er svona svipað eins og eða ykkur úr Stjörnunni verið rekinn, eða úr Tindastóli verið rekinn núna á milli 4. og 5. leiks. Já. Þetta er ekki algengt. Þetta er ekki algengt. Og hann var ágættur í körfu, sko. Þannig að hann, já. Það var ekki vandamáli. Gunnar Helgi, fyrirhundi bekkjabróður minn og Vestló og fyrirhundi leikmaður KFG spyr hversu mikill kóngur er Tommy Almars, KFG legend? Já, vá. Þetta er hraðaspurning. Þetta er tenging, hann það. Já, þetta er og þetta er náttúrulega sonur minn. Já, hann er náttúrulega sko, hann er allavega prins. Nei, hann er hérna allavega baráttuglaður á velli og hérna lætur finna fyrir sér. Mér hefur statið fyrirmyndar. Það vantar aldrei keppniskapi í þann unga mann. Ég er stoltur af því. Já. KFG legend. Til eitthvað beggja, er sætið hans Jökuls heitt? Nei, það held ég ekki. Nei, ég held ekki.
En það gríðlega væntingar í Stjörnunni og bara þessi business þannig að það gengur mýla þá verður heitt, það verður annars varum við að fara eins og kettir í kringum heitan graut. Já, það er metnaður í Garðabænum. Það er metnaður í Garðabænum, en ég er hann inn og ég myndi ekki heyrt það. Nei, ég held að það sé nú ekki heitt, en auðvitað þetta er ekki að ganga eins og menn ætluðust til og svona, maður getur kannski nálgast til þannig. Það er ákveðin vonbrigði fyrir mig að því við vorum að tala gamla góða tíma, þar sem að svona kjölfestan í liðinu var mjög traust, það sem að fari of langt í 2014 liðum. Ég veist það vanta, þetta er ótrúlega skemmtilegt sem við verðum að spila í boltanum, en þegar allt kemur til alls þá verður að vera ákveðin lykill aftarlega á vellinum og ég finnst það hafa verið aðeins og flæðandi hjá liðinu. En ég held að Jökull fái nú tíma til þess að rétta þetta af og ég held að hann geri það. Já, hann gerir það. Það er mjög gaman að tala um Jökull og fótbolta. Hafið þið fengið henni það? Já. Við fengið alla. Ólafur Ragnar Grímsson á leiðinni, sko. Hvað séru? Ólafur Ragnar Grímsson að koma eftir, sko. Og má ég vera með hún líka? Nei. Það var bara á eftir. Er hann bara hérna, er það á nóttunni líka? Hann kemur klón 1. Jökull snýri svið. Já, ég held það líka. Við höldum í Jökli talandur hraðaspurningar. Þessi er Hlins og þetta er svona eins ólíkt hraðaspurning og hægt en þetta er hlustandi til spyr og við svörum kallinu. Til Hlins, stefnuskráin í Framsókn almennt. Þetta hljómar allt mjög vel, eða vantar bæði kostnaðartölur, tímasetningar og forgangsröðun í stefnuskrá ykkar. Hljómar er svo óskalisti sem allir geta skrifað en þegar kemur að því að framkama þá hyggst það nú flestir. Getur þú nefnt dæmi hvaða verkefni þið ætti að fresta eða skera niður til að fjármagna þessi nýju loforð? Nefna dæmi, takk. Já, það er frábær spurning. Það sem ég hins vegar hef einmitt verið í þessari kosningu, ég býst ekki við að allir hlusta á allt sem maður hefur sagt, en þá hefur einmitt verið að benda á eitthvað sem getur verið tekjuaflandi. Og við höfum bent á hagræðingu í skipulagsmálum, við ferlunum þar, stjórnsýslunum þar. Þannig að hvað maður ætti að forgangsraða, við höfum talað fyrir stemningu miðbænum, en það er ekki, við erum ekki að forgangsraða því fyrst, skilur. Og hvernig með fleiri, ég þarf að muna þetta meira. Það var svolítið margt í þetta, þetta er alls ekki hraða spurning, en... Já, viltu fá fleiri það var eitthvað meira í svarinu, sem ég þarf að... Já, hann talaði bara um að vantaði kostnaðartölu tímasetningar. Nei, við settum einmitt fram til þess með kvattapeningana. Hvað þeir kostu, 90 og það var tildulega þægilegt reikningsdæmi. Ég var að minnast á það áðan varandi skólamatt. Þó að ég myndi alveg vilja hafa alla bara á launum hann við að vera matráður, eða sérstu vera með hverju skóla. Það var kannski ekki hægt. En að þessu sögðu út og það er alls ekki hraðspurningar, þá er það nú algengar með þá sem er í mínu hlut að horfa hlutinu utanfrá. Ég held að við höfum gert mjög vel í því í Framsókn að einmitt að benda á að það sé ekki hægt að fá allt. Til hins, í einhverju klippi var Hlynur að tala um að þeir vilji ekki að afreksbörn greiði sjálf fyrir landsliðsferðir. Er þetta pólitík verið að reyna að lokka afreksbörn og fjölskyldu þeirra yfir í stjörnuna með loforðum að bærinn borgi brúsan? Já, ég var ekki búin að hugsa til þennan vinkil. Nei, ég bara stend mjög er að því að þeir eru keppi fyrir Íslands hönd. Það átti ekki að greiða, þú ert að keppa fyrir Íslands hönd. Mér finnst þú ert að keppa fyrir Íslands hönd. Það bara liggur í orðan og hljóðan. Nei, það væri eitthvað skonar, það væri 8D, 7D skák ef þetta væri leitis að lokka afreikskrakka í þörundu. Nei, og ég skal bara segja, það er ekki mörg lönd sem gera þetta svona, að þessi svona hár kostnaður og þetta er ekkert stærsti óperið, þó eitthvað, það er rosalega margar íþróttir sem liggur undir og félagi minn sem er frá Króatíu þegar ég spurði hann hérna hvort það væri svona þar. Króatía hefur nú tölvöld verð efnahagslega en við og hann svaraði þess að myndi enginn koma eða þurfti að borga þessu tölur. Svarið var hjá honum, þeir myndi svara what the fuck do you mean? I have Croatia on my chest. Besta íþróttaland í heiminum líklega. Já, þeir eru þetta geggjuð íþróttastjóð. Þessi til Almars, nú er alveg ómögulegt að fá rástíma í gólfið í þessum bæ. Á að geta farið frekari fjárfestingar á því sviði? Já, þetta er það er nú hægt að telja held ég 54 golfhólur í Garðabæ og að því að hagfræðingar elska per capita umræðu þá er þetta óvenju blómlegt í Garðabæ og beinast nú spjótin að öðrum sveitafélögum sem ég veit að vinni mínir í Kópavogi er að díla við og hafa áhuga að byggja upp. En já, við það sem er að gerast hjá GKG, þar er náttúrulega svæðið að fara í umbreytingu, við fáum ekki fleiri hólur, við fáum miklu betri völl og velli. Oddur er að stækka, það er bara á leiðinni. Og svo erum við í verkefni út á Álftanesi þar sem við höfum áhuga að fá alvöru 9 hólu völl í stað þessa litla sem að nú er notaður sem er reyndar ótrúlega þokkalegur með að við hvað landsvæðið er þröngt. En þetta er það sem er á döfunni í golfi og það eina sem mun gerast er að blessaður Setbergsvöllurinn, hann mun verða undir í bókstaflegri merkingu. En við höfum mikinn áhuga á golfi og það er bara gaman að því að Garðbæingar eru mikli golfarar, talandi per capita, það er alveg mikil ástundun á golfi, bæði hjá fullorðnum og börnum í bænum, sem er bara flott. Klárt, næst spurning, hún til ykkar beggja, Gunnar Örn spyr, vissu þið að Álftanes er hluta Garðabæ? Þetta er eitthvað sneið þáma.
Já, þetta ekkert í mín, þetta alls ekkert í mín, ég vissi að þú vel að ég fluttur ángað. Og hefur kostningar rétt. Já, ég bara nákvæmlega, það væri þó dýrasta kostningatrykks í heimi ef að þessi fjárfesting hefði verið gerð til þess að... En Almar, heldur að fólki líði svona Álftanesi? Já, sko, maður á allavega ekki að slást við upplifun fólks eins og ykkur sagði og þetta stundum þannig að fólk á Álftanesi orðar þetta svona. Mér finnst það bara að tala með okkur, sko, stærsta fjárfesting Garðabæjar þessa mundir fráveituverkefni sem á Álftanesi. Þetta eru þetta, sko, já, menn geta valið hvernig þið tala þetta er mjög nauðsynlegt verkefni, skilur okkur hreinni ströndum og svo framvegis, en þetta er svolítið onni í jörðinni verkefni. Við erum búin að fjárfesta í stúku þannig að það sé hægt að halda þarna alvöru leiki í íþróttahúsinu, gervigrasið hefur verið endurnýjað, þið heyrið að ræðan er svolítið smúð og við erum búin að endurnýja leikskóla þarna og skólalóðir og svo framvegis, nýtt félagsheimili fyrir eldri borgara, allt er þetta á nesinu fara, betri gatnamót Álftanesvegar og gamla Álftanesvegar og nú skal ég hætta. Þannig að mér finnst það kannski ekki alveg sanngjarnt að þessu sé stilt upp þannig að við séum að gleyma Álftanesi, en Álftanesi er í uppbyggingu og það þýðir að það eru frágangsmál þarna sem að við erum ekki búin með. Það eru vinnuvélar þarna í Breiðumýrinni as we speak, Hlynur er ekki það því að hann býr þarna og það er verið að malbygga og ganga frá og ég vona að túnþökurna mæti á morgun eða hinn og allt þetta. Það er forseta byggarinn í húfi sem er talandi um bæjarhátíðir, glæsileg bæjarhátíð á Álftanesi, sjálfsbrottin af fólkinu sjálfu. En nei, við gleymum ekkert Álftanesi, en ég skil sjónamið og mér finnst það bara allt í lagi og góðir álfnesingar með alveg punda á okkur að við höfum að gera meira á annað þess átt. Ég kvenka mér ekkert undan því, en auðvitað held ég því fram að því að við höfum, það sem við bara enginn kjörtímabili að við erum búin að gera svo mikið og þá alveg við Álftanesi eins og aðra staði í bænum. Nei, þetta er bara að segja, að maður heyri svolítið umræðina nút frá og ég þarf að sé bara djókið, þetta vissi ég hver að væri út og ég býða hana. En þegar það er svona upplifun þeirra þá kannski ekki að slástu upplifunina og þá þarf bara virkilega að greina það. Þeir upplifa einhvern veginn að það sé svona gengja hægar til verks út á nesi. Það er svona einhver leiti upplifunin. Ég held að það skýrist svolítið bara til útskýringar að þá geta menn hort til Urriðaholts. Urriðaholtið er eiginlega alveg búið í uppbyggingu, svo uppbygging sem á Álftanesi að komast á það stig að það er komið að fráganginum. Það er svona bara gott að útskýra þetta. Já, fyrst við erum komin aftur þangað, þá er yfir höfu bara bæði í Garðabæ og annar stað, þá er það bagalegt inn í þessum hverfum hvað þetta tekur langa tíma. Þá er ég minni bæði inn í hjá verktökunum sjálfum og hinn og opinbera. Það væri til allra heilla, það getur oft verið bara fjárhagslegar aðstæður hjá einhverju verktöku sem getur valdið þessum töfum, en það væri til mikils unnið bara bæði fyrir íbúana og alla, þetta myndi klárast bara fyrr. Það er svona sko maður heyri þar. Klart, Pétur Rúna, markstjóri heima, hann spyr, hversu trúar er Hlynur? Ég er ekkert endilega að pæla í svona eitthvað svona metafísísku spurningum hvort að Guði sér til og ég er engin trúanöttari, ég ætla ekki að segja það. Aðalega hef ég bara fundið sálarró og svona frið í þessu og ég hef gaman að pæla í stóru spurningum eins og allir en sko nákvæmlega hvort að sköpunarsagan hafi gerst nákvæmlega eins og er skrifað, það veit ég ekki. En ég trúi á og mér finnst svona hálf skrítið að vera hérna og trúa því að við séum ekki með það aðstæðin í heiminum og ég ætla ekki að fara yfir það núna, en það er eitthvað til sem minni mig heitir veðmál Paskals held ég að það heiti og það er bara ágætis bett að trúa sko. Það er hérna ef þú bara heldur við þessi gildi og að mér líður svo einhver leiti svona skringilegt tala með það, maður sem maður haldi sér alltaf við það, nú er maður að gera eitthvað vitleysu og mistök alla helvítis daga, sko, maður postular, einhver svona postular halda að maður lifi einhver svona fullkomum lífa langt í frá, en þetta er svona ágæð haldreipi, en aðalega hefur þetta verið fyrir mig í seinni tíð, eitthvað svona, þetta er ró og næði og eitthvað svona til þess að já, þetta er svo grípi. Já, Þórður Ari spyr, með okkar Hlynur vældin á vellinum, getur þú ekki vældin í bæjarstjórn? Já, ég fekk aldrei dæmt neitt fyrir mig. Það var hann yfir lamið á mér, meirinn innum. Það var bara þannig og sérstaklega mútið minni mönnum, það þarf sko minna átak frá mér til þess að þeir fara að kvenka, fara að væla. Þannig ég vil meina að þetta veri bara ósanngjarnt og þetta var allt sem ég var að væla. Það voru allir á móti mér. Já, ég er bara sammála því. Já, þú ert sammála því. Ég sá alla þessa dóma. Til ekki að beggja, hvenær fáum við Patelhöll í Garðabæinn? Byrjum með Almari. Wow.
Já, vonandi sem fyrst, bara í skít inn pínu vombrið að Pétur Rúnar hafi ekki haft áhuga hversu mikið ég trúi en ég Nei, hann hafði engan áhuga á því, hann vissi að þú væri trúaður. Ég ræði það við hann í einrúmi en hérna, já, padel, þetta frábær sport og það köllun eftir þessu, þannig já, við þurfum að klára það á næstu 4 árum að það verði eitthvað padel í Garðabæ, það eru nokkri staðir sem koma til greina sem ég ætla svo sem ekki að úttala mig hér en já, ég held að við verum komið með padel sem allra fyrst. Það Áskarsvæði eitthvað upp í Urriðaholti, Álftanesi, þetta lítið, þetta ekkert, þú kemur spurningin aðeins og góð, við erum ekkert verið að benda okkar fárana dýrar aðgerið nefnilega. Ég var svo. Og þetta eitt af því, þetta ekkert það sem auðvitað að það horfið hverja krónu, en þetta bara padelvöllur, þú þekkið það, hvað þetta, 10-20? Ekki? Jú, það loftæðin. Það loftæðin og það rífur aðeins í, en útrúlega skemmtilegt. Og jafnvel að fá það getur svolítið hvernig veðrið sko, en ég til dæmis á í Finnlandi, það sem svolítið skítkalt á veturnar, en ég meina það er útivellið þar og bara græm það. Og padel frábært dæmi það sem að ég sjálfur sér sveitafélagi snýst fyrst og fremst að það skaffi aðstöðuna og skipulegi, það eru bara flottir aðeila sem eru betri en sveitafélagi að reka svona lega. Heldur betur. Til Almars, hvenær á að stækka infrared klefan í Ásgarði, spyr Eyþór Orri? Já, það ekki annað. Ég sendi það sem rundar. Þetta fake account. Sætleið þó. Já, það svo sem eitthvað sem við verðum að, sko, það ánægilegt, hann búinn að vera þarna í nokkur ár, ég man nú ekki nákvæmlega hvað mörg ár, 3 ár myndi ég giska á og og þið vita að væri gaman að stækka hann, það líka hægt að horfa á það er ákall á Álftanesi það að þróa áfram sánur og gufuböð og það nú talandi trú, það eru mikil trúabröð í þessu sem ég ætla ekki að hætta minni en við þurfum alveg að halda áfram en það er frábært að þessi klefi vel nýttur. Ef þú vilt að þetta virki, það er sama skilu ef þú vilt að sána virki, þá verður að trúa það þetta snýst alltaf þá ferði þetta allt inn í kropp. Til beggja sumafrí barna í 1.–3. bekk 70 dagar, foreldrar eiga að tæpa 30 dagi frí. Af hverju hefur Garðabær aldrei haft sumafrístund eins og önnur sveitafélag? Þetta byrja á Almari hérna. Já, við höfum náttúrulega bara rekið það sem við gerum, það mjög blómlegt námskeiðastarf sem haldið utanum af félagunum í bænum, það hefur verið okkar stefna, við í síðustu 2-3 ár höfum verið að bæta verulega í að styðja betur við þau, það varðar heilstags námskeið á fleiri stöðum eins og Urriðaholti og fleira í þeim dúr, þannig að við erum svo sannarlega að dekka sumarið með valkostum fyrir börnin og fjölskyldunar. Og ég trúi á það við erum bara þeirra stefnu að það sé gott að vinna með félögunum og í stað þess að sveitafélagi sé með þetta í fanginu og þá séum við styðjandi í þessu. Spurningin, það er alltaf bara að velta því fyrir sér og sko 70 dagar versus 30 þetta er alveg rétt tölfræði en börnin, ég á 5 börn sjálfur ég þarf að bera ábyrgð á þeim og meðan þau eru börn og þetta þurfum bara að muna þetta í umræðinu og ég meina þetta alls ekki illa að eftir sem áður það er valkostur að eignast börn, ég hef aldrei fundið fyrir því og þá þurfum við að lifa með því, sveitafélagi þarf að styðja, við teljum að vera að gera vel en við höfum valið þessa leið, þannig ég er ekki fylgjandi í þessari svokölluðu sumafrístund sem sveitafélagin reka. Já, við styðjum sumafrístundina og þetta er ekkert endilega þess að neyða fólki, þetta er bara sem option og þú nefnir hérna mun á þessum dögum og það kemur átt á móti svona að þetta sé inn í hjá félagunum og það er aukist og það er klárt, það er meira í boði yfir sumarið, alveg klárt mál en það er sjálfsög, við erum þá að tala kannski sama stað og þau eru yfir vetratíman og ættunum þess ekki að fara í samkeppni við frjálsufélögin en þetta held ég að sé væri bara til bóta þetta er nokkuð svona, þetta heldur í eitthvað svona jafnvægi bara í lífunu og Já, klart. Sólveig Björk spyr, leikskólagjöld í Garðabæ eru þau næst hæstu á höfuðborgarsvæðinu, er það eðlilegt að borga 55.000 í leikskólagjöld á mánuði, hámark vistunartími er 40 klukkustundar á viku, er það nóg fyrir nútíma fjölskyldur, foreldrar í fullri vinnu eru ekki færir það að hafa börn í minni en 36-40 tíma vistun. Nú er ég ekki krakka og mér þetta kannski óvinsælt, en já, mér finnst það bara eðlilegt, eða með kostnaðar á þessu. Já, þetta er bara spurning. Já. Fyrir ekki að svo að ég hef ekki að blanda mér í þetta. Nei, þú átt víst að blanda þér í það. Þetta er þinn þáttur sko. Þinn þáttur. Nei, mitt svar við þessu er sko, við erum ekki að reka þá stefnu að leikskólagjöldin séu ódýrust í Garðabæ, við horfum á þjónustuna, þjónustan er mjög góð hjá okkur, það er verulegu þjónustauki að börn komi snemma inn sem að er allavega staðan okkar gagnvart höfuðborginni, svo ég sleppi nú að fara í önnur dæmi. Ég skil vel umræðan tíman, við ákvaðum að setja þak á 40 tíma vistun, það hefur ákveðna galla sem við þurfum
þurfum aðeins að velta því fyrir okkur hvort við getum lagað. En svo verðum við líka bara að horfa til þess að við getum veitt þá þjónustu sem við ætlum að veita með góðum hætti. Það mótilið í Garðabæ í dag, það mikil ánægja með það. Ég ekki fylgjandi því að fara að lækka leikskólagjöld og minni bara á að ef að leikskólagjöld í Garðabæ eru skoðuð nokkur ára aftur í tíman þá þetta ekki mikil hækkun að raunvirði. Það bara staðan. Við pössuðum það þegar við gerðum breytingar að það ekki miklar hækkanar á gjaldskráni. Já, hvað eðlilegt og hvað ekki svona þetta rífast það, en ég minna við höfum bara hort til Kópavogs, framsóknarmótið til Kópavogi, það séu þessi fyrstu tímar þetta sjátt á það orra séu gjaldfrjálsir varandi hámarkið auðvitað ég hef sagt að í þessu að mér hafi slegið hendur með stundum sko að takmarkið án þess að gera þessi grein fyrir því við búum ekki útópíu við þurfum að búa til verðmæti, við þurfum að vinna fyrir öllu, þá í raun og veru takmarkið að reyna að verja sem mestum tíma með börnunum. Þannig að við reynum að íta undir það en á sama tíma þá að bera þá virðingu fyrir aðstæðan hversu sem einfallega geta verða að hafa lengri vistunartíma bara vinnu aðstæða með hvaðina, einstæði foreldrar og allt annað, að reyna að koma til mótstöðu. En já, við styðjum þetta mótil með fyrstu tímana gjaldfrjálsa og með því, já, við teljum það til góðs og það bætir starfsánægju, hefur verið sýnt sig þar og við ánægjum þetta á starfsfólkinu á miskuti. Og fóreldrum líka. Og vonandi krökkunum, verður kannski alltaf enda á þeim, en já, vonandi. Hlynur, hvort var stærra að vinna fyrsta leik á stórmóti í körfu eða verða Íslandsmeistari í padel í plus 45 ára allarflokki? Spyr Atli Sævarsson. Já, það væri risastórt. Ég er stefna á að vera Íslandsmeistari í 50 plus, ég hef nokkur ári að æfa mig það. Það væri stærra. Já. Váka, það er... Almar Þórður spyr, hefur Almar brugðið sér að bæ og kíkt í Almars bakari? Já, ég hef nú gert það. Almar bakari er að velum ástæðum mikill vinnu minn, þannig að ég heimsæki hann reglulega. Og lokaspurningin ánum fyrir mig, lokaspurninguna. Bara eins og í kartum, bæjarstjórinn og bakarinn. Almar, hvenær koma fleiri fótboltamörk í hinn frábæra Vinagarð? Þessi frábæri völlur nýtist illa með bara 2 mörk. Það var nú góður drengur af framsókna kyni meira segja sem bara upp þessa spurninga og opnum fundi í Urriðaholti á dögunum og það verið að vinna í þessu og það bara rétt að það þurfa að vera mörk þvert á völlin líka þannig að við leysum vonandi bara nokkur hatt og vel úr því. Loka spurninga kvöldsins, við byrjum á þér Hlynur. Áður kannski koma heim, bara virkilega gaman hérna í kvöld að spjalla við bara geðveikt. Þetta búið að taka svo langan tíma að það ekki tími fram á kosningum til að hlusta á þáttinn sko, það smá vesen. Það nú reyndar eitt sem hefur nú verið svona óskriður regla að tjassa darka að því lengur sem þættirnir eru því betri eru. Já, þið eru komið leið á þetta og ég meina það er gott. Hlynur Bæringsson, af hverju á fólk að kjósa framsókn í Garðabæ? Já, af hverju á það? Ég held ekki, ég veit að framsókn gegnum tíðina hefur bara staðið svona vörðum, lýðhelsu þjóðurina, menningu þjóðurina, það er íþróttumálum, það er verið leiðandi í leikskólamálum. Já, tölum við okkur í Garðabænum erum við með raunhæfar lausnir. Við erum með raunhæfar lausnir og við erum bent á það sem hefur aflega að fara. Við erum reynt frekar svona rínandi gags, beturbætira frekar umbylta. Já, og fyrir okkur þá bara einfallega gerum okkur grein fyrir því að þetta er svona þjónustustarf og svona, við heitum því að bara einfallega gera okkar besta og vinna alltaf að hagsmunum Garðbæinga bara sama hvar það er, við erum bara hagsmunagæsla, við erum að vinna fyrir þau þannig að það er eina af ástæðunum. Já, Almar, af hverju fólk að kjósa sjálfstæðisflokkinn í Garðabænum? Já, það er náttúrulega vegna þess að í öllum grundvallaratriðum er staðan í Garðabæ virkilega góð og það er einkennandi í þessari kosningabaráttu að við erum svolítið að ræða svona málin sem koma þar til viðbótar. Það er ekki mikil umræða grundvallaratriðin en auðvitað erum við öll að velta því fyrir okkur hvernig við getum bætt þjónustu eða mannlífið á jaðrinum. Þannig að grunnurinn er sterkur og við í meirihlutanum auðvitað leggjum þau verkefni á borð fyrir fólk. Ég held líka að fólk verið svolítið að horfa til þess að það er ekkert þannig að þetta gangi allt eins og við viljum. Lífið er þannig að það koma sviftivindar og á kjörtímabilinu höfum við farið í gegnum fjármálin, við rættum það áðan og við höfum bara risið undir svoleiðisverkefnum. Við fengum miklu umfásmeiri miklumál upp í skólunum en okkur óraði fyrir þegar við byrjuðum kjörtímabilið.
við lögðum mikið á okkur í að gera það vel og það eitt af því sem ég stoltastur af og okkur hefur verið rósa fyrir hvernig var að verki staðið þar. Þannig að bæjarbúarnir þekkja hvernig við vinnum. Mér finnst mjög mikilvægt líka að það komi fram að við viljum vinna opið gagnvart íbúunum sjálfum og bæjarstjórnin þarf að virka. Ég hef verið leiðtogi stærsta flokksins og ég hef reynt að passa upp á þetta. Mér finnst þetta skipta máli. Okkur þarf að líða vel saman. Það allt í lagi að við rífumst og kýtumst og allt það. En það þarf að vera góður vinnuandi og sérstaklega flokkur eins og við sem hefur haft töluvert mikið meira fylgi heldur en aðrir þarf að vera mjög ábyrgur hvað það varðar. Þannig að grunnurinn góður, það eins og aldrei þannig stundum logn í Garðabæ en það aldrei lognmódla í kringum okkur því að við erum alltaf að byggja upp og ætlum hraðar áfram og lengra. Almar Guðmundsson, Hlynur Bæringsson, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Gaman að hitta ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir.